Já, velkomin að Rauðaborðinu á þriðjudagskvöldi á fögrum vordegi. Það er margt í boði í kvöld. Hérna aftast í þættinu þá held ég áfram samtali mínu við Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor á Akureyri sem er í bænum. Við ræddum hér í gær svona stöðu Íslands í NATO, öryggis- og varnarhagsmuni, svolítið að tilefni þess að Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir utanríkisráðherra hefur verið svolítið að tala kannski einhver leyti undir rós svona stefnubreytingu íslenska stjórnvalda að við eigum að horfa fram á það að við þurfum að stórauka útgjöld til hernaðar, við eigum að fara að kaupa vopn og flytja á vígvöllin, ekki láta okkur duga að senda hjálpargögn og skilgreinir að stríð í Úkraínu séu bara stórkostlegir öryggishagsmunir Íslands. Hilma var nú ekki alveg á þessum buxunum í gær en við náðum ekki alveg að klára samtalið við langar að ræða þess við hann svona breytta heimsmynd, hvað gerist þegar að við hættum að lifa í einpóla heimi þar sem að Bandaríkin ráða öllu og fara sínu fram eða telja sig geta gert það og yfir í heim þar sem er fjölpóla, þar sem að Kína er stórveldi og Rússland er hernaðarlegt stórveldi, hvernig heimurinn breytist við það og kannski hvort að við ættum að endurmeta afstöðu okkar, hver er stað okkar í þeim heimi. Það er ekki endilega gefið að við tökum upp utanríkisstefnu Póllands gagnvart Rússlandi. Pólverjar skilgreina Rússland sem ógn við sig, séu tilvistarlegir öryggishagsmunir Pólverja að Rússland sé að veikast, kannski á það ekki við Ísland. Við sjáum til hvað kemur út úr samtali mínu við Hilmar Örn Hilmarsson. Ég hef rætt nokkuð sjókvíaeldi hér við Rauðaborðið og ætla að halda því áfram. Ég talaði í gær við hann Jón Örn Pálsson, sjávarútvegsfræðing, en það var svo stór þátturinn í gær að við náðum ekki að senda það út. Við ætlum að senda það út á eftir. Hann hefur unnið við fiskeldi áratugum saman, hefur á því sterkar skoðanir, hvernig er staðið að málum hér, hvernig eftirlitið og lagaramminn hefur verið og hvernig hann hefur verið opnað fyrir uppbyggingu fyrirtækja, manna sem ætla bara að ná sem allra mestum hagnaði á sem allra skemmstum tíma út úr íslenskri náttúru. Jón Örn telur að það sé hægt að stunda sjókvíaeldi hér við land með ýmsum aðferðum, það sé hægt að draga úr lúsinni, það sé hægt að draga úr álaginu á firðina, það sé ýmislegt að gera betur en því miður að þá er uppbyggingin hér með þeim hætti að við erum að gera allt eins illa og mögulegt er. Í gær ræddi hér við hagfræðinga úr verkalýðshreyfingunni, Róbert Faretsveit frá Alþýðusambandinu og Vilhjálm Hilmarsson frá BHM og Stefán Ólafsson sem er sérfræðingur í Eflingu og við vorum eiginlega að draga upp svona myndina af þeim grunni sem að lá að baki kjarasamningunum snemma á þessu ári sem að mörguleit er að bresta. Það sem átt að gerast var að verðbólgan lækkaði og vextir með og í gegnum það vaxtalækkanina kæmu kjarabætur til almennings en það er ekki að ganga eftir. Seðlabanki vill ekki lækka vexti, vill halda hér háum raunvöxtum og það sem að ég ætla að fá að skoða í kvöld er hver er þá afstaða opinbera geirans, hver er til þess afstaða kennara. Það kemur hingað Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambandsins, snemma á árinu að þá virtist að vera stefna stjórnvalda að ýta opinbera geiranum inn í sama ramma og Alþýðusambandið hafði samið kannski var það mögulegt þá en það verður ólíklegra að það sé hægt vegna þess að forsendunar eða markmiðin er ekki að ganga eftir og svo vitum við það náttúrulega að kennarar telja sig hafa verið hálfsvikna af ekki bara síðustu samningum og ekki bara þar síðustu samningum heldur líka þar síðustu samningum og telja löngu orðið tímabært að þeir berjist fyrir bættum kjörum og eins og ég heyri hljóðið í kennurum að þá það er svona verkfallshljóð í þeim, þau eru til í að fara í átök á vinnumarkaði til að ná sínu fram. Í gær gerðist það að 4 konum frá Nígeríu sem höfðu verið handteknar fyrir helgi, sem höfðu verið hent út á götu af Útlendingastofnun fyrir tæpu ári síðan, að það voru settar inn í fangelsi og svo voru þær fluttar út á Keflavíkurflugvöll og það var flogið með þær alla leið til Nígeríu og þær lentu einhvern tímann miðjan dag í dag. Þetta eru fórnarlömb mansals og Drífa Snædal, talskona Stígamóta, hefur verið málsvari, sérstaklega einn af þeirra, verið blessing
og ég ætla að heyra aðeins í henni Drífu sem núna út í Hrísey, þannig ég slægi á hana í gegnum Zoom og fæ svona sögu kvennanna og mat Drífu á það hvernig standi á því að við getum ekki hjálpað þessum konum sem að leita til okkar í mikilli neyð. Ég slægi á þráðin í gegnum Zoom til Drífu Snædal. Það eru forsetakosningar og að mörguleiti það þannig að það sem að maður fer að þá það helst það sem að fólk vill ræða. Ég alltaf að velta fyrir mig hvernig getum við helst fjallað þessar kosningar og ég ætla að pröfa eitt núna í kvöld. Ég ætla að fá hann Arnar Þór Jónsson hingað eftir sem var sá forsetaframboði sem ég talaði fyrst við við rauðaborðið. Ég talaði við á alla nema Katrínu Jakobsdóttur sem hefur ekki enn viljað koma hingað að rauðaborðinu. En ég talaði við Arnar Þór Jónsson bara held ég 3. eða 4. janúar. Ég ætla að fá hann hingað aftur og ég ætla að ræða við hann fyrst og fremst svona það sem að birta svolítið í kosningabaráttunni að átökin séu svolítið það hvort við viljum fá forseta elítunnar eða forseta fólksins. Ég ætla að ræða aðeins við hann þessan svona ólíku hugmyndir frambjóðandannar hvernig Ísland stjórnað, hverjir eiga Ísland ef við vitnum í gamla pólitíska frasa. Ég ætla að ræða við Arnar Þór Jónsson fyrst og fremst út frá þessu að af hverju hann leggur svona mikla áherslu á það að forsetinn eigi að vera vörn almennings gagnvart þinginu sem almenningur samt kaus. Hvað eiginlega orðið þingið okkar ef að það orðið ógnin þegar mátti að vera sjálfur lýðræðis login okkar. Sjáum til hvað kemur út úr samtali mínu við Arnar Þór hér á eftir. En áður en að við skellum okkur í viðtöl kvöldsins þá vil ég minna ykkur á að samstöðin tilraunaverkefni. Okkur hefur gengið vel en við erum ekki alveg komið fyrir vind og við viljum náttúrulega eflast og styrkjast meira og við heyrum það líka að margt sem að við erum að gera hér fellur í góðan jarðveg og fólk að þakka okkur. Til þess að geta tekið næstu skrif að þá þurfum við að fjölga áskrifendum og ef að þú hefur verið að hugsa lengi að slást í hópinn og gerast áskrifendasamstöðin þá hvet ég til þess að láta verða að því núna. Þá ferðu inn á samstöð.is, það hnappur sem ástendur áskrift og afgangurinn á að skýra sig sjálfur. Þið getið skráð ykkur fyrir 2.500 krónur sem grunnáskriftin, þið megi borga meira þið viljið og þið sem að kjósið getið látið áskriftina renna sér félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Allt sem við sjáið hér og heyrið í boði áskrifenda og við þökkum kærlega fyrir það sem að þau bjóðu upp á. En ég ætla aðeins að bregða mig frá á meðan að koma hér stutt skilaboð en svo koma viðtöl kvöldsins. Hvernig getur við réttlætt að 60% Eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað. Og stundum eins og hann líði allt of hratt. Tíminn okkar dýrmætasta eign, því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, það eru forsetakosningar og við höfum nú rætt við svolítið alla frambjóðendur í svona, við getum kallað svona kynningar viðtöl, það sem að markmið viðtalsins var að þið fengið að kynnast frambjóðendunum. En nú bara kosningabarátta komin á fullt og við ætlum að kannski setja svona aðeins annan tón í umfjöllunina. Þetta komin Arnar Þór Jónsson, þú ert í framboði. Jú, ég það. Og nú er kosningabarátta komin á full swing. Já. Nú áttu bara 1,5, 2 vikur til þess að breyka eins og þetta. Hefur þú trú á því? Já, ég hef trú á því. Ég er að keppa við frægustu Íslendinga samtímans, má segja. Úr öllum geirum? Já, má segja það. Leikara og stjórnmála fóringja sem Katrín og
Forsetaframbjóðendur í 7. skipti. Já, vissulega. Kinnbombur. Já, algjörlega, þannig að menn úr frægustu björgunarafrekum Íslandssögunnar. Segðu. Og ég var bara núna í morgun að tala við unga mann sem að viðurkenndi það fyrir mér. Hann hefði bara ekki hugmynd hver ég var, sko. Þá var þessar kappræði byrjuð á RÚV, þannig að ég á mikinn, sko, akur þarna óplæðan. En hefur þú náðan tíma? Já, það er spurning, sko. 2 vikur, ég verð að nýta þetta eins og ég get, sko. Ég verð að þeytast yfir akurinn eins og ég get. Er fólk til í að hlusta á þig? Já, mér finnst það. Af hverju? Af því að fólk hefur, ég held að fólk vilji mynda sér frjálsa skoðun. Fólk vill ekki láta fjölmiðla segja sér hverja það á að kjósa eða milli hverra það eigi að kjósa og fólki er misboðið, heyri ég, þegar að tiltekni fjölmiðlar reyna að stýra skoðana myndun fólks og reyna að þrengja mengið. Ég held að séu eiginlega flestir í þessu, það Mokkin í þessu, RÚV í þessu, Stöð 2 í þessu. Já. En það sem að ég er alveg samanlega er að það sem að kom í ljós við stóru kappræðunar, það sem að allir 12 mættu, að það var það sem þjóðinni fannst gaman af, að sjá allan hópinn. Já, var það ekki? Ég held að það er það sem að það var ástæðan fyrir að fólki fannst þetta skemmtuleg þáttur. Því að framist að þessar 4 efstu hefði ekki haldið nokkrum manni vakandi. Nei, nákvæmlega. Og mér finnst vera einhver fegurð í því fólkin að við sko höldum svona kosningar þar sem að maðurinn á götunni fær að bjóða sig fram. Mokkin var með einhvern rosalega geðvonsku pistil núna fyrir kannski 10 dögum það að þetta væri alveg skelfilegt að bara eitthvað fólk geti safnað atkvæðum og búið sér fram til æðsta embættis lýðveldisins en þvert á móti finnst mér það bara fallegt. En sömuleyti það var kosningarna snúist úr þetta. Þetta er eiginlega fólki gegn elítunni. Það er svolítið hjá þér, það er svolítið hjá Steini Nólínu, það er svolítið hjá Eiríki, það er svolítið hjá mörgum. Ég er sammála og Viktor, hann er líka hann. Og hvað er þetta ykkar hugmyndir eða er þetta það sem að þú upplifir að þjóðin eða einhver stór hluti þjóðarinnar upplifi að í samfélaginu ráði hér einhver elita og almenningur, venjulegt fólk, hafi lítil völd? Já, og það er ekki bara tilfinning fólks á Íslandi heldur í vaxandi mæli öll Vesturlönd sýnist mér. Því að á bakvið luktardyr bæði hjá alþjóðlegum stofnunum og eins á fundum ríkustu manna heims eru menn að ráðskast, getum við sagt, með líf almennings. Segja okkur hvað við megum borða, hvernig bíla við megum keyra, hvert við megum ferðast og svo framvegis. Og almenningur skynjar það að það er verið að ef ekkert verður aðgert, þá mun svona netið þrengjast í kringum okkur og við sjáum að það er svona, eru merki andóf og viðspyrnu víða lönd og ég tel að það gæti gerst hér í þessum forsetakosningum að almenningur í rauninni hafni þessari valda elítu sem að vil sitja í kringum, allt í kringum kallana og segi við viljum okkar mann og ég hef líkt þessu við það að forsetinn sé í reynd eins og trúnaðamaður starfsmann á vinnustað sem að gætir að hagsmunum starfsfólksins og er rödd þeirra gagnvart yfirstjórn og eigendur fyrirtækisins. Það verður það upplifun að við í lýðræðisríkinu búum ekki ríkið er ekki við, ríkið eru hinir valdamiklu og ríku. Já, ég held að Styrmi Gunnarsson heitinn sem að var nú býsna svona berorður á síðari árum, hann hafi lýst því þannig að innan ríkisins sé annar ríki og það sé þar sé að finna valdakerfi sem að ver sig sjálft. En eru kosningarnar þetta eða er bara rætt þetta í þessu kosningu vegna þess að Katrín Jakobsdóttir í framboði og eiginlega allir með eða mótframbjóðendarinnar vilja stillin upp sem frambjóðenda elítunar? Ég held að það sé bæði út af því og líka bara í hennar tilviki hvernig það afhjúpast að forista Sjálfstæðisflokksins hefur gert hana sínum frambjóðanda. Morgunblaðið hefur gert hana sínum frambjóðanda, það virðist mér alveg skýrlega. Og einhver aðri verða að útskýra fyrir mér hvers vegna spilin liggja þannig á borðinu. En ég held að hinn skýringin sé þessi að almenningur er vakandi ennþá þá staðreynd að það eru við sem erum valdhafin í þjóðfélaginu okkar
Þetta eru okkar hagsmunir, okkar framtíð, okkar land, okkar saga og lýðveldið okkar, landið okkar, við viljum verja það og ég held að við getum verið sammála að verja það og verja okkar samfélagsgerð og það að mínu viti eitthvað sem á að vera hafið yfir flokkspólitík og þannig að við almenningur á landinu þurfum ekki og við höfum þjónað þessu valdakerfi nógu lengi. Við borgum skatta og skyldur, við sætum alls konar eftirliti. Maður ímynda sér til dæmis að sjómennirnir okkar á smábátunum þessi svona ímynd frelsisins í nútímanum og nú búa þeir við það að þeir eru með dróna hangandi yfir sér og menn sem standa upp á fastalandinu að vakta hvað henda mörgum fiskum frá borði. Það sagði mér ykkur að 85% af drónunum færu eftir smábátunum en bara 15% af því sem gætist kallast vera svona stærri eða miðlungsútgerð. Þannig að öll athyglinum er á litlakallinum. Já, öll athyglinum á litlakallinum og svo það þá spurningin sem að Jón Baldvin spurði árið, hún ennþá lifandi, bara hverjir eiga Ísland? Viljum við í raun og veru að þetta séu örfáir menn sem eiga Ísland? Viljum við að það séu örfáir menn sem að stjórna því hverjir komast í valdasætin? Erum við sátt við það að flokkarnir úthluti gæðum og stöðum og bitlingum innan raða fólks sem er þeim vinnveitt? Viljum við búa við þessa skoðanakúgun þar sem við þurfum að þjónkast, verið einhvers konar þjónkun við þá sem eru í valdastöðunum? Viljum við að stjórnmálamennirnar okkar sé í sífelldri þjónkum við þá sem eiga alla peningan á Íslandi? Ég held ekki. En hvernig má þetta hafa gerst að við búum í lýðræðisríki og almenningur kýs þingið og þingið meirihluti þingsins mynda ríkisstjórn? Já. En allt í einu staðan svo að við þurfum að velja okkar fulltrúa til þess að verjast þinginu sem að þjóna einhverjum allt öðrum heldur en almenningi og til þess höfum við embætti sem að raunverulega getur bara sumiliti bara þvælst fyrir. Hvernig má þetta verða að við lendum í þessari stöðu? Ég held að sé út af því að flokksræðið hefur rauninni yfirtekið lýðræðið og flokkseigendurnir hafa yfirtekið flokkana og þeir stýra framgangi fólks, útiloka fólk, taka fólk út af sakramentinu, stýra því hvað má segja, krefja fólk flokkshollustu og það að allir feti sömu línu. Leyfa aðeins andmæli í einhverjum smá málum þar sem að alveg ljóst hver niðurstaðan verður hvort sem stýra öllum flokksfundum og öllum umræðum á fundum sem þar fara fram og þetta alveg geysilega óheilbrigt en ég held að... En ekki það forysta sem við tekið yfir flokkina, það lítur að vera einhver öfl sem hafa tekið yfir, ég get sett flokkinn af því að þú þekkir einn af þessum flokkum. Já, einmitt, að þá á bak við flokksforystuna séu þá önnur valda elíta sem að við sjáum ekki hverjir sitja þar. Þannig að við sjáum mögulega ekki aldrei þá sem að stjórna Íslandi á bak við flokkana. Og stjórnmálamenn læra það fljótt að þetta hópur og öfl sem að þú setur ekki upp á móti því að þá verður náttúrulega ekki að úr þér sem stjórnmálamanni að það verður grafið undan þér og endanum verður hættur og smáður eitthvað stort í horni. Einmitt. Það verður trú á því að stjórnmálakerfi sé þannig að stjórnmálamenn læri það fljótt að þú stillir ekki upp á móti hagsmunu þeirra sem að eiga Ísland. Þetta stór spurning og ég ætla að svara henni bara út frá bestu samvisku. Ég held að svarið við þessu sé já, að sé í stórum dráttum já, og það sem að býr til þetta krabbamein sem þú ert í raunin að lýsa að við erum með fólk hér á þinginu sem að ætla sér að vera stjórnmálamenn og ég ætla ekki að gera lítið úr því að þetta fólk hugsanlega hafi farið að stað á fögrum, með fögur fyrirheit og einhverjar hugsjónir. En þegar að það komið af stað með þetta að ætla sér að vera stjórnmálamaður, að þá fer þetta fljótlega út gluggan vegna að þú ert krafin að spila með liðinu. Og það sem náttúrulega rosalegt og ég hef gagnrýnt að þetta getur gengið svo langt að liðið þitt farið að bara sækja að þínu eigin marki
og ég ekkit feiminn, ég hef sagt það bara við alla sem að vilja heyra það, að ég lít svo á að sjálfstæðisflokkurinn sem farin að sækja sínu eigin marki þegar hann reynir að skora sjálfsmark, til dæmis með leggja hann frumvarp bókun 35. Ég tel það bara að sé eitt grófasta sjálfsmark sem að maður hefur séð í íslenskri stjórnmálasögu. Þeir eru að vísu núna, heyrðu það ekki þeir þora ekki að leggja þetta frumvarp fram af nýju núna á þessu vori og allur þingveturinn hefur liðið á þess að þeir leggja þetta fram. Og ég bara eina skýring á því. Það út af því að nú sittum við hér í stúdíu og það svona 3 kastljós á okkur. Og ég held að eftir að kastljósið koma á það sem að átti að fara að gera, þá leggja þau ekki í þetta. Þau munu aldrei viðurkenna það. Þau munu bera fram alls konar skýringar á því. En ég segi það satt. En á hverju vilja þau leggja eitthvað fram sem að almenningu vill ekki og þau vita, eða sem almenningu skilgreinir þessi gegn sínum hagsmunum. Já, og eitthvað sem fyrir hverju eru að vinna það? Já, einmitt, og til að bæta við spurninguna, á hverju leggja fram frumvarp sem gengur ekki bara gegn vilja almennings, heldur líka gegn hugsjónum flokksins, fyrir hvernig verið að vinna. Og á því eru hugsanlega 2 skýringar og nú held ég bara áfram að tala bara hreint út. Ég held að önnur skýringin er augljós og hún er svo að Evrópusambandið hefur og Evrópubandalagið frá upphafi 1993 krafist forgangs á sínum reglum fram yfir íslenska rétt. Íslendingar hafa bara ekki getað orðið við því út af því að við erum með stjórnarskrá eins og hún er. En sem sagt, núna er þessi krafa í rauninni orðin grímulaus og þá er skýringin hugsanlega svo, og þetta er fyrir skýringin, að íslenski stjórnmálamenn vilji verið í góðu vinfengi við þá sem að stýra innan Evrópusambandsins, sem eru nota bene ekkit endilega stjórnmálamenn, það er ekkit endilega kollegar þeirra, heldur einhvers konar búrókratar sem að sitja þarna, eru einstu koppar þar í búri. Ok, þannig að þetta getur verið annar hlutin. Hinn hlutin gæti hugsanlega verið sá að þeir sem að, og nú er ég bara í rauninni að tala út frá því sem ég held að gæti verið skýring. Þú reyna að leysa þessa miklu ráðgátu. Þessa ráðgátu, að það séu stórar hagsmuna aðilar, stór fyrirtæki á Íslandi sem að í rauninni telja að það valdi þeim hugsanlega einhverjum svona vandkvæðum og flæki eitthvað þeirra tilvist að regluverkið á Íslandi sé ekki 100% fullkomlega samræmt við það sem að gerist og gengur á meginlandi Evrópu og vilji þessuna til að þjóna sínum hagsmunum að þetta farin loksins í gegn. En það er ekki gefið að þó stærstu fyrirtæki á Íslandi kunni hafa slíkar, eða einhver af stærstu fyrirtækjum á Íslandi kunni hafa þá hagsmuni, að það samræmist hagsmunum Íslendinga. Og það er ekki heldur gefið að þó að sú krafa komi hugsanlega innan raða þeirra skuggaafla sem vilja stjórna hér öllu að það þjóni hagsmunum annara stóra fyrirtæki á Íslandi. Þannig að þetta átti í rauninni að framkvæma þetta með svona einhvers konar blitzkrieg, svona einhvers svona leiftur sókn vorið sem þess að 23. Svo sókn að stöðvuð, málið hefur við legið í fristi allan vetur og við sjáum hverju framvindur en kastljósið er dýrmætt, aðhald og eftirlit almennings er dýrmætt og ég tel að fjölmiðlar hafi brugðist í þessu, ég þakkláttu fyrir litla fjölmiðla eins og samstöðuna og podcastuna og allt það sko. En ég ætla ekki að draga þetta út í umræðu flokkapólitík, en þú segir að Sjálfstæðisflokkurinn vinni raunverulega gegn svona sinni stefnu, en nefnir það að stærstu fyrirtækin á Íslandi vilji tiltekna niðurstöðu og flokkurinn er að þjóna því. En hefur það ekki alltaf verið stefna Sjálfstæðisflokksins að hagsmunir stórra fyrirtækja séu jafnframt hagsmunir almennings? Er það ekki bara eðli flokksins? Ég hef í huga mínum svo þá mynd af Sjálfstæðisflokknum að hann hafi eftir stofnun 1929 og vonandi sem lengst verið flokkur líka litlu atvinnureikandana, verkstæðiskallana, rakaranna, hárgreiðslukvennana, fólksins sem var í einkaframtaki og raka einsmanns fyrirtæki, af því að þeir gáðu sig út fyrir að vera standa vörðum atvinnufrelsið, einkaframtakið, tjáningafrelsið. Ég held að þessi hópur hafi ekki upplifað Sjálfstæðisflokkinn sem sín flokk allavega ekki síðustu 20 árin. Það kann vel að vera, Gunnar Smári. Þú ert og ungur til þess að halda þessu fram. Ég geti trúið að kynslóð föðuðis hefði gert þetta. Já, vissulega. Ég er að tala um þann tíma. Ég er að tala um þann tíma, þegar ég segi hérna áður fyrr, þá meina ég mögulega, já, fyrir 20 árum og eitthvað hafi breyst í því hvernig hann er starfræktur. Ég hef gagnrýnt hann fyrir að vera honum ríkisflokkur. Ég hef gagnrýnt það að þessi flokkur sérstaklega hafi látið það henda sig að fara að éta úr lófa ríkisvaldsins. Ég hef átalið flokkin fyrir það að þar með hafi verið
höggvið á þessa lífæð sem grasrótarstarf og ég held að ekkert lýðræði geti lifað án grasrótarstarfs án þáttöku almennings. Þess vegna vá fyrir dyrum hjá meðal þessara stjórnmálaflokka og ekki bara þegar flokkarnir eru komnir í þessar öndunavel þá vá fyrir dyrum sem snýr bara beint að almenningi í þessu landi. Þannig að ég hef sagt það að við þurfum að endurnýja bara flokkakerfið. Ég held að það væri bara öllum hollt að ég raunin henda þessum flokkum út í hafsauga og margir sjálfstæðismenn eru ósannlega reiðir við mig fyrir að segja þetta en ég segi það bara aftur. Þegar flokkurinn farin að í rauninni ljá máls á því að skerða til dæmis tjáningafrelsi eins og mér virðist að menn hafa verið að svona dekstra við gagnvart Katrínu og þetta hatursorðræðu frumvarp þegar flokkurinn orðin ríkisflokkur, þegar flokkurinn farin að þjóna hagsmunum, sérhagsmunum og stórfyrirtækjum en ekki almannahagsmunum og smá innrekendum að þá eitthvað bara rosalega mikið að þegar að hinn almenni maður og rödd hans heyrist ekki á flokksfundum og þetta orðið allt svona stýrt, leikstýrt að þá eitthvað að og ég meina það verður að ávarpa vandan ef annars erum við alvarlega meðvirk og það getur ekki verið neinum manni sæmandi að taka þátt í leikriti sem hann í raun og veru taldi fyrir þann tíma að væri hans eigið líf og hans eigið tilvera. Þegar ef að fara að breyta því leikrit þá segjum við bara eins og góðu leikstjóri, bara stopp, bara cut. En hluti af vandanum sá að pólitíska umræðan meðal annars að þú först inn í þessum flokkum sem þú ert að lýsa sem eru veikir og eru búin að kannski breytum eðli, þjóna sérhagsmunum frekar annað og svo það líka sem að ég var að segja áðan að stjórnmálamenn læra fljótt að þeir geti ekki farið upp á móti þessu mikla afli og við getum ekki tekið dæmi á til dæmis að þú bendir á að það svo virðist sem að Morgunblaðið og þau öfl sem að þar standa á baki, það í eigu stórútgerðarinnar sem eru líklega öflugast penningavaldið á Íslandi, það þannig styður Katrínu Jakobsdóttur. En ef maður berða allir saman hvernig meðferð Morgunblaðsins og þeirra afla á Katrínu saman við til dæmis meðferð þeirra á Jóhönnu Sigurðardóttur, þá eiginlega ekki hægt að líka því saman því að Jóhanna Sigurðardóttir var eiginlega bara að gengi frá henni sem stjórnmálamanni meðan hún var forsætisráðherra og hún hefur valla tjáð sig á eftir því að hún var bara eftir sig eftir þá meðferð sem hún hafi fengið á meðan að Katrínu hampað. Já. Þetta kannski sýnir munin á því, hverju munurinn á því að fara upp á móti valdinu eða fara með því. Já, akkurat. Þannig að ég kannski að setja mig í geysilega bara hættu á því að vera troðin niður og það verið valtað yfir mig með því að fara á móti. Þú hefur bara lent í vandræðum inn á fundum Sjálfstæðisflokksins með að fá orðið. Já, auðvitað, algjörlega, það var ég sammála því, en ég vil segja það í þessu tilefni. Ég veit ekki hvort það rétt að segja að ég sé mjög reiður út í Sjálfstæðisflokkinn, ég mjög út í Morgunblaðið, ég mjög sár út í Morgunblaðið og ég sár út af því að þetta blað sem að ég bara í minni einfeldni hafi litið á sem einhvers konar málsvara lýðræðis og lýðfrelsis í landinu, hvort sem að ég var blindaður af einhverju glíu eða ekki, ég veit það ekki, en þegar að blaðið í aprílmánuði 2024 búið að velja 4 frambjóðendur sem eiga að fá sérstaka kynningu og framboðsfrestur ekki einu sinni runnin út og það verið að verja fjármunum þá væntanlega mínum sem áskrifanda og mínum sem skattgreiðanda í að kosta fundaherferð þessara 4 einstaklingum landið og þeir fá auglýsingar, heilsu auglýsingar í blaðinu og sérstaka svona viðtalsþætti á vegum blaðsins að þá rauninni verði að viðurkenna það að mér var misboðið þannig að það gerðist í gær sem að ég held að myndi bara aldrei gerast að ég bara gat ekki lengur kynnt ælunni og ég sagði Morgunblaðinu upp. Ég get ekki verið að kosta þetta úr mínu vössum, allavega ekki sem áskrifandi. Ég veit að ég neyðist til að kosta þetta áfram sem skattgreiðandi. Þannig að ég bara, mér rauninni alveg sama og þeir mega þá bara hjóli í mig eins og þeir vilja. Ég hef bara ágætan málstað, ég ætla að halda áfram að verja
þann málstað og hann í rauninni ekki flokkspólitískur, hann þverrpólitískur því að hann snýra því að verja það sem ég kalla réttaríkið. Þetta það sem ég verið að tala í mörg ár. Fólk að skamma mig fyrir það í þessi pólitísku. Ég verið að verja réttaríkið. Ég gerði það sem dómar út frá því að ég vil að allir séu jafnir fyrir lögunum, án til þess hvað eru gamlir, hvernig lít út, hvað kynhneigðir hafa og svo framvegis. Ég vil að lýðræði fá að njóta vafans og það tel ég að Morgunblaðið hafi alvarlega brugðist í þessu tilliti og mögulega aðrir fjölmiðlar. Með því að fara að velja út einhverjum okkar og segja að þetta eru þeir sem að þið kæru landsmenn, þið óþvegnu, sauðsvörtu almúamenn fáið að velja úr. Þetta ekki lýðræðislegt. Og ég vil verja tjáningafrelsið, bara það grundvöllur og kjarni alls frelsis í landinu. Og ef að þá að hjóli mig og ef að Morgunblaðið ætlar að gera það og setja valdarnau með þá það allt í lagi. Vegna þess að ég tel að við séum á 11. stundu á Íslandi með að verja þetta sem við þessa dýrmæti sem við höfum í höndunum og við höfum valum það hvort við ætlum að afhenda þessari valdaklíku sem vil gína hér yfir öllu eða hvort að við viljum fara að hrista upp í þessu og koma okkar eigin fólki að og ég bara svo glaður þegar ég til dæmis sé fólki eins og Steinunn og Ólínu koma inn á vettvanginn talandi bara hreint út. Ég vissum að við Steinunn og Ólínu getum verið ósamála margt en bara það svo hressandi að sjá svona fólk. Einhverlega eru þið með sambærilega greiningu á að stjórnmálakerfið sem þá þingið og ríkisstjórnin einhver leyti ónýtt system. Út úr þessu kemur ekki ákvarðanir sem að styrkja almannahag. Þarna koma ákvarðanir sem eru þvert gegn almannavilja. En þá kemur alltaf spurningin eru forsetakostningar rétti vettvangurinn til þess að taka þátt í þessu því að ef að segjum að þetta sé staðan, þessi rétt greining á ykkur og fleirum að þá fáum við forseta sem að er forseti fólksins en við setjum uppi með stjórnmálakerfi sem er undir sérhagsmununum og þá erum við eiginlega komin með svona stjórnarkreppu ástand. Það klassar á milli ólíkra afla í samfélaginu, svona check and balances, það gnýstir á milli. Já, mér finnst það frábært. Ég bara sé þetta fyrir mér sem svo að vera svo heilbrigt maður, bara láta neista þarna. Það hljómar svo vor. Já, þessu bara einmitt vor og bara endurnýjun og einhvers konar von sem við gætum fengið vegna þess að fulltrúalýðræðið. Ég segi það bara og ég get tekið undir það með þér að fulltrúalýðræðið að bregðast okkur. Þegar það komið í þessi hjólför þar sem að sjálfstæð hugsun drepið niður, þar sem að fólki sagt hvernig það á að tjá sig og hvernig það á að kjósa þá fulltrúalýðræðið að bregðast og það verið innleiða hér alls konar lög sem þjóna ekki hagsmunum fólksins. Ég búin að tala fullt af vinnandi fólki á Íslandi, sjómenn, kjötiðnaðarmenn, fiskverkafólk og svona. Þeir segja mér fólkið að það sé að slegast undan þessum lögum og reglum sem þjóna þeim ekki. Þannig að fulltrúalýðræðið bregðast en þá eigum við varadekki sem beint lýðræði. Og forsetakosningar eru vettvangur til að virkja það. Kjósin mann sem að þorir að fara inn í þetta með kyndilinn og lýsa upp þessa möljetnu innviði okkar sem að eru bara, þetta ekki falleg sjón. Ég hef séð inn í þetta ekki allt glæsilegt. Þá megin hlutur forsetans vel að tukta til þingið. Já, ég held að það sé bara allt í lagi og ef maður les stjórnarskrána þá segist mér það sé algjörlega ljóst að hann hafi þetta hlutverk. Þeir sem að tala þannig að hann sé bara skrautfjöður, það pólitíska stéttin. Það sagði Ólafur Ragnar sjálfur. Hann leit svo á og lítur svo á að þetta sé embætti sem á að hafa raunverulegt hlutverk innan stjórnkerfisins, því að hann starfar innan stjórnkerfisins og ég held að væri bara... En elítan sífellt að segja okkur að þetta hafi lengi völd og eigi bara að vera silkihúga. Akkurat. Já, en síðan kannski hópur sem kannski á milli þín og elítuna sem segir að forsetinn hefur takmörkuvöld og hann beitir þeim ekki nema undir sérstökum kringumstæðum og þegar hann þarf að beita þeim þá hefur hann mikil völd, hann getur oft mikil áhrif í gegnum vald sitt á þeim tíma og það sem þú ert að segja, sá tími einfallega bara núna. Ég sammála. Þetta rétt, Gunnar, þú mátt eiga það að þú ert engin kjáni, þú skilur margt sem og getur hjálpað. Ég reyna bara umorða margt af því sem þú ert að segja. Já, en þetta nefnilega alveg rétt og Ólafur Jóhannesson sem var nú forsætisráðherra Framsóknarflokksins, ekki satt, og var lagaprófessor. Hann segir á blaðsíðu 123 í bók sinni stjórnskipunarrétt sem gefin út 1960 að við óvenjulegar aðstæður og ég tel að núna séu uppi óvenjulegar aðstæður á Íslandi þar sem að fulltrúalýðræði bara orðið eins og bara einhver, hvað hefum við að kalla þetta? Það er bara orðið máttlust
Það er máttlaust. Núna síðustu mánuð hefur það eiginlega gengið fram að þjóðinni, annars var með ákvörðununa í búvörulögunum, þar sem að aðvörðarstöðunum var falið einkaleyfi. Já. Eða þurftu einokun, þurftu ekki að beygja sig undir sanngirnislög og núna síðan þegar liggur fyrir frumvarpa sem á að gefa firðirinn okkar norskum auðgifingum. Einmitt. Þannig að ég vil segja það að þar þurfum við að staldra alvarlega við og þarna þarf að huga verulega því hver að borga innviði og hvert eðlilegt gaggjald fyrir svona afnot. En varandi þetta sem við erum að tala að það eru með öðrum orðum uppi óvenjulegar aðstæður. Þá segir Ólafur Jóhannesson í þessari bók frá 1960 við þar aðstæður ekki hægt að gaggrínast forseta fyrir að beita þeim valdtegundum sem hann hefur samkvæmt stjórnarskráni og í rauninni bara taka stýrið í sem sagt í þeim mæli sem hann myndi aldrei gera við eðlilegar aðstæður. Það eru ekki eðlilegar aðstæður uppi á Íslandi. Það er verið að fjarlægja almenning frá öllu sem heitir valdataumarnir. Þannig að vegalengdin, fjarlægðin að verða svo sýnilegu öllum. Það er að segja, hér er valdablokkin, það eru við sem að stjórnum, en þið megið horfa á. Og svo, það eru vísu haldna kosningar, en krakkar, þá verður þið að hlusta. Þá er það bara þetta sem þið megið kjósum. Ekkert vera að horfa hingað eða þangað, horfið bara hingað. Þetta er það sem er að ræða. Þá gæti ríkisstjórnin og þingið sagt eins og, ég meina, Arnar Þór, ég sé bara ekki vandan, við sitjum inni, við erum með trausta meirihluta á þingi, fengum gott umboð í síðustu kosningum, hér er vöxtur í efnahagslífinu svo mikill að það er til vansa, að það er orðið svo mikil þensla, en hér hefa, svo get ég bara töluð upp eins og Bjarni Benediktsson eða eitthvað myndi segja, heimilin hafa aldrei haft það betur, hvergi best að lifa, við sláum met í öllum mælikvörðum, hér er jafnréttisparadís, flesti vilja búa hérna, hér er öryggi, hvað er þessi vá? Já, það er, við horfum á hagtölurnar og við getum, það er náttúrulega, eins og einhver sagði, það er auðvelt að ljúga, það er oft ennþá auðveldar að ljúga með tölfræði. Og tölfræðin kann að líta þannig út að allt sé á blúsandi uppleið á Íslandi. Það er lígi, haugalígi og tölfræðileg lígi. Já, að það sé þannig að þessi velmegun, þessi auðsöfnun og þessi efnahagslegi uppgangur, hann er kannski til staðar, en hann er bara ekki til staðar fyrir venjulegt fólk. Almenningur á Íslandi nýtur ekki ávakstana af þessu. En það getur vel verið að tölfræðilega sé þetta staðreind og það séu þá þeir ríkari sé að verða ennþá ríkari. Þannig að ég kalla það ekki gott samfélag. Ég kalla það þróun í átt til bananalýðveldis. Þannig að ég ætla ekki að láta slá ryki í augun á mig hvað þetta varðar og það blasir við að lýðræðið er á fallandafæti, það blasir við að það er verið að svifta almenning ekki bara völdum, heldur í rauninni líka eignum. Verðbólgu bálið er búið að loga hér mánuðum og misserum saman. Eignir landsmanna er að brenna upp á þessu. Grafa undan lífskjörum þeirra sem að síst mega við því. Já, ég meina það er þrengt víða að litla manninum, eins og bara smábátasjómennirnir segja mér, ég meina endalaus gjöld og regluverk og bændur tala þetta líka, þeir þurfa eða meiri tíma fyrir að með tölvuna heldur út í fjósi og þetta er óheilbrigt en þróun er öll í þá átt, því miður að það er að vera stærri og færri fyrirtæki sem sjáum að framleiða fyrir okkur matinn, sjáum að rækta landið, sjáum að veiða fiskin úr sjónum, sjáum að velja fyrir okkur upplýsingar í formi fjölmiðlunar. Þetta er óheilbrigð og óheilla þróun sem að við verðum að hafa augun opin fyrir og láta ekki blekkja okkur með einhverju yfirborðskendri tölfræði. Þess vegna bara ég treysti almenningi til þess að beita sinni góðu dómgreind. Ég held að pældi því allt þetta fólk sem þú hittir hér í þessum stúdíói og hittir út á landi. Þetta er bara fólk sem er ekkit endilega langskólagengi en það skilur hvað er að gerast. Þú talar svona ögurstund. Merkir það að annarkvort verður þú forseti eða allt fætti fjandars eða er þetta barátta sem að mun halda áfram? Ég veit að það er ekki gott að spyrja frambjóðenda að horfa fram yfir kosningarnar, en ég er samt að því. Það er tilgangur með frambúðu þínu ef þú nærði ekki kjöri. Vonandi tekst mér að sá einhverjum fræjum í hug og hjörtu landsmanna að vekja einhverja, því fólk er
það ákveðin sofandaháttur og þeir sem kannski horfa mest til dæmis á Ríkisútvarpið og liggja mest yfir netmiðlunum eru kannski mest sofandi fyrir því sem rauninni að gerast. Þannig að ég vona að mér takist það og ég held að það sé alþjóðleg vakning erlendis og sú bylgja mun halda áfram. Fólk sem hefur verið til sjós segir að það sé merkjanleg undiralda sko. Hún er kannski ekki sýnileg þegar hún kemur sko fyrst upp á yfirborðið en hún verður mjög hörð þegar hún skellur yfir og hugsanlega erum við að sjá hana raungerast hvort hún nær að skella á fullu afli á pólitíska valdastruktúrnum 1. júní eða ekki, verður að koma í ljós. En kerfið sem við búum við í dag, það getur ekki haldið til lengdar. Nei, það getur ekki. Það er sko því haldið upp á... Þeir sem óttast breytingar, þeir þurfa bara að venjast í að ef við ætlum að búa til gott samfélag þá verðum við að hafa kjartir þess að gangi gegnum einhverja breytingar á allra næstu misserum. Já, og þá mun að gerast þannig og við munum sjá það þegar að stjórnmálamennirnir okkar hætta að reyna slá ryk í augun á okkur og fara allt í einu að tala um að hinn almenni maður þurfi að eiga betri tækifæri eða það þurfa að hlusta á hann innan flokkana eða þau fara loksins að tala um að þurfa að verja hér þessa samfélagsgerð þar sem allir eiga tækifæri og eitthvað svona þá vitum við að umsnúningurinn að verða því að þú veist það að þegar að sótt að ríki, þegar innrásar her jafnvel sækir að, það nefnilega besta dæmi kannski þegar Napóleon kom til Frakklands í seinna skiptið. Þá var það sko skrimsli frá Korsíku stíð á land. Það sögðu fjölmiðlarnir og svo óvætturinn nálgast París og svo Napóleon er 3 daga frá París og svo var það bara frelsis hetja Frakklands mun ríðin í borgin eftir 2 daga. Þannig að þá munu menn byrja að sjá það að ef þeir ætla að lifa af og eiga sér pólitíska framtíð þá þurfa að fara að snúast allt í einu snúa sér við. Með breytingunni. Það verður það sem við verðum fyrsta merkið. Þannig að þeir sem að vilja knýja á breytingar í íslensku samfélagi verði ekki hættir í staksteinunum. Þetta neyðist mokkið til þess að fjalla þá eins og framlag þeirra til umræðina sé eitthvað svirði. Já, sammála því. Og þú upplifir að við búum við það stöðu að þú hefur ekki sömu möguleika að koma þínu sjónarmiðum á framfæri. Það sé tekið öðruvísi á móti þér til dæmis á RÚV, þú ert á leiðin í forystusæti býst við. Já, ég held að mig segja það sko. Ég horfði á Ástór Magnússon í gær, þar var gengið á hann eiginlega á hverju hann var í frambóði, á hverju hann var ekki bara í þingframbóði. Hann náði eiginlega aldrei að koma sínum sjónarmiðum á framfæri því að hann var eiginlega bara að verja stöðu sína yfir hvað var hann var eiginlega að vilja að vera í frambóði. Já. Sko maður alltaf að reka sig á sjálfan sig í lífinu og eitt af því sem ég hef rekið mig á núna kannski síðustu daga að eins og ég hef verið lítið hrifinn af Ríkisútvarpinu, ég skal bara viðurkenna það hér. Ég hef talið að fréttaflutningur Ríkisútvarpsins sé mjög svona einhliða og að fréttastofan, ég ekki hrifinn af henni, ég skal bara viðurkenna það. En ég hef verið að halda upp í vörnum fyrir Morgunblaðið þá í þeirri umræðu og sko að því að ég svona verið að segja það, ég svona talsmaður klassísk frjálslyndis sem að í rauninni felur það í sér að við getum aldrei verið vissum að við höfum höndla sannleikan. Og svo ég bara stendið frammi fyrir því núna þessa dagana að moggin í rauninni andvígur mér. Þeir þora kannski ekki að hjóla beint í mig þess að þá myndi það afhjúpa það fyrir sko hinnum almenna sjálfstæðismanni að Morgunblaðið sé einhver stór út á túnni. Þeirra ræðst gegn manni sem að svona hefur verið talsmaður þessar hugsjóna en hampar Katrínu. En að Ríkisútvarpið af öllum fjölmiðlum sem eru vissulega að hafa lagalega skyldu til þess að gera þetta en þá mér hleypt inn í stúdíó með öðrum frambjóðendum og eru í jafnréttisgrunni og þeir munu taka við mig viðtali í einhverju sem heitir forystusæti á morgun eða hinn. Það með þú ferði ekki að koma í andrið á morgunum? Nei. Það er, takk fyrir, ég held að það sé bara staðan. Mér eru ekki hleypt inn í andirið á mokkanum. Það blessunarlega þá eru ægivald mokkans ekki það sama og það var fyrir 20 árum. Þú nærið eyrum fólks í gegnum alls konar miðla, podcast og samstöðuna og fleiri miðla. Þannig að þetta eru breyttur heimur á mörgu leyti og kannski þessar kosningar eigi eftir að draga í ljós hvort að
meginstraumsmiðlarnir geti stýrt umræðinu eins og þeir hafa gert hingað til. Já, það að fjara mjög hratt undan meginstraumsmiðlunum og það gerist bæði á alþjóðlegum vettvangi og ég held að sé að gerast hérna á Íslandi líka. Fólk átt sig á því að því ég raunin ekki hægt að treysta því sko fyrirvaralaust sem að kemur þarna fram. Þannig að þeir munu hafa harða lífsbaráttu núna á næstu misserum og árum og ef að þau ætla að lifa það af þá þurfa þau að fara að breyta sko taktík og hætta að reyna að segja fólki hvaða skoðanir þeir eiga að hafa. Arnar Þór, þú upplifir að þú sért í átökum, mikilvægum átökum, úrslita orrusta framundan, þannig að þú ættir að fara bara út að berjast. Já, og ef ég þarf að falla þá mun ég falla með sverði í hendi. Það er markmið mitt í þessu. Herðu, gangi vel, gaman að fá þig hingað. Takk fyrir. Við ætlum að sitja hérna áfram og tala önnur átök á öðrum stað eftir augnablik. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eflingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, í gær bara kringum miðnætti að þá voru sendar úr landi 4 konur frá Nígeríu sem höfðu dvalið á Íslandi árum saman. Þær komu hingað í leit að skjóli, voru fórnarlömb mansals en íslensk stjórnvöld höfnuðu beiðni þeirra og eftir nokkra tafir og langa dvöl hér á Íslandi við erfiðar aðstæður þar sem maður fengu ekki að vera þáttakurinn í samfélaginu, fengu ekki að vinna fyrir sér, að þá var þeim vísa á landi. Drífa Snædal er talskona Stígamóta og hefur gagnrýnt þetta mikið. Drífa, hvað var að gerast í gær? Ég held að í gær hafi verið stigið eitthvað sko skref sem við höfum ekki áður séð í mannréttindabrotum á Íslandi. Það er að segja við héldum að til þess myndi ekki koma að þessar konur eru sendar úr landi, búin að vera hérna árum saman. Þær eru allar með umsóknum ríkisborgararétt í gangi fyrir Alþingi. Íslenska ríkið hefur ekki tekið tillit til þess að þessu þolendur mansals þrátt fyrir að hafa undirgengist alþjóðasáttmála slíkt. Það er þannig að í sáttmála sem við höfum undirgengist að þá á ekki að senda konur úr landi sem eru þolendur mansals ef að það eru ótryggar aðstæður sem þeir eru sendar í. Þannig er sannarlega verið að gera það. Og svona almennt er sko hlaupin miklu meiri harka í þessu útlendingamál og bara virðingaleysið og harkan sem þeim er sýnd er bara algjört einsdæmi. Og þetta vottar fólk sem er búið að vera í þessum málum áratugum saman á Íslandi og þetta byrjar að gerast með þessu nýju útlendingalögum sem voru samþykkt í fyrra. Þá var þeim nú hent á götuna og ég held að fólk muni alveg eftir því þegar þeim var bara hent eins og rusli út á gangstétt og það er bara fyrir gott fólk sem að þær fengu húsaskjól. Síðan var opnað þetta neyðarskýlið þarna í Borgartúni sem er náttúrulega, hvað maður segja, neyðarúrræði þar sem fólk fær að vera við blá nóttina og fær eitthvað smá mat. En þarna voru þær sko með nýju útlendingalögunum voru þær sviptar framfærslu, strætómiðum, sundkorti, lögfræðiaðstoð og svo framvegis. Og síðan þannig að það er búið að vera að reyna að gera þeim lífið á Íslandi eins óbærilegt og mögulegt er. Svelta til hlýðni, svelta til þess að samþykkja það að fara sjálfviljugar og það segir svolítið þeirra stöðu að þær hafi ekki farið sjálfviljugar þráttur að hafa verið að reyna að borga þeim fyrir að fara og það segir svolítið þeirra öryggi og þeirra stöðu sem þeirra í og þær bara treystu sér ekki úr landi. Þeir vissu þær náttúrulega skulda mannsæljendum. Allavega það dæmi sem ég þekki best. Hver eru rökin? Hver er ógn íslensks samfélags af þessum 4 konum? Ég veit ekki hver ógnin stafar af okkur hérna á Íslandi. Ég hef nú heimild til að tala máli Blessing og segja hennar sögu.
Blessing átti sér þá ósk heitasta að fá að vinna við ræstingar á Stjörnutorgi, að vera í ís og þys allan daginn og leggja sitt af mörkum, að vinna og vera íslenskur ríkisborgari. Það nú bara óskinn og ég held að við sem þekkjum þessar konur að það engin ósk sem stafar af þeim. En hvað að því að þú hefur rétt á að segja sögu hennar, hver saga hennar? Saga hennar frekar því miður dæmigerð fyrir mansalsþolendur frá Nígeríu. Hún hneppt í mansal 15 ára. Eftir að hafa verið nauðgað í Nígeríu þá hún send til Líbíu og skipulagt nauðgað þar líka. Síðan hún seldi áfram til Ítalíu. Þar henni skipulagt nauðgað í mörg ár. Síðan kemst hún til Íslands fyrir það maður sem aðstoðar hana til að koma til Íslands. Hún sækir hér dvalarleyfi og það búið að fara allar kæruleiðir hugsanlega fyrir hana hérna á Íslandi. Og það hefur verið tæmt og það var síðasti úrskurður held ég kom í fyrra. Það búið að þrisvar búin að reyna að sækja ríkisborgararétt fyrir hana gegnum Alþingi. Þannig að það hefur ýmislegt verið gert. Hún veik, hún með æxli í kviðarholi sem fer stækkandi. Hún hefur þurft að blóðgjöfa halda járni og öll skrefin í þessu hafa verið afskaplega þung. Hvort sem það að finna læknisþjónustu handinni, að tryggja það að hún og þær eigi til hnífs og skeiðar, að þær sé ekki á göttunni og svo framvegis. Þetta bara, það eins og ég segi, það ekki fyrir tilstuðlan íslenska ríkisins að þær hafa ekki verið seltar á göttunni hérna. En nú ekkert sem bannar íslenska ríkinu að veita þeim hæli eða aðstoða að það með, en hvers vegna það ekki gert? Ef ég má bara spyrja þig sem borgara hérna, hvað veldur því að þær fá ekki skjólir? Þá ég að velta fyrir eitthvað í máli þeirra eða verið að nota mál þeirra með eitthvað svona táknrænum hætti til þess að fæla aðra frá því að koma til Íslands? Já, útlendingalöggjöfin náttúrulega og þessi harka sem hlaupið núna til þess að senda skilaboð til heima hingað fólk ekki velkomið. Það náttúrulega það sem við verðum að gera fyrst og fremst. Og að sýna það verður engin miskunn gagnvart einum eða neinum sem ætlar að leita skjóls á Íslandi. Það svona svolítið stemningin. En það rosalega margt í þessu sem ég bara fæ ekki skilið. Til dæmis það af hverju þurft að fangelsa á föstudegi þegar eru fluttar út á mánudegi. Af hverju þeim neitað að hitta fólk í fangelsinu og þær hafi sjálf sér ekki framin eitt glæp. Þeim var neitað að hitta prest, þeim var neitað að hitta sálfræðing. Þetta bara, þetta svo stjórnlaus harka sem við verðum að sýna. Og hver heldur að sé ástæðan? Ég bara veit ekki, það bara, það einhver stemning í samfélaginu að taka hart á útlendingamálum. Maður sér það að og mér sé illa við að tala þetta orð skautun og þá svona, já, það búið að ala á ótta í samfélaginu að útlendingar séu einhvers konar ógn við íslenskt samfélag og ráðamenn fá mikinn stuðning úr sínum ranni þegar þau sýna hörku í þessum málum. Á móti kemur að það mjög mikið af fólki sem til í að leggja hönd á plót til þess að sýna mannúð líka. Þannig að við erum einhvern veginn orðin svolítið klofið samfélag í mannúðarmálum. Hvað verður þessar konur núna þegar það búið að flytja á landi brott? Við erum búin að vera að reyndum í gær og í fyrradag og fengu loksins svör við því í dag hvert verða að senda til Nígeríu og hvenær þær lenda af því að við erum að sjálfsögðu að reyna að tryggja það að þeim verið veitt eitthvað öryggi í Nígeríu. Við erum búin að vera að skoða alþjóðasamtök sem vinna með þolendum mansals í Nígeríu. Við erum búin að vera í samskiptum við okkar alþjóðasamtök hverjum treystandi og hvað hægt að gera. Og fleiri samtök sem sem bara reyna að milda höggið
Það sem sagt lenda núna 12:25 á íslensku tíma í Nígeríu og ég vona fyrir tilstuðlan góðs fólks sem þekkir mannúð að í Nígeríu og Íslandi að þá verði einhver til að taka á móti þeim. Myndur líta á að þessar 4 konur séu, fórnarlömb svona pólitískrar stöðu á Íslandi, að það sé vilji tiltekinna pólitískra afla að sýna einhverja hörku og henni sé beitt gagnvart konum sem að við kannski undir öllum venjulegum kringumstæðum myndum einfallega hjálpa vegna þess að það eru hjálparþurfi. Já, það hafa orðað ofboðslega breytingar síðustu 3 árum og það svolítið svona race to the bottom núna í íslenskri pólitík, hver sýnir mesta hörku og ég held að það sjá að það allir sem fylgist með íslenskri pólitík, þannig það. Það er verið að reyna, það er einhver keppni hver ætlar að standa fastast í lappirnar gagnvart útlendingum og því miður að þá er það þannig að það nýtur stuðnings ákveðins hóps á Íslandi og því miður held ég vaxandi. Að því að búið að ala á einhverjum ótta hjá almenningi. Það eru stöðugt að í fréttir hvað þetta sé nú að kosta okkur mikið og hvað eru margir að koma, en það er aldrei sagt líka að það er náttúrulega líka út af því að það er Venesúelabúum og Úkraínubúum var boðið hjartanlega velkomið hingað. Þess vegna var þessi aukning, nú kostnaðurinn hefur rokið upp úr öllu valdi og það er kannski ekkert skrítið þegar verið að leigja einkaflugvélar með fylgd fjölda fólks til þess að koma fólki úr landi. Það er líka kostnaður í því og sá kostnaður telst inn í þessum kostnaði við hælisleitendur. Ég skil það ekki að íslenska ríki sé eitthvað betur sett með því að moka þeim úr landi heldur en að gefa þeim möguleika á að vinna hérna. Leyfum að skúra á stjórnundartokki. Já. Stærsti hluti hælisleitenda á Íslandi kemur frá Úkraínu og stór hluti var lengi vel frá Venesúela. Þessar konur eru frá Nígeríu, heldurðu að þær fá að kenna á svona stálhnefunum af því að þær eru blökkar á hörund? Ég veit það ekki, en auðvitað þá sko upplifir maður húðlita rasisma í þessu, já, ég held ég geti sagt það. Við höfum fylgst með þeim eins og þú bentir á að þá fylgdustu við með þeim þegar var hent út á guð og gattinn fyrir, er það ekki tæpa ári síðan? Það var í ágúst í fyrra, já. Kom mörgum ávart að við varum komin á þann stað og svo fylgjustu við með brottrekstrið þeirra núna. Heldur að þetta sé svona uppafið að svona hörku að við höfum eftir að sjá stærri skref og fleiri skref stígin í áttina á því að svona mannúðarskref í þessum málum? Já, og það er náttúrulega mjög einfalt að taka dæmi það að það eru uppi hugmyndir að búa til varðhaldsbúðir hérna á Íslandi, detention centers, þar sem verða fangaverðir, þar sem fólk er sett sem er búið að fá endanlega synjun og það á að gera þeim lífið eins óbærilegt mögulegt til þess að fara úr landi eða henda úr landi. Þannig að í stöðunni sem Blessing, Esther og Mary voru í, að þá höfðu þær farið inn í þetta detention center, varðhaldsbúðir, sem á lagalegu fallu máli er kallað lokuð búsetúrræði en er ekkert annað en varðhaldsbúðir. Þannig að það er í pípunum. Og það er einhver harka sem við höfum ekki séð áður. Það er oft vísað því að við þurfum að vera eins og Norðurlöndin. Norðurlöndin eru bara alls konar í þessum málum og það eru í gangi dómsmál óviðunandi hörku Norðurlandana, Danmerkur þá sérstaklega í þessum málum. Svona vörnin gegn þessari þróun, hún hefur veikst að undanförnu. Það hefur verið bent á svona breyttar áherslur samfylkingarinnar. Það er líka þetta bent á það að VG sem áður barðist kannski fyrir réttindum hælisleitenda er í ríkisstjórninni og þetta er náttúrulega gert í nafni VG. Þannig að viðspyrnan, hún er eiginlega veik og hefur líklega aldrei verið veikari.
Nei, það er alveg rétt. Það er náttúrulega þyngra tárum taki að flokkar sem gefast út fyrir að vera mannúðarflokkar að þeir hafi gengist inn á þetta og það er bara eitthvað sem verður bara ekki fyrirgefið á Íslandi. Ég var nú að skoða bara atkvæðagreiðslu nýju útlendingalögin í gær, hvernig hún féll og það voru 3 flokkar á þingi sem stóð í lappirnar. Það var Viðreisn, það eru Píratar og það er Samfylkingin. En að öðrum ólöstum að þá hafa Píratar staðið hvað best í lappirnar í þessum málum á þinginu. Og verið hið veika viðnám en flokkar sem hafa hingað til gefið sér út fyrir að vera mannúðarflokkar þeir leyfðu þess að leka í gegn og eru svo steinhissa á afleiðingunum. En þetta stóð náttúrulega alltaf til. Tilgangur nýju útlendingalagana sem voru samþykktir í fyrra var aukin harka gagnvart útlendingum og þá fólki eins og Blessing Mary og Ester sem er í þessari einstaklega viðkomu stöðu. Og síðan þá hefur eiginlega varðstaðan veikst því að það hefur verið stefnubreytingi á Samfylkingunni og en hún er lakari heldur þú varst að vísa til. Samfylkingin ætlar ekki að vera þessi flokkur sem stendur í lappirnar í þessum málum. Þau voru ekki háværasti flokkurinn á þingi gegn þessu, tóku þátt aðeins í umræðum en ekki á fullum krafti eins og hefði þurft. Það hefði náttúrulega þurft bara að öskra á öllum götuhornum hérna. Ég sjálf gerði mér heldur ekki alveg grein fyrir því þegar þessi útlendingalög voru samþykkt hvaða róttæku breytingar þetta voru. En Pírata vöruðu við því og það hefur sannast þar sem þau sögðu í þingsal í fyrra. Já. Þannig við þurfum að efna til okkur umræðu því eins og þú segir að þá kannski kemur mörgum óvart hversu langt þessi lög gengu eða framkvæmdin á þeim hefur allavega orðið með þeim hætti að það má gera ráð fyrir því að hún sé ekki í takt við vilja mikils meiri hluta almennings, ég efast það. Já, ég held að það sé alveg hárrétt. Og líka bara þegar þú færð þegar þú færð sögur einstaklingarna á bakvið að þá snýr þetta öðruvísi við og það er bara öll þau sem hafa þekkt Blessing Mary og Ester að það er bara sorg og vonleysi og reiði í hjörtum okkar og við erum fjölmörg hérna á Íslandi sem höfum tekið þátt í að aðstoða þær, styðja þær eða bara kynnast þeim eða kenna þeim í gegnum tíðina. Þær eru með bakland hérna á Íslandi. Þetta búin að vera hér í hvað 6 ár? Þetta er ekki einhver númer sem hægt að bara fara með hvernig sem sko. Það var ekki verið hér í 6 ár svo sem er búin að vera lengst eða eitthvað? Sko Blessing kemur hérna í desember 2018, þannig að hún er búin að vera í 5,5 ár og hinnar eitthvað aðeins kemur. Herðu Drífa, takk fyrir að taka síman. Þú ert stótt í Hrísey, við erum í Reykjavík og samtali fór fram í gegnum Zoom. Við byrjum að heilsa öllum norðan heiða. Takk fyrir. Takk sömuleiðis. Og við setjum hérna áfram og ætlum að halda áfram að skilja þetta samfélag sem að breytist rætt og við þurfum að hafa okkur öll við. Næsti kafli eftir augnablik. 60% eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig er hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Hérna í gær vorum við með það sem við kallum hagráð verkalýðsins, hagfræðingarna sem að vinna í heildarsamtökum verkalýðshreyfingarinnar. Róbert frá Alþýðusambandinu og Vilhjálm frá BHM og svo var Stefán Ólafsson með okkur sem er sérfræðingur á Eflingu og við vorum að fara svolítið yfir svona stöðuna. Það var lagt upp með það í ársbyrjun, svona ákveðið sett upp eins og sagt að hóværar launahækkanir myndu valda því að verðbólga myndi lækka og þar með vextir og í gegnum lægri vexti kæmu kjarabætur og það væri meðal annars röki fyrir því að þau sem eru með miðlungstekjur og kannski aðeins hærri geti sett sig við lága tekjur af því að kjarabóti kæmi í gegnum lægri vexti. En þetta er bara ekki að ganga upp því að Seðlabankinn hann er bara með sína peningamálastefnu og hann vill hafa 3% raunvexti á stýrivöxtunum sem að þýðir 6% raunvexti á íbúðaláninu þínu, 11% raunvexti á yfirdrættinu þínum og þá er spurningin hvort að geti verið þannig að
haustið 2025 að þá falli einfallega forsöldunnar undan kjarasamningunum, en það sem er kannski gerist áður en að það gerist að opinberir starfsmenn eftir að semja og til þess að þeir gangi inn í ramman sem var búinn til af Alþýðusambandinu í ársbyrjun, að þá þurfa náttúrulega forsöldunnar að ganga eftir og þær eru að gera það síður. Það er ólíklegra núna heldur en var kannski í janúar og febrúar. Eða hvað segirðu Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambandsins? Já, ég held að það sé alveg sögurskýringin eins og hún í dag og hún hlýtur að horfa til þess að það náttúrulega þeir samningar sem hafa verið gerðir á markaði miðuðust auðvitað af því að það væri svona einhver ákveðin skref sem myndu vera tekin utan samningana sem ekki núna og það er töluverður tími í næstu stýrivaxtaákvörðun Seðlabankans og það auðvitað hljóta að vera blíkur á lofti í þeim samningi, ég trúi ekki orðin því og við náttúrulega svo sem komum að samtalinu og vitum svo sem hvað í öllum fyrirvörum felst. Þannig að það er svo sem kannski lítið við að það bæta sem er bara komið fram á síðustu dögum hjá þeim verkalýðsleiðtogum sem voru að gera samningana að það eru blíkur á lofti þar og það var bara mjög flottur þessi þáttur hérna í gær og að mínu fór bara mjög vel yfir þar forsendur sem hefur verið haldið á lofti hagfræðingurinn minn var ekki hérna Nótur sem er náttúrulega að mínu viti svo best á Íslandi en hann hefur verið að fylgjast það verður endilega hafa hann með næst við höfum verið að fylgjast með þessu öllu og bara það er alveg hárrétt sem þeir fóru yfir hérna Vilhjálmur, Róbert og Stefán hérna í gær að það eru bara alltaf þættir líka sem að spila þarna inn í og það er ekki hægt að klína einhverjum stöðuleika á launahækkanir hjá lágtekjufólki og millitekjufólki, það þetta bara er hæpið og þetta voru hugrækkir samningar að mörgu leyti við erum ekki aðilar aðeim beint vegna það er önnur atriði sem við höfum haft í forgrunni núna meira en ár sem að snýst það sem við höfum hort til sem við kalla jöfnun launa á milli markaði er uppfylling svona samkomulags á 2016 sem að snýra að grunnlauna þetta í opinbera starfsmanna en það er alveg skýrt mál að klárt að þessi samningur núna var hugrækkur á þann hátt að menn er að fara inn í 4 ára samning sko og bara stöðuleikin á Íslandi undanfarin ár hefur kannski ekki verið þannig að 4 ára samningur er töluvert átak og við verðum að treysta á það og þessar forsendur sem að voru gefnar í þessum samningi því að hann er auðvitað ákveðin grunnur að öllum samningum við áttum okkur á því þó að við viljum útfæra hann einhvern hátt þá er algjört lykilatriði að ef þetta heldur áfram sem horfir að húsnæðismarkaðurinn sé að hafa allir þessi áhrif og við náum ekki að fá niður vaxtastigið þá er auðvitað forsendur samningsins ekki bara þá er það bara farnar. Mál að tala að þið eða BHM eða BCB að byrja að svara fyrir þau samtök að þið beigið ykkur undir þennan ramma. Já sko, beigið ykkur það var kannski ekki líklegt í ársbyrjun en það er orðið enn ólíklegra núna. Sko við höfum svolítið talað það að við tókum alveg þátt í þessu samtali og það er allir sammála það innan verkalýðshreyfingarinnar, ég held að skipti mjög miklu máli að það svolítið einhvern veginn margir aðalar einhvern veginn að teikna upp það að verkalýðshreyfingi sé margklofin og við séum jafnvel einhvern veginn að tala hvort gegn öðru, ég er ekkert sammála því, það eru ólíkir hagsmunir okkar félagsfólks en það eru sameiginlegir hagsmunir okkar allra við hættum þessum stuttu samningum, þessum höfrungarhöfns eldingarleiks samningum sem hafa náttúrulega bara ekki verið neitt, samningar Kennarasambandsins síðustu 3-4 hafa meira að verið einhvers konar prósentuhækkanir, það eru stagbættir vinnutímasamningar, vantar mikið inn í marga þeirra, stjórnendarsamningarnir okkar eru 25 ára gamlir meðast ekki við neitt sem hefur verið vegna þess að samningarnir hafa bara snúist eitthvað það er en eldast við einhverja verðbætta krónu sko, þannig að við viljum auðvitað vera með í því að búa til stöðuleika samningsins til lengri tíma og ná einhverjum ramma sem að falla inn í en að því sögðu þá voru við alveg hreinskilin og heiðarleg með það að það er aðgerðir til dæmis sem að komið frá stjórnvöldum höfðu nær engan snertiflöt við félagsfólk KÍ því að við höfum náð okkar á launa þá við barnabætunar, húsnæðisbætunar já, þá voru barnabætur vissulega snertu aðeins ákveðin hópi okkur en við höfum náð öllum okkar félagsmennum upp í svona millitekjuhópa, lága millitekjuhópa og svo upp úr því og þeir hópar voru bara ekki að fá út úr þessum aðgerðum. Það sem þið áttu að fá, samkvæmt þeim sem voru að gera samningana, voru að hófstilltar launahækkanir myndu draga úr verðbólgu sem að myndi leiða til þess að vextir myndu lækka hér hægt og örugglega og þeir sem eru með millitekjur og þar fyrir ofan að þeir skulda meira og þar lendi verður kjarabótin enn meiri hjá þeim
í gegnum lækkun vaxta. Algjörlega. Það er bara ekki á leiðinni. Nei, og það er kannski akkurat málið og þess vegna höfum við alltaf sagt að það var einhverju svona, já, hverju ég ætla ekki að nafngreina neina en hafa einhvern veginn látið þannig eins og við teljum þessa samninga ekki vera okkar samninga. Það er akkurat þess að þú segir, þessi stóra heildarmynd samfélagsins vextina sem skiptir okkur máli. Þar höfum við bara dálítið verið að benda á að sem alltaf kom fram hér í gær hjá þremenningunum að það er bara laun verkafólks og millitekjuhópa í samfélaginu og opinberum markaði, almennum markaði er ekki það sem að mun verða til þess að hlutir fara hér á þann stað sem viljið fari og þar þarf auðvitað að fara í gegnum bara að samtök atvinnulífsins þurfa að stíga miklu fastar inn í bara hjá sínufélagsfólki, við þurfum að sjá einhvers konar aðgerðir þar Fyrir að draga og verða það. Já, og pólitísk... En er ekki fyrst og fremst að þau þurfa að sjá ykkur aðgerðir hjá Seðlabanka og Ríkisstjórn? Jú, ég er náttúrulega, og svo ég ætla að fara að koma inn á það. Það hefur verið ljóst í okkar huga sem hefur verið við þetta borð hjá KÍ að Seðlabankin hefur bara verið hreinskilinn með það. Hann rekur sína stefnu og stendur vörð sína hagsmuni og við erum auðvitað ekki sammála síðustu ákvörðun til dæmis en það kemur okkur ekkit endilega óvart að þessi sín hefur verið. Ég auglýsi líka eftir pólitískum bara sýnileika í þessum málaflokki. Mér finnst pólitíkin hafa verið ofsalega veikburða í þessari umræðu einhvern veginn og hann hefur verið stýrt af samtökum atvinnulífsins og með einhverjum auglýsingum sem að mér finnast nú sumar hverjar svona heimitt að vísi ykkur ábyrgð, annara heldur en þeirra eigin og þeirra sem eru ráðandi öfl í þessu landi og svo náttúrulega þegar við förum að heyra það verandi opinberir starfsmenn að þessi aðgerðarpakki sem að ríkið ætlar að leggja inn á þetta verði einhvern veginn byggður einmitt á því að þeir græða vaxtalækkunum sjálfir og svo munu þeir auðvitað þurfa að sem þeir kalla endurskipuleggja reksturinn og það á ekki að vera samdráttur eða hagræðing sem þetta bara kjaftaði, við vitum það alveg sem að vinnum í opinberum kerfum að þessi umræða er þannig að mér hefur algjörlega fundist skorta þennan pólitíska vilja og sín til þess að fylgja þessu öll eftir þannig að mér finnst þetta að vera á vondum stað núna en væntingarnar eru þetta þær að einhverjum tímapunkti séu muni menn einhvern veginn hætta að taka viðtölinn og búa til fyrirsagnir að setjast í einhverjum málþingum og gera eitthvað því það er þetta bara það er því rosalegt kjaftsögg fyrir bara íslenska verkalýðshreyfingu ef það verður eins og þú lýstir hérna áðan að haustið 2025 verður þessi sögulegi 4 ára samningu sem menn töluðu slegin út á borðinu og þá er ekki sem byrjar að tala okkur og þá verður þið líklega búin að eiga í einhverjum átökum við opinbera starfsmenn hérna í einhverja mánuði áður en að því kemur. Já, ég von ekki en sko við hjá Kennarasambandinu höfum náttúrulega verið bara frekar skýr í okkar málflutningi og höfum vissulega svolítið skilað sér áliti svona síðustu mánuðina því að við teljum bara þann tíma vera komin sem var settur á 2016 þegar var gerður samningu sem að snýra alltaf fyrst og fremst að því að jafna lífeyrisréttindi á opinberum og almennum markaði sem hafði það að verkum líka að opinberi starfsmenn, allavega hlutið þeirra, gaf eftir ríkisábyrgð á sínum lífeyrisréttindum sem hefur til dæmis núna þýtt það að við hjá allir sér vorum að lækka við vorum bara að lækka lífeyri hjá fólki og skerða þann rétt sem þar var. Þannig við teljum að svo aðgerð sem var sett í gang 2016 sem miðaði að þrennu, hún miðaði því að jafna lífeyrisréttin og taka þessa ríkisábyrgð af og þá leið átti að taka grunnlaun opinbera markaðarins nær almennamarkaðnum því þar voru vísbendingar að það væri tölur munur þar á og það hefur verið vinna í síðustu árin reyndar lengi vel var nú svolítið verið að kasta sandi í þau tannhjól sem að komum frá kannski helst frá ríkinu að svona vilja lítið leggja sér fram við það að greina þennan mun. Það fór í gang vinna 2022 sem að tók mikið á og við bjuggum nú svo líka við saman í borgartóninu þessir aðilar, launagreiðendur og launafólk opinberum markaði í einhverja 3 mánuði og töldum okkur vera að leggja af stað inn í svona einhvern veruleika til þess að jafna þennan þátt en því miður þá skilaði það bara einu áfangasamkomulagi sem að við töldum ná mjög skammt og búum við þann veruleika að vera það sem við kalla einnkeipustétt sem að er þá stétt sem ekki á sér neitt samanburðarhóp á almennamarkaðnum og þetta er ekkit ný saga ég var hérna fyrir nokkrum mánuðum hjá þér í tala sjónvarpsþátt sem að snerist kennaraverkfalli 95 og horfði nú á hann aftur núna í páskafríinu og
og þó kannski þáttur Ólafs Ragnars og þjóðsátturinn hafi kannski verið aðeins gildur og mikið í mínum huga. Eins og gjarna gerist þegar hann að segja sögu Akkúrat, þegar hann fara að segja sína sögu sjálfur, að þá hringdu þar bara bjöllur sem við höfum rætt hjá kennarasambandinu, og þar eru við á þeim tíma að reyna að jafna laun bara innan kennarastéttarinnar milli þessar tveggja kennarafélaga sem voru þá til við almenna markaðinn, og þar eru við að tala það að kennarar sé að fara í betri launum störf með sína menntun heldur en í kennslu, og þannig bara staðan ennþá, við erum ennþá að sjá þennan samanburð milli okkar grunnlauna og okkar hópum, þó við séum komin upp í millitekjuhópana með okkar lægstu laun, og þá það bara þannig að við erum ennþá að sjá ungt fólk sem að klára þessa menntun fara annað vegna þess að þau eru að fá betur borga sem sölumenn í tryggingum eða vinna í bönkum eða að vinna í ferðaþjónustu fyrirtækjum eða jafnvel út á flugvelli. Mjög skýrt dæmi í COVID þegar við fengum töluvert af fólki sem var að fara í ferðaþjónustuna inn tímabundi en leið og flugvöldurinn opnaði fyrir fólk og flugvélarnar hleyptu fólki inn í vinnu, þá mistum við hann hóp út aftur. Þannig að það eru mjög skýr merki að við erum ekki ennþá komin á þennan stað, það komin ákveðin skortstað upp í okkar hópum sem að við teljum að verða bregðast við með þeim hætti að klára þetta verkefni. Þannig að við kannski fyrir áramótum má segja það, 15. janúar þá var svona lokadagur í þessu sameiginlega verkefni okkar þetta jöfnunar launaverkefni sem við kallað 7. greinar vinna, og frá þeim tíma þá höfum við svona verið bara út á kanti í öllum samtölum og erum í raun ekkert komin að borðinu ennþá þrátt fyrir að til dæmis samningar við kennarar opinberra hjá ríkinu í framhaldsskólunum hafi runnið út 31. mars, þá það þannig. Það engar viðræður? Nei, við höfum verið hreinskilin, við viljum að þessir hluti vera rættir og þeir eru ekki ennþá komnir upp á ból. Það eitt sem að ég varist með að skilja í þessu máli, að okkur hefur verið sagt að baráttu verðbólguna séu megin verkefni stjórnvalda. Og svo vitum við það að stuttu fyrir áramót, þá verður til svona einhver samstaða milli ASÍ og SA og þið fylgist eitthvað með svona einhverja leið, og stjórnvöld taka eiginlega upp þessa stefnu, að svo stefna sem þarna var mótuð jafnframt stefna stjórnvalda, og það hefur komið fram að Katrín Jakobsdóttir var svolítið lykilmanneskja í ríkisstjórninni. Nú hún farin frá borði og þá virkar þetta þannig einhvern veginn eins og að þetta sé mál sem enginn á í ríkisstjórninni. Það enginn til þess að fylgja því eftir, því að til þess að láta þetta ganga upp, þá svona hugmyndir sem voru lagðar til grundvallar þessum samningum, það að ná niður verðbólgunni og að vextir myndu lækka og síðan þá hefur kannski orðið enn augljósara að ef að vextir eiga að lækka þá þarf að gera eitthvað stór átak í húsnæðismálum umfram það sem að samið var en það eins og frá stjórnvöldum að þá sé enginn sem eigi þetta mál. Það enginn sem að tryggja því að verði eitthvað lendingarna. Það enginn til þess að tryggja það að samninga við ykkur hefji sem fyrst svo að við missum ykkur ekki eitthvað í fráborðinu. Það eins og sé bara ekkert fórusturleiðis í ríkisstjórninni gagnvart þessum málum. Hún hefur bara áhuga okkur með öðrum málum, innflytjendamálum, orkumálum. Já, það er eiginlega búið upp á flest annað heldur þetta. Eins og ég saði hérna, ég kalla alveg klárlega eftir því við sjáum sterkari pólitíska sýn í því sem við erum að ræða hérna. Þetta eru stóru atriðin og við getum ekkert skrifað þau í þessu samfélagi á, eins og mér fannst að ég tök allir sem svolítið sett svona í bílstjórasætið og með settust ykkur farþegasæti. Ég er alveg sammálaður því að hafa það alveg á hreinu að til dæmis voru bæði Sigurður Ingi og Bjarni voru virkir á þeim fundum sem að þetta mál snerist en þetta var verkstjórn Katrínar mjög sýnileg og hún hefur var mjög sýnilegu verkstjóri þessar ríkisstjórnar á vettvangi þjóðhagsráðs og öðrum þeim vettvöngum sem að við erum að vinna varðandi launamál, til dæmis þetta verkefni jöfnun launa og virðismatskerfið sem að ríkið hefur horfað til, þá greindi maður mjög sterkan pólitískan áhuga og vilja Katrínar til þess að fara lengra með málið og það er bara gott hjá þér og það má alveg bara lyfta því upp að það er þetta bara við auglýsum eftir þá þeirri sýn sem að verður þegar hún stígur frá. Auðvitað er tiltölulega nýskeið og það er auðvitað þannig að það er rosalega mikil óvissa á bara í kjarasamningum. Ég til dæmis veit ekki ennþá hvar vinir mínir með BSB standa og það er komnir að vera konið 2 mánuðir svo því samningar runnu út hjá þeim opinberum markaði. Við sem erum að kennara sambandsmegin hjá sveitafélögunum erum að renna út núna 31. maí. En það er rétt svo að segja það. Sumt að því að komið til í sáttasemjara og þá getur ég til þess ekki rætt við það fólk. Það er bundið trúnað. Nei, nákvæmlega. Og það verður bara, og þetta er stóru mikil verkefni og ég meina núna er nýr sáttasemjari sem hefur verið að setja sitt verklag inn í þetta sem að þetta bara hefur líka áhrif. Að það er rosa margt í gangi sem að svona kallar á
sterkari sín. Ég er bara, það er bara þannig sem það er. Ekki það, auðvitað viljum við bara geta leyst öll mál án aðkomu ríkisvaldsins. Ég hef alltaf sagt það að það er ekkert að vísa hann að róa. Þú ert náttúrulega að semja bara við ríkisstjórnina. Já, algjörlega, ég er að semja við ríkisstjórnina. Það eru 15% okkar félagsmann sem semja beint við þau. Og það er kannski það sem við höfum líka kannski sagt, og vísum hérna í myndin án og þjóðarsáttina, það sem var bara beinlínis ríkið braut kjarasamning okkar, við bara stjórnarskrárarbundinn réttur sem kennarsambandið að HÍK bjóð við þá. Þannig að við viljum auðvitað hafa ríkisafskiptin sem minnst, en að þessi sín ríkisins er það sem auðvitað verður að vera með, og ef sín þeirra er svo til dæmis að þessi aðgerðapakki eigi að felast í því að þeir einhvern veginn að finna einhverja peninga inn í kerfum sem að, já, ég ætla bara að tala fyrir mitt kerfi, alveg augljóslega vantar fjármagn inn í, það er alveg skýrt og klárt, og ég held að mennta- og barnamálaráðuneytið sé algjörlega sammála okkur í því, ég hef það bara eftir sjálfum mér samt. En planið er samt að finna peningana með algjörlega, að þrengja bara að ykkur. Bara algjörlega, og við vorum algjörlega skýr með það í þeim samtölum sem við áttum við þetta borð, að við teldum það væri allavega skýrt og klárt í okkar huga að það væri löngu farið allt það fitulag eða eitthvað sem menn telja sig geta séð sem einhverja matarhólur inn í skólakerfunum okkar. Ég held að það sem þetta sama heilbrigðiskerfinu eða vegakerfinu eða hvað það er, að við erum komið með eitthvað svona möndru að það vera einhver opinber fjármál sem komin á eitthvað stað. Þeir bentu náttúrulega mjög vel á það í gær, og svo er bara alls ekki, það er bara ekkert í gangi hér, eitthvað spreðir í ríkisfjármálum. Og við sem erum að skipta með 85% mína félagsmanna sem eru sveitarfélögin, sem hafa náttúrulega ekki verið að ofsetja fjármagn inn í okkar kerfi. Það er alveg ljóst mál að við höfum verið algjörlega skýr það, eiginlega frá til dæmis flutningi í grunnskólan sem við til sveitarfélagana, það er ekki full fjármagnað. Leikskólinn er ennþá á þeim stað að menn er ekki að fylgja lögum og reglugerðum sem að snúa til dæmis vinnurými fólks. Það er verið að reyna að tróða börnum inn í kerfi sem er sprungið. Þannig að við höfum alltaf sagt það að einhverja leiðir sem að finna pening með því að fara að skerða kerfið, það er gagnast ekki neitt, sko. En grundvöllurinn í okkar samtali núna er bara sá að við teljum bara ákveðnir áfangar hafa náðst. Við höfum náð ákveðnum árangri innan okkar kjarasamninga, en okkar samningar bara eru gerin eldir. Við búum við minnsta launaskriðið. KÍ bara það stéttarfélag sem hefur heilt yfir verið með minnsta launaskriðið á síðustu árum, og það ræðst að því að við erum ekki með neitt það sem er kallað ytra launaskrið. Við erum bara á taxtalaunum, og það launaskrið sem að verður milli samninga umfram prósenturnar sem líkið með okkur snúa til af innri þáttun þar sem fólk er að fá verðlaunaða starfsreynslu eða menntun. Þannig að við erum núna til lengri tíma búin að vera að reka lestina þegar kemur að því að vera bættum launum, og til dæmis skólastjórnundur okkar sem eru náttúrulega líka 15% og 10-15% okkar félagsmanna eru bara jafnvel að sjá fram á það að launin þeirra standist ekki verðbætur á síðustu árum. Þannig við erum bara á þessum stað og verðum að gera samning sem að talar inn í þennan raunveruleika, og þar er það bara mjög skýrt og var samþykkt af öllum aðilum þarna í þessari vinnu fyrir að hóparnir að Kennarasambandinu byggi við þessa stöðu, og í þessu samkomulagi 2016 þá er mjög skýrt að kveðið á það að það ber að leiðrétta. Það voru 2 maímenn sem skrifuðu undir þann samning 2016 frá ríkisins sem heita Sigurður Ingi og Bjarni Ben. Fín mynd til að þeim að skrifa undir þann samning, og núna eru þeir í þessum stöðum sem þeir eru. Og við höfum sagt það að við erum algjörlega inn á því að vilja haldi þennan 4 ára ramma sem að menn eru að horfa til, og alveg tilbúin að skrifa upp á eins og þú sagðir, því að okkar fólk vill fá launahækkanir einhverju leit út úr vaxtalækkunum, en það bara, menn skulda okkur þetta loforð. Við teljum okkur ekki geta gengið í gegnum 4 tímabil sem við skulum átt okkur á, inniber þingkosningar og sveitarstjórnarkosningar, sem eru þetta bara hlutir sem að fyrir okkur opinbert starfsfólk skiptir mjög miklu máli. Það þarf að vera þannig að við getum verið með eitthvað í höndunum sem að stendur af sér ríkisstjórnarskipti eða breytingar í stórum sveitarstjórnum sem að hefur áhrif á okkar vinnu. Við greinum það þetta bara í kosningum, við sem búum við það að vera með kjörið fólk fyrir ofan okkur, að alþingiskosningar eða sveitarstjórnarkosningar geta haft mikil áhrif inn í alls konar þætti í okkar starfi. Þannig að það er með kjarasamning sem að gengur yfir þessa hluti, þá verður við getum ekki alltaf verið að bíða til næsta forsætisráðherra, næsta borgarstjóra að bæjarstjóra Akureyrar hvað það er. Við verum bara vera með hlutina fyrir okkar fólki að reyna. En ef við horfum á forsætuna, þá hefur það gerst eiginlega frá ársbyrjun að það hefur komið í ljós að verðhækkanir á húsnæðismarkaði eru miklu meiri heldur en að menn reiknuðu með. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur verið að benda á mikla hækkun bæði á fasteignaverði og líka leiguverði sem með vaxandi þunga, svona febrúar, mars, apríl, alltaf meiri þungi í því.
Þannig að til þess að vexti geti lækkað, þannig að út frá mældri vísitölu og verðbólguvæntingum, að þá þarf eiginlega meira átak núna á húsnæðismarkaði heldur en kannski stjórnvöld sáu fyrir áramótin. En við sjáum eiginlega engin merki einhver viðbrögð stjórnvalda við þessu. Og þarna nú bara verkefni sem hefur verið á borði til dæmis þjóðhagsráðs frá því ég kom inn í það 2022. Og þannig erum við bara að því við verðist frekar ráða lítil. Þetta bara ekki ný staða að koma upp því að við erum búin að vera í einmitt átakshópum. En af hverju erum við ráða lítila? Því að ég held að það hafi verið bara frá því að maðurinn fór úr hellunum að þá ef það vantar húsnæði þá byggir hús. Akkurat, það getum við ekki bara svolítið hort til þess líka, hér vanti einhvers konar sín. Það var hérna í gamla daga, ég bý í hverju sem var byggt upp af verkamannabústöðum. Það var bara á þeim tíma þar sem vantaði fullt af húsnæði. Þá höfðu menn þá sýnina, allar skoðanir og því heyri ég á þeim tíma að þarna var ég bý basically í því hverfi fyrir ekki slettuna, ég bara þar en mér hefur fundist þetta, ég er bara ennþá leikmaður á þessu sviði þó sé fulltrúi KÍ inn í þessum hópum að við erum ekki að ná böndum á þessum markaði, það bara þannig það greindist bara hérna á síðast ári þegar húsnæðiskostnaður hækkaði þegar aðföng urðu dýrari og vextir að lánum hækkaði, þá drógu bara verktakar saman. Í Grindavík Sigurður Ingi bentun á það þegar Grindavíkur gósti verður til og menn segi hvað getið búið til margar íbúðir núna á stöðum tíma, þá voru menn tilbúinir gegn því að fá greitt hlutina frá ríkinu á einhverju yfirverði, þannig við höfum ekki ennþá tök á þessum markaði og þar að mínu viti þar þarf að vera aftur þessi sýn, erum við tilbúin að láta aðeila eins og ríkið taka að sér að koma þessum tannhjólum í gang vegna þess að verktakarnir eru bara ekki á þeim stað. Og hvernig er því tekið inn í þjóðhagsráði? Er það lítið á það sem bara svik við hugsununa ef að eitthvað nefni það að þið opinberir aðilar eigi að standa á húsnæðisbyggingu eða því að markaðurinn eigi að gera það? Það auðvitað bara allar skoðanir upp það. En staðan þessi sem þú varst að koma inn á hérna áðan og Grindavíkur gosin hafa náttúrulega heldur betur skerpt á því. Það var þegar töluðum hérna líka í gær, menn það eru 40.000 manns búin að flytja hingað á 2017 sem hefur til dæmis skekkt allar myndir sem snúa að matskerfum á fjölda barna í grunnskólum, leikskólum og framhaldsskólum sem einhvern veginn að vera að fækka og það allt komið tilbaka að það eru breytur þarna inni sem kalla á einhvers konar viðbrögð en við höfum á síðustu árum svolítið verið á þeim stað að láta opinberu kerfin einhvern veginn að draga úr beinum afskiptum og það þetta bara pólitík og við hjá KÍ höfum ekki verið aðilar við vorum, ég veit á sínum tíma byggðum meðal annars kennarablokkinnar á einhverjum stöðum út land og við höfum alveg verið í umræði sem snúa að fasteignafélögum og einhverjum hlutum að mögulega skoða einhverja aðkomu okkar fólks inn í svo slík félög en svo einhvern veginn stoppar það vegna það mér finnst það að vera sama þar eins og margt annað að það einhvern veginn skortir kjarkinn til að menn segi við verðum að nota það sem við getum til þess að komast að ég svona á þeim stað að vil ég ekki hafa miðstýringurinn of mikla og einhvern veginn að við séum alltaf að horfa á einhvern stórabróðir sem er að bjarga okkur en það bara þannig að þegar við erum ár eftir ár með þetta vandamál við erum bara að vera á húsnæðismarkaði lengi og húsnæðismarkaðurinn í Íslandi auðvitað sá sem hefur kannski haft mest áhrif bara á minni ævi einmitt á verðbólgu, vexti og lífskjör sko. En Magnús, ef við förum bara 30 ár, 40 ár aftur í tíman þá var miðstýring á húsnæðismarkaði minni með byggingarsamvinnufélögum, kennara eða póstmanna og alls konar með verkamannabústofnum, með félagslögum. Núna er miðstýringin eiginlega fullkomin í höndunum á okkur 3-4 verktakafyrirtækjum. Þannig og líka vald fólks hvernig húsnæðið það býr í var miklu meira þá, þar sem að fólk var þáttakandi í uppbyggingu húsnæðisins en núna er bara einhver 3-4 verktakafyrirtæki sem framleiða íbúðir og selja það á markaði þannig að það er meiri miðstýring núna inn í einum svokallaða markaði heldur var í kerfinu sem þú ert að vísa til þar sem að félagasamtök, ríki, sveitafélög voru þáttakendur á húsnæðismarkaði. Það er allan þannig að það gengur illa að ná tökum á þessu verkefni. Það ég held að menn verða að vera heiðarlegir með það og það er bara akkúrat það sem sem að Seðlabankinn er að benda á sem að því býða þessum góða hagfræðingi hjá Kennarasambandinu sem að rök Seðlabankans auðvitað þetta húsnæðisverð að hluta til. Það er einhvern veginn að ná böndum á því og þá er það annað sem að skekkir á þetta allt og það er einhvern veginn
það taka þessa mynd einhvern veginn og komin inn í einhvern samhengi og það einhvern veginn þannig, það svolítið verið að benda í allar einhvern veginn áttir og þá sitjum við eftir með það að enginn leysir málið sko, og það auðvitað bara og við erum í stöðu núna þar sem húsnæðisverð hækkar þrátt fyrir hækkandi vexti og allir vita það að þegar vextinni lækka þá Guð hjálpa okkur því að þá mun húsnæðisverðið sko skjótast upp. Og það einmitt kannski þess vegna þess að ég vilji gera nokkuð nátt lítið úr þeim samningi sem að félagi minni við verkalýðsborðið hafa verið undir þetta samningum að þá það kannski það sem við höfum líka verið að benda á í okkar samhengi, sérstaklega kannski ljósið þess einmitt að við vorum kannski með svona, það var lítill hluti aðgerðapakkans og við vorum alveg sammála því, við áttum okkur á því að fólk sem hér í þessu landi að reyna að lifa af launum undir 500 krónum, það að sjálfsögðu forgangshópur, við erum algjörlega þar og bara steyðjum þar kröfur algjörlega það sé hort til fólk sem býr við það og réttindi þeirra séu varin sem að við höfum auðvitað bara áhyggjur af, bara svona sem stéttarfélag að það sé vanti töluvert upp á og bara steyðjum þar aðgerðir alveg, að þá það bara þannig að þegar þessar kröfur snerta okkar fólk ekki, þá höfum við bara svolítið þetta eina sem við höfum til þess að halda í sem við treystum á eru kröfugerðir okkar gagnvart þeim þáttum sem að við getum ráðið. Við búum ekki við mikinn þátt annarra launa, við erum ekki með launaskeið, við verðum bara stóla það að þeir samningar sem við gerum og þeir takstar sem við gerum, þeir séu bara á þeim stað að við getum verið með að bjóða fólkinu sem að leggur það á sig að læra þetta, fara inn í þetta starf á þeim hætti og við höfum verið þáttakendur og erum inn í öllum þessum samtölum og bara, þess að segja, á vettvangi þjóðarsins hefur þetta þessu umræðum húsnæðismálin verið ítrekka rætt og það búið að skila tillögum og Sigurður Ingi lagði það fram á sínum tíma, þessa áætlun sem hefur ekki staðist en þá erum við svolítið á þeim stað hver á eitthvað að taka ábyrgð á því að hún stenst ekki og þar hefur eins og segir verið að benda í að ráttir við kannski ráðum við sem við ráðum yfir sem samfélag. En ef við tökum svona efnahagsmálin til hliðar þá erum við með stétt sem að orðin langþreytt á skammtímasamningum sem hafa ekki skilað neinum teljandi kjarabótum. Og það bara, þú þarft að fara langt aftur í tíman til að sjá góða samninga kennarasambans. Og þegar ég tala við kennara þá upplifi að þeir eru til í að bara laga þetta. Það eins og það hefur gengið hingað til, það getur ekki gengið lengur. Þannig að það hljómar svona eins og maður segja að tala við hóp sem er bara til í átök og á sömuleyti höfum við séð að þau félög sem hafa farið í átök hafa náð góðum árangri. Þú nefndir kjarabætur til hinna lægstlaunuðu og einhver leyti má rekja hluta af þeim árangri til taktíkur eflingar í sinni baráttu. Og við höfum líka séð mikinn vilja almennings til þess að sækja eitthvað réttlæti í gegnum kjarabaráttu. Við sáum það í atkvæðagreiðslu hjá BSRB, það sem var bara yfirgnæfandi meirihluti sem að vildi fara í verkfall til þess að vinna raunverulega gegn svona ákveðnu óréttlæti sem að fólki fannst óbilgirni samningsaðalans draga fram. Er ekki bara staðan svo að þinn hópur bara til í átök? Sko, það sem náttúrulega bara sem þú ert að vísi, ég náttúrulega bara akkurat þessi samtöl sem ég verð var við. Ég auðvitað bara eitthvað svona, hvað að segja, einhver málpípa eða raddbönd fólksins sem stendur á bakvið 7 aðildafélög kennarasamband. Það eru 7 aðildafélög kennarasamband sem eru búin að vera vinna á, bara mjög þétt saman. Þessi vinna okkar í 7. greinar hópnum þýddi bara mjög þétt samtal og við höfum verið bara mjög öflug finnst mér í því að leita eftir röddum. Við fórum, ég fór á mínu formunum í gegnum veturinn, bara hitti svona trúnaðarráðinn í þessum hópum okkar, hvort það eru skólastjórnendur í þessum skólum eða kennararnir eða námsráðgjafar eða hverju það eru, að þar hefur röddin bara nákvæmlega verið þú sem þú ert að segja. Við þessi kröfugerð sem við erum að segja núna, sem byggir á þessu 2016 samkomulagi, hún ekki tekin úr loftinu. 2016 samkomulagið erfitt og það skerðir, nú þegar farið að skerða ákveðna þetta í okkar lífeyri. Það tekur mikið á, en það aftur í kjölfar 15-20 ára samtals sem pabbi minn sem hún kennari líka upp á miðri síðustu öld 80, 70, 80 og þaðan frá hefur verið eiga sér stað og nú það bara þannig að í ljósi þessa samkomulags og annara þáttar sem að þú vísar í það að félagar okkar í BSRB voru ósáttur í ákveðna þetta í umgjörunni. Við erum nýbúin að vera með mjög viðamikla könnun sem að fekk alveg gríðarlega svörun og var mikil gleði okkar hópi að fá mjög sterkar raddir fólks og þar auðvitað er mjög skýrt og ég held að við komum að einhverju leyti í launagreiðendum óvart hvað stóran þáttu þetta laun spila í því að starfið okkar verði fáið það virðingu
og réttlæti, þetta snýst líka það og ákveðna virðingu fyrir starfinu að það sé þannig að þegar ég labba út með mína menntun þá sé ég sjáanlega að fá betri laun með því að fara inn á vinnustæðin sem ég læri til heldur en ef ég fer í bankatryggingafélag eða eitthvað fyrirtæki almennu markaði. Upplifir ekki að launagreiðsla sé vanvirðing. Akkúrat, og það þetta líka aðrir þættir í starfinu að hafa aukist kröfur síðustu árum á kennarum, en nýlega í síðustu viku var framhaldsskólan að benda á þá álag sem hefur fylgt breyttir einkunnagjöf þar og svona verkefni sem þar komið. Við erum að fá en hópa sem að við viljum sinna miklu betur og þá 20% nemendur okkar sem eru núna ekki með tungumál íslensku sem tungumál sem er talað heimilinu. Það hópur sem við viljum gera miklu betur við og það þýðir það til dæmis minni námshópa eða viðbrögð við því og þá einhvern veginn sama hvar við komum og þá einhvern veginn alltaf bent einhvern veginn á það að við séum þetta viljum að skoða þetta í framtíðinni og svo fáum við einhverja kosningar, við fáum einhvern samtöl við erum búin að fá mikið að samtöl við stjórnmálaflokkarnir í vetur sem alls sammála því að það að gera betur við þennan og hinn en svo stöndum við alltaf eftir með þennan kaleik að þegar kemur að því að setjast niður með okkur og gera kjarasamning sem að við viljum gera fyrir okkar fólk þá stendur hnífur í kú og við viljum ekki átök, það bara alveg þannig sem við sem ég var í þessu 95 verkefni á fyrsta ári kennslu og á minn fyrstu 10 árun fór í 4 verkvöld frá 6 vikum niður í 2 daga og það er alltaf neyðarbrauðið en það líka þannig og það fór ég vitnaði nú í bara orð Sólveigar Önnu á 1. maí þar sem að hún bendir á það þegar við teljum okkur vera að búa við óréttlæti og þegar við teljum okkur þurfa að ná þeim árangri sem að við viljum ná þá getum við þurft að berjast fyrir því og það alveg skýrt í okkar fólki og okkar fólks og hefur verið nú í gegnum veturinn og við greinum auðvitað þungan eftir því sem að líður á árið þá það bara þannig að þessi samningur sem að verður gerður núna sérstaklega sem við horfum til að samningurinn verði á þeim nótum að hann verði lengri heldur en 1 ár og koma okkur á eitthvað stað þá verðum við að geta gert KÍ-samninga við getum ekki gert samninga sem taka bara mið af þáttum sem snúa að öðrum stéttarfélögum eða að það að við getum frestað önnur 4 ár loforðir sem var 2016 veitt í kjölfar salegvinnu þar á undan einhverjum átakshópum og í kjölfar hroðalegs verkvall í grunnskólanum 2004 eða erfisverkvall í framhaldsskólanum það stötu síðar einhverjum tímapunkti verður bara að segja við getum ekki alltaf bara sagt ok, ég ætla að bíða þess við áttum að bíða út af hruninu svo kom COVID, við áttum að bíða út af COVID núna eigum við að bíða vegna þess að það einhverjar aðstæður á húsnæðismarkaði við kaupum það að þetta sé en við séum alltaf það bara lofar hérna útistandandi sem þarf að klára og þar alveg skýrt og klárt að kennarar eru tilbúnir að leggja mikið á sig til þess að ná þeim árangri sem við horfum til að ná hvort sem það verður í vor eða í haust eða á þeim tíma sem að samningur verður undirritar því að lokum verður skrifandi samning Ég stóð fyrir aftan þig á 1. maí horfði á þig, hlusta á Sólveigu Önnu og skilaboð hennar mætti segja að þau hefur verið að við stóðum mjög veikt og við skipluðum okkur og við eldum hópinn til þess að fara í átök og við uppskárum með því og við uppskárum bæði í gegnum átökin og við uppskárum líka næst þegar fórum í samninga að viðsemjendur okkar vissu það að við vorum til í að fara í átök og það leiðin til þess að ná okkur árangri að óttast ekki átökin heldur taka það fagnandi. Það mætti stytta þetta þannig. Ég bara, svo ég segi, þú stóðst við stóðum að hlið við löðlistum og það bara kannski það sem ég var að tala um hérna náðan það hefur stundum verið látið eins og við verkalýðshreyfingarborðið standi og fólk á okkur allt öðrum stað. Það sem að Sólveig fór yfir bara grundvöllur verkalýðshreyfingarinnar og þar kennarasambandi bara þar okkar grunnur, okkar kjarni bara sá við erum að standa vörðum kjörfólks við höfum verið að fara í gegnum þetta við vildum virkilega núna í ljósið þess sem að gekk á síðast ári í sambandi jöfnun launa og kjarasamninga þá vildum við bara kafa djúpt inn í okkar fólk og teljum okkur hafa lagt okkur mikið fram í það og munum gera það núna í vor og áfram í gegnum sumarið ef að næst ekki samningar núna í vor við erum ekki vongóð því það ekki byrjað að tala við okkur að þá það bara þannig sem það hún fór bara vel yfir það að það okkar það mitt hlutverk að leiða til kennarasamband út frá því að félagsmenn upplifi það að við stöndum vörðum þeirra kjör og vinnun okkar og hún dróði þetta bara fínt saman og bara talaði alveg inn í þann veruleika sem við búum við. Já, en til þess að það gangi upp að þá þurfa stjórnvöld að vera með efnaðarstefnu og efnaðarstefna snýst náttúrulega að svara kröfum launafólks kjör sín. Ef við förum svo aftur á þær forsendur sem voru lagðar upp í áramótin að þá eins og að sé
eitthvað fórustuleysi í ríkisstjórninni að verja þær forsendur. En síðan það annað sem að til þess að mæta fjölmennu kennarastétt og þá til dæmis út af breytingum á nemendahópnum og öðru slíku sem að við höfum rætt hérna oft við rauðaborðið og fleira og höfum mikið rætt út í samfélaginu. Ef að við sjáum ekki alveg svona alvöruna í hinu, sérð þú alvöruna að stjórnvöld hérna horfist í augu við þær breytingar sem hafa orðið í grunnskólanum á undanförnu og átti sig á því hvað þarf til þess að verja og efla og styrkja grunnskólan? Eða eru við kannski með stjórnvöld sem að ætla bara að gera eins lítið og mögulegt og við sjáum fram á bara mögulega áframhaldandi hrörnum grunnskólana og flótta út úr kennarastarfinu? Ég hef bara mjög miklar ágjörð af því að rödd pólitíkurinn sé á svolítið skeitum stað. Ég hef alveg hlustað á til dæmis þessu umræðu það að launagreiðendur og opinberum markaði ekki leiða hlaupið og þá erum við alltaf að stoppa það að átta sig á því að allavega í okkar hópi á kennarasambandinu þá erum við að búa við þennan ójöfnuð og það er ekkit réttlæti að segja það að hérna almenni markaðurinn þurfa að ráða laununum þegar almenni markaðurinn er betur launaður í grunnlaunasetningu heldur en kennarar. Þá er þetta bara hólur hljómur og við erum bara hlustum ekkit endilega ásóli umræðu að menn séu bundnir af því og að því þessu búin að koma einhvern svona órjúvalegt heit það að fylgja einhverju línu sem að kemur frá samtökum atvinnulífsins, þá er bara að halda áfram að svíkja loforð við kennara. Það er auðvitað bara hljómur sem að bara verður ekkert hlustað á okkur og við höfum alveg komið því á framfæri að við erum þarna, þetta er það sem það er að gerast. Varðandi aðra þætti, þá er það auðvitað bara þannig að við erum einmitt nýbúin að vera með þessa könnun og erum búin að kynna svo sem niðurstöður hennar og ætlum alveg að gera meir úr henni. Það kemur mjög í ljós að kennarar vilja fá betri umgjörð inn í skólastofuna. Framhaldsskólinn hefur náttúrulega verið mjög skýr í því að benda á það að öll námsgagnagerð þar komur bara út gluggann. Það er bara þannig að kennurum er eiginlega bara gert að búa til námsgagnin sín sjálf. Ég talaði við kennara sem hafa gert það. Já, bara framhaldsskólinn er bara komin á þann stað og svo er skotið á þá fyrir það að vera með mynda á einhverjum glærum sem að þeir eru þó að kenna eitthvað, sko. Þannig við erum alveg búin að benda á þætti sem að við heyrum einmitt það þegar stjórnmálin svona gefa sér tíma og koma og boða okkur á fundi eða koma til okkar og þá sjáum við fólk hinkandi kolli saman hvort að stjórnarandstaða í borginni eða hvar það hefur verið fyrir síðustu borgarstjórnarkosningar þá vorum við með fólk sem kom reglulega og var alveg sammála alls konar þáttum og hlutum sem þau vildi gera til þess að efla. Þau vinni ekki við það. Þau vinni ekki við að hafa þungar ágjur. Þau vinni ekki við að skilja þig. Þau vinni við að koma með aðgerðir. Nákvæmlega, Gunnar, og það er bara hárrétt og það er þetta það sem þetta þarf að verða og það er þetta bara ef það þarf í þessu samhengi núna þá er það þetta hluta þess samtals sem við verðum að eiga við þetta borð, við þessa aðila sem við erum að tala við. Það er ekki alltaf hægt að benda bara á samtöku atvinnulífsins og þessu þar ráða og þar séum en komur eitthvað stað sem þýðir það bara það er bara að gera eitthvað samning sem að enginn er ánægður með. Þú eru bara að kynkja þessu. Já, það er ekkert svo leiðist. Það verður ekki, og það í þessu felst þetta allt. Það er náttúrulega sérstætt með það sko að við teljum okkur ennþá að vera á góðum stað með margt í skólakjörun okkar og hefum svo sem fengið ákveðnar vísbendingar það að við séum að berjast og við séum að leggja okkur fram og við séum með fólk sem er rosalega tilbúið. En það er orðið þreytt á þáttum eins og þú ert að benda á. Það eru þættir í umgjörði allra skólastigana, leikskólans, grunnskólans, tónlistarskólans, framhaldsskólans sem að við teljum að samfélagið verði að fara að horfa til því að ég er svo sannfærður það hafði verið við ólíkar aðstæður í mínu starfi og búið að vera giftur einstaklingi sem búin í framhaldsskólanum í 20 ár að það er bara þannig að þegar við setjumst niður með fólki út í samfélaginu, setjumst niður með stjórnmálafólkinu þá vilja menn að þetta kerfi okkar virki. Það er bara þannig, þetta er snertiflötur, það eru 80.000 börn sem eru inni í skólan, þetta er snertiflötur 80% samfélagsins, jáfnvel 100% samfélagsins. Við verðum að hafa þessa hluti í lagi og þá verðum við að búa kennurunum, starfsumhverfið og getur laun sem þýðir það að þetta sé kerfið sem virkar og þetta er kerfið sem að þessir Íslendingar sem við þurfum við erum bara þar, ef við ætlum að lifa sem þjóð þá erum við eignast að lítið að börnum, við þurfum að fá til okkar fólk og viljum ekki fá fólk sem að hefur enga snertinga við samfélagi, við viljum fá barnafólk, við viljum fólk sem að kemur að byggja samfélagi okkur upp, þá verðum við að búa þessa umgjörð þannig út að það sé sjómaði og þá er það bara grunnskilyrðið að þeir raddir sem eru inn í þessum stofnunum, þar fá að njóta sín og fólki sem að leggur á sig að læra þetta sé ekki að hugsa það að verða tryggingasölumaður eða með virðingu fyrir því starfi, ég ætla ekki að gera lítið neinum öðrum, en það leiti annað
heldur en nám þeirra segir til það eru það sem samningarnir okkar núna verða innibera. Má ég skjóta einu að í lokin. Umræðum skólamál oft rekin áfram að kerfið okkar sé ekki að virka við þessum að svíkja börnin og þá oft með því að það hafi orðið þar eitthvað svona stefnubreiting í kennsluháttum að fókusin sé ekki á því sem að skiptir máli, við erum að tapa í PISA-keppninni og öðru slíku. Og þetta oft rekið svona, ekkert úr svona ólíkum áttum í samfélaginu, úr ólíkum svona meðal annars frá SA og þeim röddum sem að eru líka að tala niður að við að hlusta á kjarabaráttu opinberra starfsmanna. Þetta samtvinnað? Er hluti af því að veikja samningsstöðu ykkar að tala niður árangur skólakerfisins og árangur af menntun ykkar, að það þurfi raunverulega að koma einhverju mælikvarðar utan að til þess að skerpa skólana. Finnst þér þetta blandast saman að það sé verið að grafa undan trausti almennings á skólakerfinu meðan annars til þess að halda laununum ykkar niðri? Ég held hvort það meðvitað með þetta, þá það bara þannig að eitt af því sem við höfum verið að horfa til hjá KÍ undanfarnar mánuði og ár það sem við höfum verið að segja að raddir skólafólksins þurfa að vera í fyrirrúmi og þessi ráðstefnu okkar var það að við ákvæðum bara það að núna komin tíma það að við heldum okkar ein ráðstefnu vegna þess að það rétt hjá þér. RÚV hefur búið til framhaldsþætti þetta og ekki bara neitt við ykkur? Nei, nákvæmlega, við könnumst aðeins við það var verkefni sem til dæmis við gerðum svona ákveðna athugasemd við, það hefur verið þannig og við höfum verið með þætti sem hafa verið að benda okkur afmarkaðan þátt sem menn vilja upplýsa, þú veist, og meðvitað þetta, þá það bara þannig að allt og mikið af skólamála umræðu á Íslandi hefur snúist það að menn sé að horfa til þess að við séum að gera eitthvað sem ómögulegt. Þú talar PISA sem náttúrulega bara verkefni sem kemur upp á 3 ára fresti. Nú ég nýkominn frá Singapúr þar sem að OECD höfðingjarnir voru að fara yfir PISA og þar hefur nú svolítið mínum viti merkileg hluti breyst það að PISA að mæla 9 þætti og þar á meðal þessi akademísku niðurstöður, akademísku sölds það eitt af því. Og nú að hafa þeir verið að tala það að í nýju skólakerfi þá kannski þessi akademíska hugsun ekki lengur svo sem að ráðandi og ríkjandi, þannig að núna hafa þeir verið að fóta sig áfram með það að horfa til þátt eins og líðanar, samskiptum við kennara, upplifun af skólastarfi, alls konar þætti sem hafa aðri verið sem að tekja í bóks og þá allt í henni voru til þess vinnur okkar Danir sem hann vildi nú fara að gera neyðaraðgerð út af PISA komnir á þann bestasta, þar sem við vorum bara með jafnvægi í því sem við erum að horfa til. Komu fullir á skömmin í ráðstefnunni og fóru út sem hetjur. Algjörlega, það var bara beinlínis þannig, það var bara, ég held að ráðherrann var undrandi, sitjandi og þeir til dæmis gengi fast í því og Ísland að fara að halda þessar ráðstefnu næsta ári, þannig að mælikvarðarnir sem að menn jafnvel nota, þeir ekkert endilega á þeim staðnum að vera þar, því að við höfum valið okkur ákveðna skólagerð, hún falin í námskrám og hún falin í skólastefnum í hverjum sveitafélagi og hverju þar hafa foreldrar haft bara mjög mikla aðkomu, að leyfa mér að segja það að aðkoma foreldra, að möguleiki aðkomi foreldra miklu meiri heldur en annars ára, þess vegna erum við til dæmis að skora hátt á þessari könnun PISA varðandi upplifun barna á skólastarfi. Svo fáum alltaf þessa einhverja niðurstöðu, það alltaf ómöld og við höfum stundum verið ekki nógu góð í þessu sjálf skólafólkið. Við bendum á það að skólastigin séu ekki að standa sig og við erum jafnvel að innan árganga og það hluti af okkar eigin sjálfsmynd og okkar umræð. Við verðum að taka ábyrgð á því. En þessu umræð sem þú ert að vísa í höfum við gert athugasemdir við. Á nýlegu iðnþingi þá var ekkert talað það að skólastarf miðaðist að því að skila út sem allra fyrst mönnum inn á vinnu eða mönnum og konum inn á vinnumarkaðin. Við ánægðum með forsetan að láta fólk vita því að skólakerfi í dag væri ekki á þeim stað að vera þessi færibandavinna sem að menn hafa kallað eftir. Ég í sambandi við reyndar ekki skólameistara, þeir eru því miður ekki með okkur í KÍ en við stjórnendur í framhaldsskólum sem að benda okkur á það hvernig gengur að fá atvinnulífið til að taka fólk í sveinsnám, mestaranám, hluti sem eru það sem innbútið alltaf verið að benda á skólana einhvern veginn en menn ekki tilbúnir að fá til sín ungan mann og setja það tryggingar og þau laun meðan það getur fengið ódýran starfsmann annars þar. Það er að kröfu að ríkið skaffi sér. Algjörlega, þannig við höfum ágjörð þessar umræð en okkar leiði því bara svo og vonandi tekst okkur nú að standa við það að komast hér við þetta borð oftar að búa til
þann flöt sem því að sko, það bara þannig að við erum nýbúin að vera með til dæmis fulltrúi OECD sem að fór upp í Breiðholt og kynnti sér starf í Fellaskóla og sagði þar, hér eru þið bara með skóla sem að vinna bara í þeim anda sem við myndum vilja sjá, alla skóla sem taka múti nýbúum, nýjum einstaklingum inn í samfélag, svona að vinna þetta bara frábært, en við fáum ekki endilega að heyra það, menn við heyrum alls konar þætti Breiðholtið eða skólana það sem ekki rétti sko. Þannig að við verðum að taka þessu umræðu sem ég sammála er oft röng, vonandur hún ekki meðvituð því að ég vil ekki trúa því, en hún samt þannig að við þurfum að bregðast við henni og það okkar að gera. Ég er reyndar á biðlista hjá skólastjórunum í Fellaskóla að koma hingað og spjalla við mig. Ég býst við að verði bara hérna allra næstu dag. Ég trúi því, það er toppmaður. Herðu, Magnús, takk fyrir að koma hingað, áhugavert að tala við. Og við ætlum að halda hér áfram að skilja samfélagið sem við lifum í, sem flókið, en skemmtilegt verkefni. Næsti kafli eftir augnablik. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, herðu, nú ætlum við að ræða strandeldi eins og við höfum verið að gera hérna. Það sem er kannski sjókvíaeldi sem við höfum verið að ræða. Tilefnið er frumvarp sem liggur inn á þingi, sem var smíðað af Svandísi Svavarsdóttur, Katrín Jakobsdóttur og Bjarkey Olsen lagði það fram. En þetta er nú mál sem er búið að vera til umræðu mennanast hérna við Rauðaborðið í lengri tíma. Það er hvort að strandeldi sé þess virði eða sjókvíaeldi sé þess virði. Þótt að sé hægt að búa til einhver verðmæti þar að þá eru líkundur á því að meiri verðmæti glatist svo mikil að það sé ekki áhættunar virði eins og sagt er. Hann er komin hingað, hann Jón Örn Pálsson sem er sjávarútvegsfræðingur frá Tromsö og ráðgjafi. Þú starfar ekki hjá laxeldisfyrirtækjunum norsku? Nei, ég hef ekki starfað. Þú er búin að vinna í fiskeldi ansi lengi? Já, mjög lengi. Já. 35 ár hefur tengt þessu grein. Það hefur komið hingað fólk að Rauðaborðinu og sagt að sjókvíaeldi sé einfallega, það sé svo mikil áhætta að það eyði laxastofninum okkar, villta laxastofninum, að það sé ekki þessi virði. Þó að sé hægt að sýna fram á að það sé að búa til einhver verðmæti. Það gangi, það eyði lífi í fjörðunum og mér að einhverju verið að segja að það getur verið hætta á að sjúkdómar sem að herja á að eldislax breiði sig út í aðra fiskstofna. Já. Hvað segir þú? Já, ég vil, ástæð fyrir ég kem hérna er bara mér ógnar eiginlega svo umræða og upplýsinga óriða sem er í gangi í þessa atvinnugrein því að í eðli sínu þá er þetta umhverfisvæn matvælaframleiðsla. Þetta er, ef þú hugsa þetta í próteinframleiðslu til manneldis, þá er þetta einn umhverfisvænasta próteinframleiðsla sem fyrirfinnst. Ef þú reiknar þetta í kolefnisspori, það er bara verklagið og stjórnsýslan sem er hérna ekki í lagi mörguleiti og við getum kannski skipt þessari umræðu kannski eflaust í 3 eða 4 flokka saman við gagnrýnina sem komi á þessa grein. Það er sko stjórnsýslan og leyfismálin. Það er svo aftur fiskivelferðin sem er alveg sjálfstæðakafli má segja, en tengist henni verklaginu. Svo er það umhverfisáhrifin og þeim má kannski skipta í 4 flokka. Það er lífræn mengun. Það er efnamengun sem er plastmengun eða koparmengun og svo er þetta kannski með lyfjaleifar og þannig að þetta eru 3 flokka, þetta eru umhverfismál, þetta eru fiskivelferð og þetta er stjórnsýsla. En það er þeir sem hafa fylgst með umræðinni gætu fljótlega sagt að við höfum fallið á öllum þessum sviðum. Stjórnsýslan er afleitt, velferðin er hryllileg, það hefur bara sést myndir af fárveikum fiskum.
Umhverfisáhrifin eru augljós, það hefur verið slysasleppingar sem eru bara fyrirsjáanlegar, sem að hafa mengað laxastofninn okkar. Já. Og við höfum dæmi frá því Noregi þar sem að eru hálf dauðir firðir út af Já, við skulum byrja þar kannski. Það kannski byrja þar með lífrænu mengunina. Þar er umræðan konu alveg yfir stokk og stein, sko. Það er bara ekki til sá fjörður sem er eitthvað dauður, sko. Við tökum bara alltaf eitt fjörð sem er Harðangafjörðurinn. Þar er framlega 60.000 tonn. Það eru 40 kvíastæði í þessu firði. Hann er með lítið op á móti úthafinu, gríðarlega langur. Gríðarlega djúpur líka, ekki? Gríðarlega djúpur. Og þarna, sko, ef það ætti að vera gríðarleg mengun frá lífrænum efnum, þá ætti að finnast þar. Og það er vaktað og það er bara mjög staðbundið ef það finnst. Það er ekki áhrif á súrefni í þarna. Það er og þetta við Noregsstrendur þá eru 800 kvíastæði og það er sko innan við 1%. Það sem að þetta er flokkað í þess að áhrif á botnlífríki er kannski flokkað í einu 4 flokka og það er 1% í þessu vestarflokki og ef að það kemur fyrir þá er því bara lokað, þú færð ekki endurtaka eldið á þeim stað, sko. Þannig að það er undir mikilvæg vöktun. Og hvað er komið þá fréttur að rækjan er horfin og bara... Það tengist bara ekki fiskeldinu, sko. Það er bara algjörlega meira í Arnarfirði hjá okkur, það er rækjastofninn að vaksa gríðarlega. Þannig þetta er ekkert með... Það er náttúrulega hrundið ekki í Arnarfirði. Jú, en þetta tengist ekki laxeldi en einleiti, sko, og það er ekki eins og þess að menna kannski, rækjustofni, ef verður fyrir skada, þá er það út af kannski lyfjaleifum út af böðunum, en það er búið að mæla það mjög vel, sko, það er mjög takmarkað þynningarsvæði, það er stórt í kringum. Það er í öðru veldi sem fjarlægan frá kvíunum og þynnist gríðarlega hratt, þannig að það er ekki hægt að skýra þó að í búrtilraunum hægt að finna áhrif af áhrifum af eituröfnum. Þetta er yfirleitt taugaeitur sem og hefur áhrif á önnur skjeldir líka, þannig að þetta er en að sé eitthvað makro áhrif af þessu, þau finnast ekki, sko. Það er bara í mikromynd sem eitthvað áhrif er ef að lyfjaleifum út að lúsameðhandlun, en ég er ekki að verja lúsan innleiti, við komum inn á það eftir. Hún tengist kannski dýravelferðinni líka? Já, það er eftir komið með dýravelferðina, sko, og þar er En þú hafnar því að firðirnir verði dauðir eftir? Algjörlega, það er bara aukin fiskengd að öllu leiti í kringum fiskaldið. Með þess að sko, undirskrifa skjal frá smábátasjófunum í Patreksfirði og Tálknafirði sem að elta kvíastæði, sko. Áður en það var orðið samfellt eldið þarna, þá vorum við með 3 ára fasa í fjörðunum og það var alltaf hámars límasi á öðru ári og hámars fóðunotkun og það fylgdi bara alltaf mikið fiskgeng þessu og það búið að skoða þetta í Noregi, þetta eykur límasa í kring gríðarlega, sko, og þetta hefur sumar tegundir éta fóðleifa meira en aðra tegundir éta bara krabbadýrin, eins og þorskurinn, það étur bara lífríkistegundir en ufsi og ísa éta meira þessar fóðleifarnar og þannig að þetta yfirleitt fyrir nokkar mjög snauðir næringarefnilega. Ekki neikvæð áhrif á firðina, heldur jákvæð áhrif? Jákvæð áhrif, algjörlega. Að mörgul flestu leiti, ef að menn eru með heilabúi lægi og eru ekki það skiptir máli í þessu, er að staðsetja kvíastæðin þannig að þú ert ekki, að það sé sjálfbært. Þú ert að gera ráð fyrir að fólk gerir þetta vel, en það bara er ekki þannig að allir gerir þetta vel. Nei, þess vegna gagnrýni í stjórnsýsluna sem við getum komið inn á eftir, sko. Það þarf bara, þegar staðstu kvíja... Það tölum hverju umhverfisáhrifin eru ef að menn gerir þetta ekki vel. Já, þá eru menn að skemma fyrir bara sinni eigin rekstri, þess að það getur bara hættulegt að menga í kringu sín.
það myndast Man gastegund. gera það fyrir skamtíma gróða, Já, sko. Þannig það bara. Já, það. Mannkynið að rústa jörðinni bara út frá því að það græða því. Já, algjörlega. Það alls samanlega. Núna þannig að þessi laxeldisfyrirtæki eru að læra, þó þau læri seint, að þau eru að færa sig úr grunnum fjörðum út í fjarðaminni. Það er flest fyrirtækin all í þeim pakkanum, passa sig að vera þar sem að það er mikið en sterkir straumar, hafstraumar og mikið dýpi en það til að forðast mengunaráhrif. En aðalmálið í þessu öllu, það er þéttlíki fiskana, hann hefur bein áhrif á þéttleikan á skýttum, hvað mikið fellur til á fermeter og að niðurbrotið á botninum og eiturefnin líka því þéttara sem því meiri eitur þetta allavega að dreifa á fermeter. Hvað meinar eiturefni? Eins og gegn lúsinni sko, þau fara aldrei á að botni sko. Og engar á að gera því? Nei, ekki botni sko. Þau bara þynnast út í sjónum. Eiturefni þá helst koparmengun sem fellur á botnin. Og það tengist bara í stjórnsýslu þáttum hvað við leyfum og hvað við leyfum ekki. Ég vil ef við förum aðeins inn í þannig vingi. Nei, aðeins að þú nefndir þéttleikana. Það náttúrulega freistni þeirra sem að fá úthlutað leyfi að vera með kvíar, að tróða eins mikið að fiski og hægt í það. Já, það er bara rosa, ég gagnrýna gríðarlega mikið sko. Þetta þessi miklu afföll eru tengt því að menn eru með fiskin yfirleitt og þétt sko. Því að þegar þú ert komin í miklu öldu og þeir eru kominir út úr fjörðunum og út á móti hafinu, það er meiri öldu, þú ert með hitastigið niður til 1 gráðu í 4 mánuði og fiskurinn hann hefur ekki þrótt til að synda í 1 gráðu. Þú ert með að hjarta, það slær kannski 10-15 slög á mínútu þegar fiskurinn koni í 1 gráðu. Þannig hann er ekki þú að standa mútið öldu því að aldan færi fiskinn 1,5 metri kannski í fæslunni. Þannig að ef fiskurinn nálægt netum þá þannig að fiskurinn í svo köldu sjó, hann eiginlega svona sigla yfir í svona kóma ástand. Já, þú getur bara að setja fiskgift, það er ekkert að gerast þannig. Þú bara skaða fiskinn. En ekki hann að vaksa þá í þessu ástandi? Nei, ekki mikið. Hann að auka þyngdina svona 30-40% frá janúar fram í maí. Að gera það sko. Þannig að fiskur sem er kíló, hann er bara konið 1,5 kíló kannski eitthvað slútt. Það er ekki meira sko. Og en að voru til. En það sem að skipti máli þarna að þetta taka undir þetta svo þú segir með Skandinavíusjónarmiði. Fiskeldisfyrirtækin eru svolítið mikið þar sko. Þau eru að spara sér í búnaði og eru að tapa gríðarlega fiski á móti. En þessi stefna er mjög mismunandi við milli fyrirtækjana. Það eru fyrirtækjana sem keyra þéttleikan alveg niður undir helmingar sem önnur gera sko. Þannig að þetta er algjörlega tengt í hvernig fyrirtækjum Þetta er áhrif á umhverfis áhrif, þannig að raunverulega ættu stjórnvöld þá að gera kröfur tiltekið þéttleika, það mætti ekki fara yfir hann vegna þess að ef maður fer yfir hann þá verður meiri lífræn mengun. Já, það er enda tekist bara í starfsleifinu að það bara vakta að þú mátt ekki endurnýta kvíastæði sem ekki búið að endurnýja sig. Þannig ef fyrirtæki fara upp fyrir það sem að lífríki þolir, þá verður það að færa sig til á milli kynslóða. Þannig að regluverki gerir ráð fyrir því en að skuli sóa svona peningunum í því að spara á móti því að vera fleiri kvíar, að vera með svona mikið þéttleika og afföll sem tekjast þeim. Það er náttúrulega afar dapurlegt. Þau eru bara að veðja á að vera heppin, að það kom ekki of mikill stormur og þau nái að græða nógu mikið til þess að... Já, það er meðlan ástæð fyrir því að ég er ekki að vinna í þessu í dag, sko. Ég er bara ekki sátt við þessa stefnu sem er hana. Það skulle vera til dæmis, að hvíldartími fjara. Nú eru í nýju lögunum, það er tekin svo stefna sem að við tókum upp í fjáralags 2010 að vera með hvílda í fjörðunum.
en það var ekki tekið neitt undir það af stjórnsýslunni og sem matvæla stofnun var, hún taldi bara allt í lagi að í fjörðunum yrði fleiri fyrirtæki og var í samfellt eldi því að því var í trúað fyrir ekki að það var svo kalt á Íslandi að við myndum ekki við erum með vandamál út af lúsinni. Já, en það sem hefur verið helst gagnrýnt varðandi umhverfisþáttinn hætta á genamengun að hafa verið slysasleppingar svo kallar í miklu magni og sumir segja að það sé vegna svona gáleysis en aðrir segja að það sé bara óhjákvæmilegt að það verði og ef þú ert að rækta svona gríðarlegt magn af laxi í sjókvíaeldi eins og ráði fyrir gert að þá ertu að hætta því að vildi laxastofnarnir getur maður sagt því að þeir eru ólíkir eftir ám að þeir hverfi, þetta sé álíka áhætta og fórna íslaka hestinum sagði Þorvaldur Gylfason í það. Já, það eitt gott dæmi þessa að mætustu menn og skuli það er þetta teima í svo umræðu sko að þetta sé að það að við séum að fórna íslenska laxstofninum út af þessari atvinnugrein náttúrulega mjög stór orð og sterk en það er eins og ef að vilsin er endurtekin og oft þá virðist menn bara að fara að trúa henni sko en það sem að líka sko fullyrðingin að nei, þetta verður allt í lagi en svo bara gerist það, við höfum takkið mörg dæmi í sögunum við erum nú að hverfa hér bara tegunda fækkun stórkostlegt vandamáli í heiminum og við ættum ekki að vera að leika okkur á þessu sviði. Nei, absolutt ekki. Ef við tökum þetta í réttri röða þá það þannig að menn að vísa til hann Noregs og og þar er gríðarleg vöktun á stofnum og vissulega í 30% af stofnum komið með erfðablöndun. Það sem gerist í Noregi það að líklega að það sleppur svo mikið að smáseiðum þannig að menn hafa fundið það út að síðstrók sem eftir að hann er stálpafiskurinn byrjar að fóðrast vel að hann er með gríðarlega litla lifun í sjó en allavega samanburði sérstaklega og litla hæfni til að fjölga sér í ánum en það er hættulegast í þessu samandi erfðablöndunna það eru seiðin að þegar þau sleppa snemma að þá hafa þau tilhneigingu til að kunna að bjarga sér og þau bara eins og habitalagsin sem var rekin starfsemi áratugi hér að þau ganga með mjög markvisst upp í árnar og eru mjög mikla hæfileika til að fjölga sér. En það sem gerist í Noregi það er tekinu búnaðarstaðall 2004 og hann konið fullna virkni 2006 og þá tekið gríðarlega hart á þessum samandi við möskvastærð og gæða og búnaði og allavega búið að fækka sleppingum sérstaklega síðustu ár gríðarlega sérstaklega að finna stróklags í ánum í Noregi hefur fækkað gríðarlega. Þetta voru 300-400.000 fiskar sem fundust sem sluppu fyrir 2010 og nú þetta komið niður fyrir 50.000 fiskar sko og niður fyrir 20.000 fiskar með þess ári í öllum Noregi. Það 300 miljón fiskar í öllum kvíum í Noregi. Við tókum til að dæmi þetta hversu stjórnsýslan slök á Íslandi það að voru fiskeldis fyrirtækin sem að kröfust þess að það tekinu breytingar á laxeldislöggjöfinni 2013. Það kom ný lög 2014 þar sem að það bæði sett fjallaðmörk á kvíastæði milli fyrirtækja og það tekinu upp búnaðarstaðall og þetta bara var það að sko þegar við byrjum að sækja leyfi ég byrja í því eftir aldamótina þá er stjórnsýslan gríðarlega vandbúin í því að takast á þessa atvinnugrein og það var bara lítil vilji
og ég byrjaði að tala strandveiðiskipulag bara eftir aldamótin og það var reynt að taka upp þessa nefndavinnu í stjórnsýslunni skipulag á strandveiðum sem byrjaði fyrir 1990 í Skandinavíu. Hérna var engin skilningu fyrir þessu. Þetta var eins og þetta fór yfir ráðuneytismörk og það var engin vilji til að taka á til að skipuleggja strandsvæðin. Og svo þegar atvinnugreinin kemur og þá er engin geta í stjórnsýslunni til að takast á þetta og mitt hlutur hefur mikið verið bara að þess að upplýsa. Ég stóð fyrir því áður en við fórum í Laxeldi í Patreksfirði og Tálknafirði að fara gríðastórt fjarðaverkefni þar sem við mónitorum næringarefnin, sjóskiptin, súrefnin og dýralífið í firðinum gríðarlega með Hafrannsóknastofnun, fórum 24 leiðangra á einu ári, þörungagróður og allt saman og árið 2008 til 2010 og þannig að undirbúningurinn fyrir þetta, fyrir sjálfbært eldi, það er það sem við þurfum það sem var meiningin, en síðan var bara stjórnsýslan ekki nógu sterk til að taka það verkefni og ég vil meina bara þarna verið að reyna að bæta í núna. Það er fyrirtækin, þau er ekki að skilja neitt nema bara sektir og eftirlit og það er það sem þarf að stóra. En spurningin var erfðamengun. Já, og þannig er það. Ég meina að segja að þessi starfsemi fari í gang og ég býst að þau sem að vilja það, sjáu fyrir sér að hún verði þarna áratugi og nokkur aldir. En niðurstaðan á endanum verður svo að íslenski laxastofninn veikist. Já, einmitt fyrir ekki, ég fór út af spórinu, tökum bara þá eins og ég byrja á þann. Er það gróði í nokkra norskra fyrirtækja, er það svo mikil virði að við erum til í að fórna íslenska laxastofninn? Já, það er bara, við erum ekki að taka neitt sénsamt með það, þú sér það, þó er menn sé búin að finna erfðablöndun í 30% af norskum ám, í ykkur mæli, að þá er norski laxastofni, viltistofnar, þú sterkustu í Norður Atlantshafi. Það hefur ekkert verið högg á laxastofna út í Noregi. Það er búið að aukast framleiðslan í Noregi 6-falt frá 1995 og það er og laxastofnarnir viltu að styrkjast á sama tíma. Það er engin breyting í fjölda fiska sem eru í stangveiði, sem veiðast í stangveiði í Noregi. Einu átna sem eru að skaðast þarna virkilega er að tana upp í Finnmörku og það er út af ofveiði. Gríðarlega ofveiði í tana, það er búið að loka veiði. Núna, ef að menn vilja svona and laxastofna á Íslandi, þá ættu menn að hugsa veiðistjórnun á Íslandi, veiðiálag. Hérna er alltaf sem að veiðiálag á fiski á laxastofnana, óháð því hvort að laxaganga sé stóri eða lítil. Það er alltaf tekið og til að sýna hversu sterk, hvað ég tel litla hættu á, þó að við erum búin að staðfesta erfðablöndun á Íslandi, í Noregi og víðar, en hver er afleiðingin af henni? Það er ekki komið neitt fram með afleiðinguna. Eitt sem að menn segja að munurinn á Noregi og Íslandi sá að í Noregi ertu náttúrulega með norska laxastofna í ánum og svo ertu með norska laxastofna í eldinu. Já. Á Íslandi ertu með íslenska laxastofna í ánum en þú ert með norska laxastofna í eldinu. Já, það er bara... Það er miklu meiri áhætta sem er tekin hér heldur en í Noregi. Já, við skulum bara skoða þetta aðeins. Sko, norski laxinn er ekki svo mikið frábrugðinn íslenska laxinum. Það bara algjörlega staðfest. Þetta það sem að einkennir eldislaxinn er að hann er frekur, hann er aggressífur, það er búið kynbæta hann fyrir frekju. Hann vex svona vel að því að étur svo mikið. Hann er búin að missa allt sem að heitir að helga sér svæði í ánum og hann er er með mikil efnaskipti. Þannig að hann sérstaklega þess vegna er kannski meiri erfðablöndun í ám sem er mikinn hita eins og í Suður-Noregi.
þar sem ekki svona kaldi vetur, vegna þess að laxaseiði sem að ekki finnur skjól í ánum og að synda allan veturinn í köldum ánum og leita sér æti, það brennur upp. Og það sýnir sér líka að þannig þetta, þannig að eldislax sé svo frábrugðinn, hvort það norskur eða íslenskur. Það bara miklar deildar meiningar sko hvort að þú með makró eða mikró genapól yfir Atlantshafi, þess að blöndunin svo mikil á milli frá hafi. Það búið að sjást í til dæmis makrílveiði eru norskir laxar, viltir laxar að veiðast alveg upp í strendur á Íslandi í bara tölvurumæli sko. En lykillinn það ekki að þeir þurfa að rata heim í sína á? Já. Og ef þú ert að fikta í genamenginu, þá það hlutfallslega fleiri sem að lifi ekki af út í hafinu. Tökum þetta. Þú getur tekið. Og rata ekki heim. Nei, það bara málið. Rötun háð sko mjög mörgum genum. Laxinn, hann með svona 50.000 virkgen. Og rötun virðist háð mjög mörgum genum. Ef þú tekur afkvæmi frá eldislaxi sem búin að vera kynbæta í 15 kynslóðir og síðan úr viltum laxi og setur það sleppið á sama stað, þú fær sömu endurprostu. Hann ekki múin að tapa neinni hæfni til að rata eldislaxin. Þetta 15 kynslóðir í kynbátum. Þetta eins og með 17 kynslóðir. Ég veit ekki. Því það sem að menn raunverulega að tala að áhættan svo að á endanum þá verið það sem að háskinn liggur í að við eyðileggjum villta laxastofna. Það bara sem sagt. Og þá eiginlega spurningin, hver þú að ætla að taka séns á því? Já. Ef að hann hverfur, þú getur ekki reddað því. Já, sko. Það bara varanlegur skaði. Sem sagt, nei, það bara deilda meiningu það hvort að þessi erfðablönduna áhrif sem staðfest, hvort eru sem sagt afturkræf. Vegna þess að laxinn, hann á cirka 5.000 trogn, þú sýnir það. Úr 5.000 trognum, þá skilur sér 2 laxar tilbaka, að jafnaði. Eða væri eitthvað fleiri, eða færri, þá myndum við vera með fækkuna, eða þetta bara eðlilega fræði. Þannig og þetta 0,05% lifun. Og ef að þessi gen frá eldislaxunum að fjölga sér og bæta sér inn þarna sem gerist aðalega þar sem eru heitar ár, þar sem eru smáseiði sem sleppa hugsanlega, að þar eftir að sjá einhverja einblöndun en að þetta hafi skali áhrif á rötun, á lífslíkur, á lífsþrótt. Eldislaxinn, hann með gríðarlega lífsþrótt. Það finnst bara en að þetta hafi það ekki bara sjá nein áhrif í Noregi og að reyna að leita mjög vel hvort að menn að sjá neikvæð áhrif á lifun eða hrygningu eða rötun vegna erfðablöndunar. Þau áhrif eiga þá eftir að koma fram. Ég alveg sammála ég kem hingað og að náttúru sinni, ég bara það, ég aldrei hjarta mínu að þessi áhrif eru ekki þetta ekki ástæð fyrir því að ef við ættum að hætta laxeldi, að við ættum að hætta því á þeim, það við ættum að hætta því á þessum fórstur. Nei, það er ekki á þessum fórstur. Og ekki hættur að þú eftir 30 ár, 60 ár segir allt í upsi, búpsi. Ég hefði nú átt að það enga líka, þú sér hvað genamengið á viltu laxi er sterkt, að höfum við á 30 árum nánast í útrým stórlaxi með að stangveiði. Það er búið að ofveiða stórlaxinn, hann kemur fyrst í átnar á vorin og hann undir veiðálagi allt sumarið og það er búið að fækka með helming og 70% summa ám. Það er ákvörðun sem að menn taka, líklega út af eftirlitsleysi með stangveiðinni, að vegna þess að erlendir auðmenn eru til að borga svo helviti góða summu fyrir að fá að veiða stórlaxinn, að við höfum bara fórnað honum fyrir það. Já, það vegna þess að síðan hætta menn að ég drepa hann í stórum stíl
þeir eru að sleppa honum og hvað gerist? Jú, stórlaxi hlutfallið þar aukast. Þannig að áin versi, þetta náttúru úrval, það er hver á hefur sinn lax til að sitt genamengi til að sem að er hagkvæmast og það eru villur á milli áa, menn vita það eru 5-20% villur á milli áa. Þannig að annars væri við með laxstofna með mismandi fjölda ugga ef það væri ekki. Það væri meiri munur á stofnunum á milli áa. Þannig að það væri ekki blöndun á milli. Já, algjörlega sko. Þannig að við erum að bara sjá það að genafestan er gríðarlega sterk og þú breytir henni ekki og þetta hystería með það að finna 1 eða 2 eða 3 laxa. Málið er bara virðist vera það að það verið að selja svo dýrveiðileyfi að það að veiða latan og ljótan fisk, það verðfellir ána og þess vegna er þessu umræða svona heitt. Það er ekki út af því að við erum að hætta að stofna og núna er við að tala um það að íslenski laxinn sem síðasta vígi vilda laxins í Norður-Atlantshafi, það er svo mikið, hvað segja sko, bull sko, að hérna. Það er bara lygi. Það er bara lygi, það bara er, þú ert með sko hann er verra á sig komin í íslenski lagstofnin heldur en þessi norski. Þannig er staðan bara. Það er skoski, það sem er mikið. Já, hann er að upplifa áhrif, virðist vera kannski af af hlýnandi loftslagi vegna þess að það er ekkert, hann er búin að hrörna gríðarlega og England og Wales og allstaðar í Suður-Evrópu laxinn aðeins hopa og það tengist ekki fiskeldi þar. Þú ert með ár á vesturströnd og östströndinni og það er alveg sama hlutvallið sem er að hopa í Skotlandi, tengist ekki fiskeldi neinleiti. Jón, við erum að fara yfir þessa flokka sem að þú nefndir og við erum að vera að tala um umhverfismál. Ég veit að þú vilt byrja á því að tala um stjórnsýsluna, en ég ætla að bakka í gegnum þetta. Við erum búin að tala um umhverfismálin. Nú kemur að fiskivelferðinni eða dýravelferðinni. Já. Og það er náttúrulega, fólk getur bara að googla það á netinu og séð myndir af hryllilegum hryllilega útleitandi lögsum sem eru róðlausir. Já. Þetta er það sem ég var búin að spá, myndi gerast. Ef að menn færu í það að setja fiski fyrir hennar á hans að kvíla þá. Bara með fyrstu kynslóð sem Fjarðalag setur í Arnarfjörð, þá fyrstu kynslóðinni, þá fáum við mikið laxalús. Því að það er sjóbirtingur í firðinum og hann er hann er smitvargurinn í því sambandi. En það er lús í sjóbirtingunum? Sjóbirtingur er eitthvað leiti varinn þá fyrir að geta að lifa með því helviti? Já. En eldislaxinn ekki varinn og er bara étin lifandi? Já, það er bara svo sko. Og það eru tillausnir og ég beitti mig fyrir því að komi loka sjókvíar hingað til lands, var að vinna fyrir norskt fyrirtæki sem að vildi komi loka sjókvíar til Íslands og við kynntum það í ráðuneytinu og víðar og þá getur við fyrirbyggt það að laxalúsin Hvernig virkar það að hún sé lokuð? Þá er dælt sjó í segldúk sem er á fljótandi ramma og þá sækir sjónir á 25 metrar dýpi og dælir hann upp og yfirborðið í kvinni er svona 2 centimetrum herra heldur en yfirborðið fyrir utan þannig að segldúkurinn hann þenst út og sjórin sígur svo niður botnin bara og það er að safna upp fóðleifum í botninum að vill það. Þetta er bara hljómar eins og landeldi bara út á sjó? Já, nánast í sko. Og vegna þess að laxalúsin, hún finnst ekki lirfurnar sem settast á, það finnast í litlum mæli fyrir neðan 15 metrar dýpi. Ég vil minna, ekki mikið fyrir neðan 10 metrana sko. Og
En það var engin skilningu við það þegar lögin voru endurskoðuð að þetta, menn töldu bara að þessa kvíar, það geta ekki verið í nefni þess öldu, en það vitleysa, það geta alveg upp í 2 metra ölduhæð. 2 metra, það ekki mikil ölduhæð. Nei. Komum með þetta út í fjarðarminnin. Já, nei, það 3 metrar, en þarna getur passað upp á það að það verði ekki samþykki upp úrgangur og það eru firðir hérna með miklum straumi, það skiptir máli í þessu skjóli að vera í miklum straumi og þegar með svona grunna firðir svo Ísland er frekar grunni firði, yfirleitt svona kannski niður 70-80 metra, þá ertu með gríðarlega straum í fjörðunum, sko. Þú ert komin eins og í norsku fjörðunum sem þú ert komin með í 200-300 metra dýpi, þar ertu með eiginlega enga straum niður botn. En það verður mikið endurnýjun og niðurbrot af lífrænu leifum þegar með svona mikið straum og mikið súrefni og þannig það alltaf lægi að nýta innfjörðsvæðin ef að þú ert að passa upp á að uppsöfnin verði ekki og mikil, sko. Já, með þessari tegund af kvíum, þær ekkert notaðar í Íslandi, þær bara notaðar svona venjulegar. Já. Og víða fiskurinn étinn lifandi af lús. Annars staðar er svo mikið af fiski í kvíunum og í köldum sjónum yfir vetramánuðina að hann versi ekki þegar það koma miklar öldur og líklega bara merst þarna til dauða. Já, það er, hann missir þó. Þetta er náttúrulega svo hryllileg meðferð á dýrum að ég meina eins og þið fiskeldismenn hafi staðið ykkur. Ég ætla ekki að verja þetta verklega í dag, sko. Ég vil með því að taka upp loka sjókvíar og setja seiðin í, ef þú kemur vekk fyrir lúsasmitt fyrsta sumarið, þá ertu búin að koma í vekk fyrir þennan skada sem verður. Þegar fiskurinn komin í 2 kíló setna sumarið að þá er lúsin ekki að valda þeim þá komið með það þykka slímhúð og að hann versi miklu betur að hún er ekki að síðan er heft sláturinn venjulega bara í lok sumars og þannig að þú getur komið vekk fyrir þennan skada sem verður að lús sem sest fyrsta sumarið hann er að valda gríðarlegum skada seinna sumarið sérstaklega, sko, og seinni hluta vetrar. Þannig að fyrirpart sumars. Þannig að með því að vera með henni í loku sjókvíum kannski 10 mánuði þá ertu að koma í vekk fyrir þetta gríðarlega, sko. Koma í vekk fyrir eða minnka það? Alveg í vekk fyrir þetta. Alveg í vekk fyrir þetta? Já, algjörlega. Já, þú sér fyrir austan, þar er engin laxalús, þar er reynda fiskilús en þar séu engin dæmi að það sé vandamál en það er ekki með eiginlega sterkar sjóbreytingsstofna og sem að geta haldið stofnun lifandi, þessar lúsastofnun lifandi þannig mikið, þannig að það er spurningi hvernig það verður. Ég spái reyndar að lúsin eigi eftir að ná sér á strik þar, sko. Það er ef að menn keyra stöðugt eldi án hvíldar í fjörðunum að þá en við skulum sjá til hvernig við erum samspor með það. Dýrameðferðin, það er hægt að bregðast við henni með harðari reglum. Já. Hvernig fiskurinn er alinn upp fyrstu mánuðunum og líka fjölda fiska í hverju kví. Já, það er það, sko. Það er bara Þannig það er val stjórnvalda að hafa þessa illu meðferð á dýrum. Já, það má segja það. Það er algjörlega, þú getur bara sett í lög, það banna að vera með laxalús. Og þá verða þau bara að leita að lausna. Það ekki að segja hvað lausnar eru, þú verður bara að grípa til þeirra lausna sem að er. Þú ert sammála mörgum sem að segja það að þetta eldi er eiginlega óverjandi. Það er óverjandi að vera ala fisk upp, þar sem að hann lifir bara eitthvað trilling. Já, þetta er algjör dýranýð. Ég er bara sammála því. En þetta hefur ekki, en menn er alltaf að rökstyðja þetta út af villtum stofnum, það tengist, það er ekki samhengi út í Noregi til þess á því að villti stofna séu að tapa lífsþrótti eða eitthvað stofna séu að minnka út af laxalús. Ég kaupi það ekki, ég kaupi
rökin það að það er fiski velferðamál sem að laxalúsin er. Það hlýtur samt að vera þannig að þú ert með í fjörðum bara allt morandi í laxalús, þá hlýtur það að því að laxalúsin getur farið í viltanlax, á endanum hlýtur hann að fara þannig. Já, en það bara ekki nein gögn sem sýna fram á það að þú setja auka afföll, þó þú setja eitthvað, það er sýnt fram á það að það ætti að segja að viltistofnin sé varin því að fyrir lúsinni. Nei, hann þólir einhverja aukningu við störa, sko. Það þólir það að þó það bætist við einhver lús á seiði að það er ekki búið að sýna neitt fram á aukin afföll. En er þetta ekki þannig, Jón, að þú ert hérna með vilta laxastofnin sem að, hérna, það er einhver lús í honum og hann þólir það. Svo ætlar að framleiða svona mikið af hérna, eldislaxi sem er morandi lús. Já. Hvað heldur að verði þennan hérna stofn? Já, þegar hann fær alla þessa lús, sko, sem er ekki bara sko, svona margföldi í magni heldur er sko... Já, ég er saman því, það er búið að aukast fjöldi laxa, í 10.000 ár hefur lúsin sem lifað við sko 300 sinnum færri laxa en eru núna í kvíum, kringum landið. Þannig að það er alveg klart með að það greiðlega mikið smitt í sjónum, en ég segi, tökum hann varfarna nálgun á þetta og segjum bara, við viljum ekki hafa laxalús, en það er ekki búið að sýna fram á nein samhengi, eins og þetta sem heitir traffic ljósa systemi út í Noregi, að ef viltifiskurinn er með mikið laxalús, að þá á að minnka laxeldi á viðkomandi svæði. En sko það er ekki saman milli velferðarstofnana eða styrkstofnana og fjöldar laxalúsa. Það finnst hvergi. Það er ekki bleikju, ekki urrið, ekki laxi. Þannig að laxin þóli gríðarlega mikið að laxalús. En sjóbyrtingur og bleiki geta alltaf farið upp í árósuna, upp í hálseldu og losa sig við lúsuna. Þannig að hún fer af, leið hún fer í hálselduna, þá bara sleppur hún tækinu, sko. Þannig að það er mjög algengt að mjög lúsi fiskar fara bara upp í strandsvæðin og upp í árósakerfin. En laxinn gera ekki, það er búið að sýna fram á bara rannsókn frá 86 veiðar viltu laxi við Færeyjar að laxalúsin fjölgað sér á laxi í opnu úthafi. Þannig að það er ekki. Þannig að hún er gríðarlega hæf til að fjölga sér, hún þarf alveg gríðarlega hæfni, þannig að það ætla sér að þess vegna hefur þetta... Þú ætti náttúrulega ekki að vera leikar að því að fjölgunni? Nei, alls ekki. Það er stórhættulegt. Absolutt, sko, það er ekki fundist nein leið en þá til að takast á þetta, nema þessar lokuðu sjókvíar sem vera alveg lúsafrýtt. Og ég ætla ekki að tala landeldi en það hefur rökrað það er óstúan en það er ekki tengt umhverfis. Núna var að sleppa fiskullum úr landeldistöð, þannig að það er ekki eins og örugt. Þú til að þau lausnin ekki verið svo að flytja allt eldi bara upp á landi? Það er bara ramasóun og þú ert ekki að minka lífrænum mengun, þú ert að allt köfnunefni sem fer úr fisknum, það fer í upplist úr sjónum, upplist þannig að hún getur ekki safnað upp, eða 80%, 70-80% af köfnunefninu, það fer ekki þvag eða í tálknunum og það fer allt út í fjöruna. Þannig að ef að menn ætla að minnka það út með landeldi þá er það ekki hægt, sko. Ef að segja þetta dýravelferðina, þá er það komið að eftirlitsstofnunum, við erum náttúrulega búin að fara svolítið yfir það. Já, saman kopar og plastmengun, það verður nú áhugavert að taka það kannski. Það er einmitt líka með að stjórnvöld að sakast að leyfa kopar, það er til önnur varnarefni og þá alls ekki að leyfa þetta. Ég bara vil meina það. Og samandi við þann plastmengun, þá er alveg klárt mál að það er mikil mengun frá plasti, frá þessu fóðurörum en það er til tækni sem leysi það er bara að taka hana í notkun það er að nota sjó dæla fórun í sjó en ekki í lofti þá ertu bara búin að koma veg fyrir alla plastmengun þannig að atvinnugreinar
bara svo landbúnaðar sjávarútvegur, þar hafa fengið að þróast í 100 ár, laxeldi kannski komið kannski með 40 ár og en það þarf aðhald og það þarf stjórnun til þess að finna bestu leiðinar, gagnvart umhverfinu, langtímalausnir, ekki skammtímalausnir. Það hvorugt, eins og þú lýsir þessu, þá sjókvíaeldi snjöll til þess að framlega mat. Já, við getum kannski bara getið sojað beint í staðinn, það væri hagkvæmara. Já, þetta bara miklu hollara, þú ert að fá mjög gott prótein og mjög góða fitu þarna og þetta prótein sérstaklega sem kemur frá laxinu, það er eiginlega besta sem við getum getið. Og þetta snjöllleið til þess að búa til mat og við þekkjum hana meira og minna. Já. En það eru margar hættur á leiðinni og til þess að forða það þá þyrftum við að hafa svolítið ákveðnar reglur í kringum atvinnugreinina fjölda fiska og lúsina og notkun á kopar en okkar stjórnsýslu þannig hún hefur bara opnað allt á gátt. Já. Þannig það eiginlega bara opið fyrir sá versti í heimi til þess að ala fisk í sjókvíaeldum. Hann með svæði á Íslandi. Íslensku reglunar rúmast fyrir hann. Vestaslugsan, þann sem að býr til vestafiskin, það lagasta afurðaverðið. Við höfum búið til svæði fyrir hann. Já, það bara einmitt, það akkurat það sem við ætlum ekki að gera. Við vissum að það dýrara, ég veit það. Það átti ekki að fara. Við erum með dýrari framleiðslukostnað, framleiðslukostnað og hvernig bregst maður við því? Jú, maður býr til betri afurð sem fær hærra verð. Nei, við fórum ekki þá leið. Við fengum bara eigendur sem skáru niður kostnað og seldi þetta bara ódýra vöru. Það var ekki íslenska leiðin sem áttum að fara. En þetta er ekki að koma okkur óvart því að við höfum eiginlega sama system í sjávarútveginum með fiskimiðin okkar. Þar látum við örfá að fá mesta kvótanum og þeir eru í þeirri stöðu að það fyrir svo mikið sem þeir fá að þeir geta aukið hag sinn eigandinn með því að skera niður kostnað. Þess vegna erum við að sjá velvætt fiski í frystihús og íslenska varan, þú sér þann aldrei á einhverjum svona hágæða vörum og þú sér þann í svona spænskum stórmörkuðum og þú sér þann bara, þetta er svona stórmarkadót sem er framleitt hérna í bara einhverjum massa af því það er verið að skera niður kostnaði. Afurðaverðið á íslenskum villtum fiski og íslenskum ræktuðum fiski er bara mjög lágt í samanburði til dæmis við önnur lönd. Við bara náum lélugum árangur í því að ná háu afurðaverði. Vegna þess að fókusinn er allur á arðsemi fyrirtækjanna og arðsemi stórra fyrirtækja sem hafa aðgengi að ókeypis auðlundum, arðsemin, hún næst mest með því að skera niður kostnað, ekki með því að auka afurðir. En það er þjóðhagslega mjög óhagkvæmt. Já, það er bara, ef tökum bara þetta östutt saman til fiskveiðistjórnina, þá er bara gríðarleg sóun í kerfinu. Það eru faktorar þarna inni sem heitir náttúrulega afföll og það er gönguminstur þorsins eða fiska, er bara faktor sem ekki hægt að setja inn í módel og við gefum sér fasta, við segjum bara að þetta sé fasti og með því að veiða þess að nýta ekki aðferðafræði að veiða eftir afköstum, þá er bara sóun í kerfinu. Og þá ertu að tala það sem er fiski gengd og þá ertu kannski að tala frekar við grunnsæfi heldur en togaraveðarnar út eða? Já, þess vegna, það mætti alveg vera kvótakerfi, já fyrir utan ákveð dýpistjórnir. Það væri svona kvótakerfið, en síðan myndum við bara veiða meira þegar það væri stærri göngur. Já, það væri bara, við tækjum bara sveiflunar í náttúrulegum dauða. Við vitum að fæðan sveifla skríðalega á strandsvæðum, sandsíli, rækja, loðnan og allt þetta er gríðalega sveiflur í þessu. Og við erum ekki að leyfa kerfinu sem nýta auðlindina í samræmi við það sem sveiflur. Og fyrir utan það hvað við fengjum miklu betri gögn inn í módelin ef við kæmi alltaf landi með við sóknina. Þetta er alveg, við erum búin að tapa fleiri jarðgöngum á ári bara í sóun að nýti ekki þorskstofninn í samræmi með sveiflur sem náttúrulega sveiflur og það að gefa út kvóta upp á kíló eða tonn það er bara hlægilegt En ef við höfum aftur í fiskeldið þá
uppbyggingin hér, hún hefur ekki gætt að náttúrunni. Það ekki hvíldir firðirnir. Eins og þó Nei, ekki þyrfti, sko. Mannkynni fattaði fyrir 1000 ára að væri snjallt eða væri með akkur að hvílan 3 hvert ára eða svo. Já, algjörlega. Og það á við þetta. Það reyndar eftirlit með því að það sé ekki, að botnmengun sé ekki, en við erum ekki að taka tillit til laxalúsanna í þessu tilliti, eiginlega vel, sko. Nei. Og ekki tekið tilliti til dýravelferðar? Nei, það vantar þar. Að það bara verklagið, það bara að við erum að kópja allt og mikið frá Noregi, að það eftir með hlýjan sjó, eftir allir ströndinni, alveg upp í Finnmörku eftir með sjávarhita sem að fer ekki undir 3 gráður. Golfstraumurinn miklu rausnalegri við normenn heldur Íslendinga. Já, þeir eru bara svo spilti krakkar í nammibúð, sko, þeir hafa allt, þeir hafa skjól og þeir hafa hitan, þetta var ekki hægt að klúra þessu. Svo Lófóten sem langt í norðri fyrir okkur bara eins og okkur finnst að Ísland ætti að vera. Já. Golfstraumur svo góður við normenn. Það bara svo, sko, við erum, sko, það það sem að þess vegna þetta svo mikið vandamál hér. Við erum að fá norska stjórnendur inn í fyrirtækin sem að koma bara frá þessum aðstæðum og kunna ekki að lifa við þennan 4 mánaða tímabila sem að það sem að spurningu að lifa að deyja hvernig fiskurinn kemur út í veturinu, sko. En markmiðin sem að hafa verið sett hérna frá stjórnendum sem ætti að vera að gæta að náttúrunni, tryggja það hérna byggist upp atvinnugrein sem býr til hágæðavöru, hæstu afurðaverðum. Við erum ekkert á þeirri leið. Nei, það reyndar mikil bæting í þessu nýja frumvarpi með það eftirlitið stóraukið og það eina sem þessi fyrirtæki skilja, virðist vera. Og það verið kvartað yfir því að það sem var áður var hérna möguleikja því að svifta þau leifum eða minnka leifin. Ef að þú væri með leifi fyrir 100 að þá fengir þú bara 80 næsta því að þú stóðst ekki nóg vel og þurftir að vinna upp í eitthvað svoleiðssystem. En núna þetta bara sektir og menn segja það að svona stórfyrirtæki sem eru bara að mjólka firðina og reyna að ná sem hámarks hagnaði á skömmum tíma með sem minnstum tilkostnaði munar ekkert að borga sektir. Nei, einmitt. Það er rétt, sko. Ég ekki á skoðinu því, en þarna einmitt, samband við þessi lögfræði, ég er ekki svo líkur þar, en þau skilja ekkert nema þetta verulega hörð viðurlög við brotum og við erum að gera miklu meiri kröfur í umhverfismálum en við gerum í dag, sko, gagvart þessum þáttum, sko, það segir, sko. Eitt sem hefur verið nefnt hvernig uppbyggingin hefur verið hér, að því að þú er búin að vera í þessu svo lengi, að það hérna sem maður hugsa náttúrulega þegar maður er á Patró eða Tálknafirði og sér þessa kvíar og þessi fyrirtæki sem að meira og minna er í erlendri eigu. Og maður velti fyrir sér, ég meina, erum við ekki komið lengri en það að hérna einhverjir svona norskir kappójar koma hérna og hérna nýta firðin okkar og græða eitthvað stórkostlega og fara náttúrulega bara með arðin af þessu. Og hérna við eigum að bara þakka fyrir að það eru nokkrir sem fá vinnu við þetta og þetta er eitthvað sem þetta er svolítið svona 1900. Þetta er eins og þegar hérna normenn komi að veiða hvali á þessum slóðum, sko, fyrir meiri 100 árum og svo fóru þeir bara. Já, sem leitið það, sko, reyndar var leitað í nokkur ár að fjárfestum á Íslandi áður en Norðmönnum hérna, var leyft inn í atvinnugreinina. Það var bara þessi villutrú að laxeldi væri bara ekki vetursetjandi vegna þess að saga fiskeldis í Íslandi er ekki vola fögur. Þetta var gert að miklu vanefnum og ekki með góða stofna til að byrja með og svo hérna var kannski markaðsaðstæður og annað sem höfðu áhrif líka en það er bara gríðileg þróun í þessari atvinnugrein en það var engin að taka undir þetta. Það voru bara nokkur frumkvölar sem byrjuði þarna 2009-10 og fengu enga skilning hér innanlands sem fjárfestar og svo komið þessir var bara að opna gáttinn fyrir þessu normenn og þeir sá þessu leik á borði. Þetta er bara, sagan hérna er kannski ekki eins slæmi svo í Síle en þar fara í norsku fyrirtækin fyrir aldamótin og það var ekkert þessi regluverk og
og það voru bara skammtíma sjónarmið huga það sko og hérna erum við að, eins og það segir sko, við erum ótrúlega sein að taka upp almenna stjórnsýslu í þessari atvinnugrein sko. Já, og kannski ekki eins slæm út Chile en lík Chile. Chile náttúrulega fyrirmyndaríki nýfrjálshyggjunnar, þar sem allar reglur og allt eftirlit þykir vera til trafala. Já, það bara endast fengar súpa að segja því sko. Já, hvað gerist þar? Það var bara gríðarleg massa sjúkdómur sem kom upp. Þetta var ekki stór svæði sem menn fóru á, menn ákvaða að vera bara það sem var ódýrast að reka laxeldi og þeir voru bara hlið við hlið og það kom bara upp sem veri sjúkdómur sem sló þetta alveg flatt. Þannig að það var, þetta kringum 2005 eitthvað sko, þá hrynur minkarum meirinn helming og það, í kjölfarið fer að laxa verða að hækka í heiminum sko, það var lágt frá aldamótum 2007-2008, síðan hefur það verið gríðarlega hátt laxaverð og það er svo þessi normin hér, þetta virðist vera bara eitthvað gæluverkefni hjá þeim, þeir eiga svo mikið peningum, það er alveg sama hvað mistökin marg endtekin, þeir halda alltaf áfram og virðist ekki læra, ég er alveg gapandi yfir þessu. Við erum með fyrirtæki sem er virkilega að standa sig vel í sjókvíaldi, sem er stjórna af Íslendingum og þar er miklu meiri skilningu fyrir þessu sérstæðu umhverfisskilurum sem við erum með hérna. Þannig norðmenninni komum bara með peninga, þeir kom ekki með neitt know-how? Nei, þeir vil ekki læra. Ég var nú í Noregi í 7 ár og mér fannst þeir ekki mjög kreatífir. Þetta er bara fært upp í hendunar á þeim. Þeir eru með skjóli, þeir eru með hitan og var ekki hægt að klúra þessu og svo ætlaði þeir að koma hingað sem er mikil veðurhæð og minna skjól og miklu kaldari vetur og það þarf bara mikla þekkingu í þetta eldi hér. Þannig það verður alltaf áhættusamara hér? Mikla áhættusamara. Kostnaðarsamara? Já. Þú getur búið til betri fisk, þú getur búið til fastari og betri fisk. Nei, við erum ekki að selja hann fyrir það sko. Þannig að fyrir í fiskibúð bara segjum í París, þá sér maður þarna norskan eldislax á kannski, mér liggur að segja þreföldu verði á við íslenska þorskin, villta þorskin. Og ég velti oft fyrir mér í horfa á þetta. Hvernig stendur á þessu? Ég myndi alltaf telja að villtur þorskur væri meira virði heldur en eldislax. Já. Það er bara eins og hreindýr er meira virði heldur en naut. Já. Það er bara sorglega hvernig það hefur þróunin hefur verið að við skildum fara þessa leið sko að fara að lækka kostnaðstæðan fyrir að selja þetta hágæða vöru sko. Þegar fjarralags er yfirtekið af normunum að þá er öllum vottunum hent út sko. Við vorum með vottun til að selja á Bandaríkin, á Whole Foods og það var ekki talin ástæða til að halda því áfram sko. Það var bara og kostnaðarsamt að vera standið því. Það var að koma sem mesta massanum hann í gegn já. Á meðan að eftirlitið og kröfunar eru svona litlar og ná sem mestum arðseminni til þess að greiða eigundunum og því að það er ekki verið að horfa til lengri tíma, það er ekki verið að byggja upp atvinnugrein sem patrísvirðingar eða þarfvirðingar ætla að lifa á næstu 100 árin. Já, það er það sem þarf að hugsa um. Þetta er atvinnuþróunarmál og það þarf að vera langtíma sjónarmið í huga, gagnvart umhverfinu og öllu leyti sko. Og ég vil meina við erum bara í brekku á sömu faktorunum, við þurfum bara stjórnsýsla þarf að taka sér tæki og það þarf að verða langtíma hugsun meira í fyrirtækjunum að þá þannig ég hef hingað til ég trúi því að það sé hægt að menn vilji fara þá leið en þessar stóru ranghugmyndir og upplýsingaþvæla marga þætti er bara ekki að hjálpa neitt sko í þessar atvinnugrein sko þetta er umræðinu sko það er bara að séu dauðir firðir allan Noreg og séu útrýma laxastofnum og þessi stórir þetta er bara ekki rétt. Svo er líka kostulegt Jón að atvinnugreinin svarar með einhverjum fáránlegum auglýsingum það sem hefur verið að lýsa sko sjókvíaeldi sem einhvers konar
einhverju svona samverka mönnum með Guði í sköpunarverkinu og einhverju svona og bara fiðlu tónar undir, hvað allt saman fagurt og ljúft. Umræðan komið svolítið þangað. Já. Það fyrir að koma og ræða málin, að þá kýs peningavaldi bara að keyra yfir allt saman með ímyndarauglýsingum. Já, þetta bara sorglegt, sko, ég samla því þetta. Þeir hafa alveg efnaði að taka upp miklu umhverfisvænni aðferðir. Þeir hafa vel efnaði. Þeir kjósa bara að keyra auglýsingar yfir það, ég vonum að fá að halda óbreytt ástandi. Já, við höfum bara gert kröfu bara miklu betri vinnubröð. Herðu, Jón Örn Pálsson, sjávarútvegsfræðingur, takk fyrir að koma hingað og tala sjókvíaeldi. Takk fyrir mig. Takk. Og við ætlum að sitja hérna áfram og reyna að skilja samfélagi sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Þarftu að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, í gær þá ræddi ég við Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor á Akureyri sem átti leið bæinn og við vorum að ræða fyrst og fremst öryggis- og varnarmál á Íslandi. Sumleiti að því að það virðist vera að það sé svona ákveðin stefnubreyting í gangi sem að Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir hefur svona ágætlega farið yfir bæði á Sprengisand á sunnudaginn og í Silfrinu í gærkvöldi sem að reynda var tekið upp eftir að ég ræddi við Hilmar Þór en í samtali mínu við hann í gær þá held ég að við snert eiginlega flestar sem að þar kom fram. Það augljóslega stefna stjórnvald á Íslandi að auka mjög framlög til hermála á Íslandi. Það stefnubreyting að við erum byrjuð að senda vopn á vígvöllin sem eru notuð til þess að myrða fólk eins og gert við vopn og margt fleira sem að bendi til þess að stjórnvöld vilji venja okkur við þá tilhugsun að við þurfum að stórauka allan stórauka framlög til varnar og hermála. Það sé voveiglegir hlutir að gerast að stríðið í Úkraínu séu ógn við okkur og þar fram til göttunum. En eins og ég sagði í lok samtalsins í gær að þá ætlaði ég að fá Hilmar Þór til að koma aftur og hann hingað kominn, Hilmar Þór. Já. Það sem að mér datt í hug þarna í gær að því að sömuleyti vorum við að ræða út frá svona breyttu mati íslenska stjórnvalda á okkar hagsmunum í heimi sem að breytast fyrst og fremst út af stríðinu í Úkraínu. En það í stærra samhengi því að svona heimsmálin hafa verið að breytast á undanförnum árum að við erum að fara út úr tímabili, skammvinnu tímabili þar sem að Bandaríkin voru eiginlega eina stórveldið sem að var að spila stórveldaskákina sína en síðan hafa kannski svona eftir hrun og sumir vilja kannski segja svona frá ég veit ekki, 2008 segja sumir 2016 eitthvað að þá erum við komin inn í heim sem allt öðruvísi þar sem að Bandaríkin hafi ekki ein þessa drottnandi stöðu kerfið sem að þau byggðu í kringu sig til þess að viðhalda völdu sínum og eftirstríðsárunum að það kannski ekki að virka. Kína orðið stórveldi. Sumir vilja skilgreina Rússland, að Rússland sé aftur komið með stórveldastöðu þótt þau hafi ekki sama efnahagslega styrk kannski eins og Kína og Bandaríkin. Það má sjá að suðrið að svona sýnir merki þess að vilja ekki lengur beygja sig undir það reglur sem að Bandaríkin og Vesturveldin setja. Þannig að það er rót í heimsmyndin okkar og kannski eðlilegt að við reynum þá að reyna að skilja hver stað okkar í því samhengi. Og það sem að mér langaði til þess að ræða við núna kannski þessi nýja stórvelda pólitík sem mikla líkur á að muni svolítið lita framtíð okkar að litla sem við höfum eftir að framtíð Ylvar
Margir sem stundum það eins og bandarísk stjórnvöld séu einfaldlega að tala sig upp í stríðsátök við Kína. Sko náttúrulega, ef við förum aðeins lengra aftur í tíma, þá voru Sovétríkin til, við alveg fram til 91, á meðan kalda stríðið stóð, og til 91, þá voru 2 stórveldi, það var hans vegar Bandaríkin, sem var alltaf öflugast, og þeirra bandamenn Bandaríkina, og náttúrulega NATO, og síðan varstu með Varsjárbandalagið og Sovétríkin. Þá voru við með 2 kerfi, 2 stórveldi, 2 kerfi, og 2 hópa sem voru með misjafnt stofnanakerfi, mismunandi reglur. Síðan hrynja Sovétríkin 91 og þá er bara 1 stórveldi og það má deila það hvenar það breytist. Árið 2016 verður það að Kína á jafnvirðisgengi er orðið stærra hagkerfi heldur en jafnstórt Bandaríkjunum og árið eftir stærra hagkerfi komið fram úr Bandaríkjunum í verki landsframleiðslu manna á jafnvirðisgengi. Já, miðað við verðlag í löndunum. Já, og Kínverjar geta gert meira innan sinna landamæra í kínversku hagkerfi heldur en Bandaríkjamenninni sínu. Já, og þá er líka hugmyndin svo að land sem verður svona öflugt efnahagslega, það fer fljótlega að hugsa sínt öryggi og þá fer það að byggja upp her eins og Kínverjar náttúrulega að gera á áberandi átt og fannir að íta svolítið við nágrönnum og hafa miklar ágjur af siglingaleiðum eins og í Suður Kína hafi og aðganga varðandi sjóleiðir fram hjá Taiwan og eru komin í samstarfi Rússa. Þannig að sko þá við fórum úr tvípólaheimi sem var Sovétríkin Bandaríkin yfir í einpólaheim sem frá 1991 svona kannski 2016-17 og eru núna komin í hvort sem við kollum það tvípóla aftur það Kína og Bandaríkin sumir vilja og ég hallast að því að Rússland sé að mörguleiti stórveldi að því að Rússar ráða við svæði sem er álíka stórt og Kína og Bandaríkin til samans, þeir hafa eiga gríðarlega miklar auðlindir, þeir eru kjarnorkuveldi og þannig og þeir eru herveldi, við erum að sjá það því miður í Úkraínu hvernig það er að þeir eru sterkari heldur en margir heldur væru og þannig en það sem gerist náttúrulega þegar við vorum á þessum tímabili þegar Bandaríkin voru dóminandir þá að ráða þeir hvað reglur gilda og hugmyndin er svo sko hér Vesturlöndum við erum fremst, við erum best, okkar gildi eru fremri öðrum gildum og við erum lýðræðisleg og við virðum mannréttindi þó við vitum alveg og við getum alveg bara gasasvæðið eitthvað, við förum ekki alltaf eftir reglum. Guantanamo Bay og innrásin í Írak. En alltaf við erum sko, þetta er svona svipað eins og þetta er svona trúarbrögð, að því leiti að Guð skapaði mannin í sinni mynd og Vesturlönd þurfa að skapa heiminn í sinni mynd. Við þurfum að útbreiða lýðræði, mannréttindum, við þurfum að gera þjóðir háðar hver annari og það eru allir að fara inn í sömu stofnanirnar. Með góðu eða illu, það má beita hervaldi til þess að skapa Írak í okkar mynd eins og var reynt. Já, það má sprengja og drepa, það getur gengið svo langt að þú reynir að sprengja lýðræði eða breyta þjóðum með hernaði. Og það er náttúrulega mjög hættulegt en allavega sko og náttúrulega Bandaríkin voru fórustyrkjum við Alþjóðabankinn, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, Alþjóðaviðskiptastofnunin, Sameinuðu þjóðirnar, þetta er allt saman hérna hafa Vesturlönd skrifa ákveðna reglur. Og það sem við erum að sjá núna síðan 2017, 18, 19 og núna, það sem við erum að sjá gerast núna er það að lönd sem eru flokkað sem utan Vesturlanda, þeim eins og BRICS-löndin, þau eru fann að skrifa sínar eigin reglur. Halda sína eigin fundi, setja á fót sínar eigin stofnanir, tala að hætta að nota dollaran. Þau eru að gera byltingu og á meðan Vesturlönd segja að við erum búin að skrifa þessar reglur, við vitum betur, við erum betri. Eins og Madeleine Albright sagði, we stand taller, we see further. Við stendum herra, við sjáum lengra, við erum meiri en þið. Við erum framtíð mannkins og ef þið ætlaði að eiga hluti í henni þá verður það að koma eftir okkar braut. Já, sko, ef þú vilt vera valdamikill, þá vilt þú skrifa leikreglurnar. Og öll stórveldi vilja skrifa leikreglurnar. Og Bandaríkin náttúrulega eru þannig, en Kína er líka þannig. Og þeir eru farin að skrifa ákveðnar reglur og svo vegna Úkraínurísi þá búið að ýta Rússum algjörlega í fangið á Kínverjum og þeir eru farin að vinna mjög náið með þeim. Kínverjar, þetta stórt land með 1,5 milljón manna, Rússland ekki nema 1/10 af Kína í fólksfjölda hagkerfi,
dvergur í samanburði, samt á gríðarlegar auðlindir og náttúrulega hefur aðgang að norðurslóðum og hefur ýmsa möguleika og gas og olíu, allt þeir eru með málma sem þeir hafa. Herveldi. Já, og þessi lönd fara að vinna saman og fara síðan að skrifa sínar eigin reglur og fara að búa til vettvang sem BRICS, sem svona samkeppni við G7, þar sem þau koma saman og það sem vekur athygli hjá manni það að ef maður les fundagerðið að kommunikera hjá G7 eða NATO, þá alltaf þessi vælli við því akkur eru þeir ekki eins og við, akkur eru þeir ekki eins og við, akkur fara þeir ekki eftir því sem við segjum, akkur endurskapa þeir ekki sjálfa sig í okkar mynd. Það þessi væll alltaf út af þessu. Ef þú lett fundagerðið frá BRICS, það er miklu meiri balans. Og þetta er alltaf hlægilegt. Ég hef verið að fara svolítið til Asíu og tala við aðila í Hanoi eða Bangkok eða í Kína eða í Peking eða hvað það er. Þeir líta okkur í Vesturlöndum sem ég myndi flokka sem strategísk fíbl. Að við einhvern veginn viljum einhvern veginn láta aðra fara eftir okkar reglum eins og eitthvað í Úkraína að stækka NATO alla leiðin upp í að landamærum Rússlands og við taka ekki tillit til þess að það eru ákveðnir öryggishagsmunir sem önnur lönd hafa. Við viljum ekki skilja þetta. Ég hef nefnið í Vietnam áður að þeir skilja þetta. Þeir til dæmis eru með norðurlandamæri í Kína. Þeir segja þeir eru 100 milljónir manna, þeir eru hagkerfi sem hefur stækkað gríðarlega mikið og þeir segja að við erum með 4 nei sem myndi aldrei ganga á Vesturlöndum. Engin hernaðarbandalög, aldrei, því þau eru ögrun við Kína. Engan erlendan her í landinu, allra síst við landamæri Kína. Aldrei að beita valdi í alþjóðasamskiptum og ekki hóta því heldur. Og aldrei að taka afstöðu með einu ríki gegn öðru. Þessi stefna er svolítið asísk stefna og tengir svona realisma í alþjóðasamskiptum. Það sem menn reyna að gera grein fyrir því að það er ákveðnir hlutir viðkvæmir og þegar maður tala um þessi Vietnama og yfirvöld þar og aðalega Úkraínustríðið, þeir bara hrista höfuðið, þeir skilja þetta ekki og þeir velta þessu hvað er þessi að þessu fólki í Evrópu. Þú meinar að fólk hafi verið að leika sér að hættunni og raunverulega magnað upp aðstæðu sem gæti ekki enda með öðru en stríði. Já, það er sjónarhóli í Víetnam. Ef þú ert að horfa á þetta út frá asískum sjónarmiðum, hvernig Asíumenn horfa á þetta, og það er búið að vera mjög friðsæl alveg, það hefur verið átök í Asíu en ekkert alvöru stríð þar mjög lengi og ekkert í nálætti eins og núna er í Evrópu, nálætti eins mikið. En það er allt önnur nálgun, það er miklu meiri varfærni. Já. En krafa vesturveldana að hinir verði eins og þau, það gildir bara stundum. Að Vesturveldin og Bandaríkin hafa geta átt í samskiptu við herforingjastjórnir, þeir hafa geta átt samskipti við Sádi-Arabíu sem er konungsveldi og mjög takmörkuð mannréttindi. Það eru ágætis samskipti held ég Vesturveldana við til dæmis Marokkó, þar sem að sami maðurinn er bæði ríkasti maðurinn og með mestu viðskiptahagsmunina, hann er líka æðstiprestur og hann er kóngur. Þannig að það er í sömu tilfellum er Vesturveldunum alveg sama þó svo að hinn svokölluðu vestrænu gildi séu í engu bara ekki í gildi en þau draga þetta bara fram svona þegar þeim hendar. Það er svolítið mikið þannig. Og svo ég ekki líka að tala um Ísrael sem er rekið apartheidstefna gagnvart Palestínumönnum. Það er mikið að þessum átökum snúast aðgangaauðlindum. Þú nefndir Sádi-Arabíu og svo Íran. Þetta er stóru löndi sitt hvorum yfir Persaflóan og Bandaríkin hafa reynt að hafa góð samskipti í Sádi-Arabíu, auðvitað eru þarna miklu olíuhagsmunir. Sádi-Arabía hefur til dæmis samt ekki verið mjög svona samstarfsfús við Biden hefur fór þarna í heimsókn og kóngurinn kom ekki á flugvöllin, það er ákveðið signal eða kóngurinn kemur ekki á flugvöllin, það kom á forseta Bandaríkjanna svona verið treg í taumi en þeir hafa viljað halda samskipti við Sádi-Arabíu. Sádi-Arabíu er lykilríki í olíuheiminum og svo Sameinuðu arabísku furstadæmin og Katar og þetta, þau reynt að hafa samskipti við þau þó að þau séu alls ekkert vestræn lýðræði. Íran náttúrulega er ekki góð samskipti. Kína hefur hins vegar spilað á þetta og þeir eru í góðum samskiptum við þeir eru búin að taka bæði Sádi-Arabíu og Sameinuðu furstadæmin og Íran inn í BRICS og þannig að þannig erum að
þannig erum að ræða samkeppnum auðlindir og ef auðlindir eru fara að skipta máli og það líka öryggismál, þá eru þessi mál settir eins og mannréttindi og svona lýðræði settir hliðar, því það auðlindirnar eru skipta svo miklu máli. Vesturvöld tala aldrei hinn svoköldu gildi sín, nema að hafi bara eitthvað svona pólitísk gildi við að styrkja stöðu sína gagnvart auðlindum. Ef að öryggið þetta er í hættu, þá hendur þessu til hlið. Sjáðu til dæmis þegar Richard Nixon og Kissinger ákváðu að opna samskipti við Kína. Þetta var kommunístaríki. Auðvitað eru mannréttindi þarna ekki vestræn og þarna er ekki stjórnkerfið vestrænt og pólitíkin er ekki vestrænt, þetta er einræðisríki og þungar ásakanir mannréttindabrot, en af því að þeir Richard Nixon og Henry Kissinger töldu að Bandaríkin gæti ekki staðið í átökum við Sovétríkin og Kína á sama tíma, þá var þessu bara ítt til hliðar og opnuð mikil viðskipti við Kína á þessum tíma. Kína var opnað, þannig að sko að öryggismálin hafa alltaf forgang fram yfir allt annað, hvort sem það er efnahagsmál, mannréttindi eða lýðræði. Það eru öryggismálin og fyrir Bandaríkin þá eru mikilvægustu svæði í heiminum, það er Austur-Asía vegna Kína og svo var þetta allavega þannig að Persaflóan var nummer 2, það sem varst að nefna Sádi-Arabíu og Íran og Sameinuðu arabísku furstadæmin vegna auðlinda, vegna olíu og svo Írak, það sem er búin að vera stríð og var ólöglegt stríð 2003 og svo ertu með Evrópu. Evrópa hefur kannski færst ofar að lista núna aftur vegna þess að nú erum við allt í einu komið með svona stórt og mikið stríð þar sem að lítur bara, það sem NATO er komið alveg á bólakaf og svo mikið á bólakaf að þeir geta valla fundið útgönguleið og stríð sem gæti verið að tapast bara í sumar eða maður geti séð Úkraínu tapa í sumar eða bara í lok þessa árs í síðasta lagi sko þannig stað, en allavega það er þannig að ef að öryggishagsmunir og eru í húfi þá eru held í Vesturlönd að með alveg segja það að þau eru tilbúin að setja til hliðar allar svona reglur mannréttindi og lýðræði og slíkt. Öryggismálin eru bara aðalatrið og svo náttúrulega líka er þetta auðlindirnar, þær tengjast bæði öryggismálum ekkert síður en efnahagsmálum. En það hefur NATO engar áhyggjur af hrörnun lýðræðis til dæmis í Tyrklandi eða Ungverjalandi, hafa engar áhyggjur af því? Já sko, Ungverja, sko, Donald Trump hefur haft gott samband við Ungverjaland, en miklu síður Joe Biden til dæmis. Og Tyrkland náttúrulega er í NATO, er NATO-ríki og þar er þetta að hugsa siglingalegir Svartahafið sem að Rússar og Tyrkir hafa barist lengi, þannig að hafa Tyrki inn í NATO skiptir máli þó að það sé ekki svona hægt að segja þessi dæmigert vestrænt lýðræði með mannréttindum og svo náttúrulega eru þessi svakalegu spenna á milli Tyrklands og Grikklands og þau fóru í NATO sama árið, það er 52 og Tyrkir eru logandi hrættir við Grikkir eru logandi hrættir við Tyrki og þessi lönd voru tekin bæðin í NATO til að koma stöðuleika þar. Það er suðupottur sem getur svoðið upp úr. Þú nefndir að 2016 sem vendipunkt, það sem við erum örugglega komin inn í margpóla heim. Það er líka árið þar sem að Donald Trump var kosinn forseti og hann hafði breytta utanríkisstefnu. Hann virtist ætla að draga úr svona áherslum Bandaríkjamanna á Evrópu, lagði áherslu á Evrópu þjóðurnar sjálfar, kostuðu sínar varnir, þeir létu ekki Bandaríkjamenn draga bara vagninar og það er stefna sem að Biden hefur síðan haldið áfram. Trump lagði áherslu á það að raunverulega andstæðingur væri Kína og var eins og hann ætlaði að flytja áherslunar yfir til Asíu. En stríðið í Úkraínu hefur eiginlega fest Bandaríkin og ef þessi svæði sem þú nefndir áðan, sem að Bandaríkin leggja áherslu á, sem er síst Evrópa, svo Miðausturlönd og Persaflóin og svo Asía, að þá eru Bandaríkin núna, maður getur sagt bara í vondum málum í Evrópu, vondum málum í Miðausturlöndum. Já. Það má segja sko að horfir þetta út frá alþjóðasamskiptum. Þeir félagar Nixon og Kissinger myndu segja eins og svo, þið getið ekki farið í átöku Kína ef þeir eru með allt niður ykkur bæði í Miðausturlöndum og Evrópu. Já, hann myndi segja það og þeir Henry Kissinger var náttúrulega, hann var 100 ára gamall þegar hann dó, hann talaði um þetta frá síðustu stundu, hann var realisti, hann hefði reynt að ná betri samskipti við Rússland. Hann hefði örugglega talið að það væri mjög óráðlegt fyrir Bandaríkin að vera í þessum átökum við Kína og Kína
og Kína miklu meira ógnheldur en nokkuð tíma Sovétríkin voru, því Kína, við vorum að tala að Kína orðið kannski á að jafnvirðisgengi, stórt eða stærra en bandaríska hagkerfið, á meðan að sovétska hagkerfið var aldrei nema kannski 1/3 af bandaríska hagkerfinu og sem rétt að geta töluvert, því að bandaríska hagkerfið hefur náttúrulega verið einn undarlegasta maskína sem hefur verið til á jörðinni. Já. Þannig að við erum ekki að tala eitthvað svona jaft, þetta bara breytir öllu ef það verður til önnur svona maskína annars þar í heiminum. Já, en ef þú ert að horfa út frá hagsmunum Bandaríkjanna og gleymum Evrópu í bili, þá mjög óskynsamlegt fyrir Bandaríkin frá öryggissjónarmiði og öryggissamkeppni að vera í svona harðri baráttu við Kína og Rússland á sama tíma. Þannig að þetta þjónar ekki hagsmunum Bandaríkjanna og til lengri tíma litið, því þessi lönd þjappa saman og þau og BRICS-löndin að safna þessu öðru löndum og lönd sem teljast ekki til Vesturlanda eru svona 87% af mannkyninu, að það mjög erfitt að vinna þetta stríð og þess vegna ef við erum að horfa út á bandarísku sjónarmiðum, að þá hefði að vera með Rússland í liði með sér hefði verið betra fyrir þá að það veri Bandaríkin og þeirra NATO-ríkin og svo þessi Asíuríki sem Bandaríkin í góðu sambandi við eins og Japan og Suður-Kóreu og svo Ástralía og Rússland væri með. En það varði ekki, þannig út frá sjónarmiðum Bandaríkin þetta ekki skynsamlegt. Hins vegar var þessi NATO-stækkun endalaust austur þegar Varsjabandalagið var lagt niður. En hún á þessu tímabili þar sem við lifum í einpóla heimi og þá kannski spurningin að Bush yngri og þeir sem voru forsetar á því tímabili hafi einfallega litið svo á að Bandaríkjan gætu komist upp með það að þrengja að Rússlandi og Kína og gæti raunverulega stjórna heiminum bara eins og vildu, verið í átökum inn í Miðausturlöndum. Já, og líka og þeir þyrftu raunverulega ekki að spurja neitt og þeir myndu geta haldið út frá styrkleika sínum, haldið drottnandi stöðu í heiminum bara eins og þau vildu. Já, og líka það að tala það í ráðamenn mér að segja hér á landi og bara út allar Vesturlönd að Úkraína myndi bara sigra stríðið og Rússland myndi þurfa að kyngja og svo rússneska hagkerfið myndi hrynja út af viðskiptaþvingunum. Tökum eftir því átt að hrynja ég meina hagvöxtur á þessu ári alþjóðagjaldeyrissjóðnum 3,2%, í Þýskalandi 0,2%. Þýska hagkerfið bara dautt á meðan rússneska hagkerfið 3,2%. Það mjög viðnandi hagvöxtur miða við stöðuna sem uppi. Meiri hér, ég held að það spáði 1,7 hér. Já, en allavega það allavega mjög viðnandi staða og þannig að því að Kína hefur búið til líflínu fyrir Rússland efnahagslega og Indverjar hafa líka verið í viðskiptum á fleiri, Rússar ekki inn í viðskiptabannin en bara við lítið hluta mannkins. Þannig að það var talið að þeir myndu kyngja þessu. En svo kemur á móti þessi erfiða saga náttúrulega sem að mörg NATO-ríki eiga gagnvart Rússlandi og þá það Pólland og Eystrasaltsríkin. Það var nú sagt því að ég veit að þú sást ekki Silfurþáttinn í gær. En þá sagði Þórdís Kolbrún meðal annars að hættan væri svo að Rússa myndu ráðast inn í Eystrasaltslöndin, Pólland, við man ekki gótt að nefndi fleiri lönd Já, það sumir sem halda það að Rússa myndi bara fara inn í París og Berlín og London bara á morgun Þetta var nú bara stjórnvöldur okkar voru að halda þessu fram bara í ríkisútvarpi. Já, mér finnst þetta mjög fjarlægt. Auðvitað Eystrasaltsríkin eru mjög viðkvæm. Ég held ég viti meira Eystrasaltsríkin heldur sumt af þessu fólki sem var í svo þætti. Ég veit ekki hvað, ég bjóð þetta í 4 ár. Og ég veit alveg hvernig þeir hugsa og ég skoða þessu lönd mjög rækilega. Ég veist að okkur í utanríkisráðuneytinu hafi gert það rækilega og 25% íbúa í Eistlandi og Lettlandi eru rússnesku bergi brotnir. Þetta mjög erfið saga, það ofsarhæðsla, það þessi löngu landamæri og svo náttúrulega Pólandi var skipt á milli Sovétríkjanna og Þýskalands á sínum tíma og þessi lönd vildu að Úkraína færi inn í NATO og þau vilja það þjóna þeirra hagsmunum að veikja Rússland eins mikið eins og hægt og þess að hafa sérst að Úkraína verður að vinna stríðið og þau verður að moka inn vopnum þarna og þau tala líka að senda hermennarnin, þau tala líka að taka herskildu upp í öllum NATO-ríkjum þar á meðal Íslandi. Ég meina Íslandi ekkert undaskilið í því, þau vilja það.
og svo Litáin með þá stefnu þeir eru ekki bara í stríði við Rússland, heldur eru þeir að sparka í Kína líka með því að opna hálfgildi sendir á því Vilnius sem að gerir Kínveri náttúrulega alveg brjálaða. Þannig að þessi utanríkisstefna sem Tævanotni eða? Tævan, hvað sagði ég? Tævan, ok. Tævanotni í Vilnius. Tævan opnaði hálfgilding sendir á í Vilnius sem náttúrulega gerði allt brjálað í Kína. Þeir vilja ekki sjá svoleiðis. Og frá mínum bæði það er mjög heimskur utanríkisstefna. Og ég búin að vera að kenna þetta í 20 ár. Heimskulega því að lítið lönd eigi ekki að vera að leika sér að því að sparka í stórveldi. Þú sparkar í stórveldi ef að þú hefur mikla hagsmuni og lífshagsmuni eins og Íslandi landhelgisgæslunni, en ekki, nei, og það sem ég óttast að þetta eru NATO-ríki, að þú ert komin inn þannig heim að þessi ríki eru með mjög harða stefnu og NATO er orðinn sundurleitur hópur og þetta getur valdið stór styrjöld með ófyrirsjáum afleiðingum. Þessi lönd, ég er búin að kenna í þessum löndum hér 20 ár og ég tala alveg við þá eins og þig og það er alveg nægilega mikið lýðræði í þessum löndum og málfrelsi að þeir bjóða mér alltaf að koma aftur og tala með þetta sama. Þeir eru ekki sammála kannski einu sem ég segi, það er annar mál. Það er þetta RÚV sem að býður ekki oft? Já, ég meina það er náttúrulega við vitum að þeir vilja bara hafa umræðina á mjög þröngu sviði og það á að vera málfrelsi, en ég hef komið á RÚV en það mætti vera miklu breiðari vettvangur. RÚV náttúrulega hefur þá lagaskyldu að halda upp í fjölbreyttum umræðum í þjóðfélaginu, og vönduðum umræðum. Því miður þá gengur ekki vel að gera það. Allra síst kannski í þessum málum. Já, þetta er náttúrulega málstæða sem að kannski stjórnvöldur á hvernig línu og þú verður að vera innan ákveðna marka og ég hef heyrt í starfsmenn sem kvarta sjálfur yfir því að þeir hafi ekki talað við nema vissa aðila. Og allavega við vorum að tala ólíka afstöðu til Rússlands, löndi sem hann í austri eins og Eystrasaltslöndin og Pólland hafa sögu, það er ólík sjónarmið innan NATO, en mér heyri stundum eins og stefna íslenska stjórnvalda sé sú að við eigum að taka upp þá stefnu gagnvart Rússlandi sem að Eystrasaltslöndin eða Pólland hafa. Já, en það sem ég er að segja þessi lönd sem ég var að tala Eistland, Lettland, Litáin, Pólland eru með þá stefnu að þeir ganga til borðs og höfus á Rússlandi. Og þá var nota NATO til þess. Það sé eina leiðin því þau hafa svo sára sögu. Helst að kljúfa upp. Það þarf að ganga milli bols og höfs og við vitum það að fyrir okkur er þetta hættulegt að nota varnarbandara sem við erum í og við erum ekki með her og við erum ekki, held ég, tilbúin að senda unga íslenska menn og konur í herbúningi til í sláturhús. Við erum ekki tilbúin að gera það. Þetta er eiginlega stefna íslenska stjórnvalda. Og við erum ekki tilbúin það sé öryggishagsmunir Íslands að Úkraínumenn vinni fullnaða sigur á vígvellinum og ógnin af Rússlandi verði kveðið niður sem að kannski felst í því að brjóta Rússland upp bara í smærri ríki. Já, það er ein leið og ég held að það sé mistök en allavega eins og með þykir vænt þessu lönd, Eystrasaltsríkin og Pólland þá held ég að þessi harðlínustefna, þú getur ekki drepið 140 milljónir manna, það gengur ekki upp. Þú verður að einhvern veginn að lifa með því. Alveg svo, ef þú tekur Gaza, þá verða Ísraelar og Palestínumenn einhvern veginn að lifa saman. Hversu erfitt sem það er. Annað, þú getur ekki stúta heill í þjóð, það gengur ekki upp. Og það er ekki samræð með þessu vestrænu gildi sem að vestræn lönd er að tala um. En það er það sem við erum að hugsa. Þess vegna er hættulegt, NATO fyrir okkur hefur virkað mjög vel. Við erum stofnaðar af NATO, við virkað mjög lengi vel. En það vaknar spurningar þegar bandalegur eru 32 ríki og það eru lönd sem eru með ábáslega óreinsæja stefnu í varna gagnvart Rússlandi og sem getur ekki leitt til annars en ófríðar og jafnvel heimstyrjaldar og kjarnorkustyrjaldar að þá fyrir varnarbandalagi þá breytist eðli varnarbandalagi og það er hættulegt. Sjáðu svo Úkraínuforseta, hann hefur eiginlega enga reynslu í alþjóðasamskiptum. Margt sem hann segir er svona svipað og það er jáfnvel ennþá vitlausara heldur en að sumir Eystrasaltsspekingarnir segja eins og utanríkisráðherra í Litáin sem ég held að sé algjörlega út úr korti eins og samskipti með Kína. Litáin sjálfur eru á móti því sem hann var að gera. En hann til dæmis segir það að Bandaríkin eiga bara að koma í stríð við Bandaríkin eiga að koma í stríð og hjálpa Úkraínu beint með hermönnum af því að þeir gerðu þetta í Ísrael. Hann heldur að það sé raunsætt. En í fyrsta lagi, þú skoðar samband Bandaríkjanna og Ísrael, þá hefur Ísrael sterkari tök
á Bandaríkjunum heldur en allt NATO til sama svo öll NATO-ríki. Eiginlega eina dæmið þar sem að Bandaríkjamenn fara og styðja smátt ríki raunverulega gegn eigin hagsmunum. Já. Það hægt að fara rauk fyrir því að Bandaríkjamenn hafa oft gert það, stutt Ísrael, þó það þjóni ekki hagsmunum Bandaríkjanna. Já, það er engin önnur dæmi það. Nei, það eru margir bandaríski fræðimenn við toppháskóla sem halda þessu fram, sem þú ert að segja. Og svo það hitt sem að Zelenski virðist ekki átt að sjá, að ef að segjum eins og svo að Bandaríkjamenn að hjálpa Ísrael, gagnvart Íran, Bandaríkjamenn eru komin þá í stríð við Íran, sem erfitt. Ok? En ef Bandaríkjamenn er komin inn í stríð í Úkraínu, þá er komin í stríð við Rússland. Það allt annar hlutur. En eru ekki Bandaríkjamenn komin í það stríð? Þau eru komin á fremstu nöf, því að það er sagt, og ég get ekki sanna þetta. Það eru herskararnir af svo kvöldu sérfræðingum. Það tala aðilar sem að þjálfa, aðilar sem eru í viðhaldi og ráðgjöf og hjálpið að beita vopnum. Svipað var í upphafi í Víetnamstríðinu. Þeir eru komnir alveg á bjargbrúnina og kannski lengra en við vitum eða höldum. En auðvitað er þetta mjög hættulegt mál en Vesturlöndum er alveg fyrirmunað að sjá að þau geti hafa átt nokkra sök í þessu. Til dæmis bara með því að taka kjarnorkuvopnin á Úkraínu, taka fyrst aðeins kjarnorkuvopnin, segja þeim svo að þau séu að fara inn í NATO og með þess að svo Zelenski forseti, hann trúir þessari vitleysu. Hann situr í Kiev. Náttúrulega hlýtur að vera örvæntingafullur hann að vera að slátra þjóðina þess. Ég sá selfie af honum daginn með mann ekki hvað það heitir F-16 eða F-36, ég er ekki svo góður í F-16. Já. Það var með selfie myndað sér og var að fagna því að það verður loksins konar. Já, sko, þetta er náttúrulega tiltölulega fáar vélar og þessar vélar hafa byrjað að framleiða þessar vélar 1978, þetta eru gamlar vélar og það er ykkur mörg ár að þjálfa hermenn, það er búið að taka lengi þetta að vera á þessu og svo eru vandamál hvernig á að halda þessum vélum við, þetta eru gamlar vélar. Þegar ég var aðstofnur utanríkisráðherra þegar við 25 árum, þá voru þessar vélar tiltölulega ný, þá voru þær svona verða gamlar, sko. Þetta er fyrir 25 árum, sko. En ég meina má ég spyrja Úkraínu af því að þú verður að nefna Kissinger og svona þá stefnu í mati á utanríkismálum sem að meðal annars gengur út á það og kom fram hjá það líka að svona þegar á reynir að þá taka ríki ákvarðanir út frá öryggishagsmunum sínum og þá er hent öllum gildum og þannig er það. Allir alþjóðasamningar og allt svoleiðis drasl, ég meina stórveldi reyna að fara eftir alþjóðasamningum ef þeir geta með samvílu móti, en ef það truflar öryggishagsmuni þá allir svona pappir þeir öll nýtt til hliðar. Og það er ástæðan til þess að fólk skilji það að austursókn NATO hafi verið upptaktur af stríðinu, felst í slíku mati að það sé mat Rússa og skiptir engum máli hvort það sé Pútín eða kommunistaflokkurinn eða keisarinn sem að lítur á það sem tilvistarlegt grundvaldaratriði að Bandaríkin komist ekki með herstöðar upp að landamærunum í Úkraínu. Þessuna mun við austurför NATO þá endanum muni Rússland bregðast við og það er ástæðan fyrir að vera stríðan og það er ef að fólk á einhverjum erfiðleikum að skilja þá er það byggt upp á þessum. En það sem að mér langar að því að þú varst að tala hvernig Eystrasaltslöndin og Pólland skilgreina raunverulega svona tilvistarlega öryggishagsmuni sína sem eru skilgreindir þannig að það verður engin friður, það verður ekkert öryggi í okkar löndum nema að rússneska ógnin brotni niður. Þannig að til þess að við getum lifað við frið þá þarf við að brjóta niður Rússland, Úkraínumenn þurfa að vinna Rússa á vígvellinum og helst þarf það að vera þannig að Rússland verði svo veikt, kannski brotið upp en það verði svo veikt að okkur standi ekki ógna því. Þetta eru tilvistarlegir öryggishagsmunir þessara ríkja, en við deilum þeim ekki með þeim. Það er ekki tilvistarlegir öryggishagsmunir okkar að Rússland brotni upp. Alls ekki. Þeir eru með 6 kjarnorkuvopn. En ertu þá ekki að segja það að hópurinn, þessi 36 lönd sem eru komin inn í NATO, að þannig erum við komin með hóp af löndum sem að hafa svo ólíkar skilgreiningar á tilvistarlegum öryggishagsmunum sínum að það getur verið bara hættulegt fyrir okkur að vera inn í þessum hópi því að það kannski ná Austur-Evrópumennirnir fórustunni. Sömuleyti virðist það að ná fórustu í íslensku stjórnvöldum því að íslensku stjórnvöld tala eins og við höfum sömu tilvistarlega öryggishagsmuni og Pólverjar og Eystrasaltslöndin. Að það getur einfaldlega verið hættulegt fyrir okkur að vera í þessum klúbbi. Já, þau skilyrði geta skapast að NATO
þú varst að tala varðandi ógnunum Úkraínu, yfirmaður leyniþjónustu Bandaríkjanna núverandi, Burns, Michael Burns, hann sagði, og hann var líka sendið herra í Rússlandi, hann talaði Úkraínu sem brightest of red lines, það var hans mat, hann mati þetta svona. En það ef að, já, sko, þegar að þarf að auka framlögin til NATO svona mikið, og sko, við fórum í NATO, Bjarni Benediktsson talaði um það þegar við fórum í NATO, hann var mjög hóver. Ég meina, það mættu lesa ræðuna, ráðherrarnir okkar núna, og temja sér það hóver, hann sagði, við erum veikasta landi í leiknum, við getum hvort ekki varðið okkur sjálfa, nýja aðra, við erum lítil, við megum okkur minnst, það var mjög hóver maður. Og skynsamarinn kannski heldur þetta fólk, allavega talaði þannig, hann var talað mjög hóvar. Íslenski ráðherra... Segir hann ekki eitthvað, þá verður hann líka sko framlag okkar með því að vera þáttökuríki, að við erum að styðja sko þá vestrænu gildin eða eitthvað sliðis, að það sé framlag. Jú, það var okkar aðal framlag var lega landsins. Við erum á krítísku svæði og með því að skaffa aðstöðu á landinu, þá erum við að styrkja öryggi allrar Evrópu og Bandaríkjanna, og Ísland alltaf var á þessum tíma eftir að varnarsamningum var gerður eftir það með verulega stórt varnarlega Keflavíkurflugvelli og flugher og allt þetta, en við vorum í kjarnastríðinu þá vorum við lykilríki. En ef þetta fyrir út í það, eins og ráðamenn í Lettlandi talum og ráðamenn í Eistlandi talum og held ég Litáen líka, að það eigi að taka upp herskyldu í öllum löndum, það eigi að auka ríkisútgjöld. Ég meina, þeir eru komin, öll ESA-statistikin er komin vel fram yfir 2%, í okkur verði þetta, við tala 90 milljarða, þau stefna sannlega 4%, 180 milljarða. Þetta myndi kalla á grundvallarbreytingar á okkar velferðarkerfi og grundvallarbreytingar á okkar, hvernig okkar heilbrigðiskerfi lítur út, eða menntakerfi lítur út, algjörlega grundvallarbreytingar, og svo líka það að við erum náttúrulega Article 5 garantí, þýðir það að öll lönd þurfa að taka þátt í að vera eitthvað annað, að reyndar það óljóst og að við þurfum að bregðast við að kalla deemed necessary, við þurfum að meta sjálf hvernig við myndum bregðast við ef að ráðast til annað land. Þannig það er sko, NATO-sáttmálinn er svolítið óljóst með hvað það raunverulega þýðir, en samt sem áður, það kæmi upp staða að við þyrftum að fara að senda hermenn eða svona stórt stríð í Evrópu svo í Úkraínu, þá vantar bara eins og herfóningi kalla unga menn kjöt, það vantar kjöt til að senda hann út, og þá er spurningin, og það hefur ekki farið fram í þjóðfélagsumræðu það, mér vitan það, erum við tilbúin að taka það skref. Við höfum verið í NATO á þeim grundvelli að við höfum verið með frekar lítið framlag, við höfum skaffað aðstöðu í þessu landi, sem að reyndar NATO notar ekki lengur, það var allt öðruvísi hérna fyrir 20 árum þegar það var herstuðu. Já, það er alveg rétt, sko, málið er það, stórveldi, þau flokka, þau vinna út frá eigin hagsmunum, og Bandaríkin hafa ekki vilja að sleppa þessu svæði, og NATO er ennþá með aðstöðu á Keflavíkurflugvelli, og landhelgisgæslan eftir sem ég best veit að vinna fyrir NATO, varðandi svona að fylgjast með landinu, og fylgjast með hvað er að gera í kringum landi. Þannig að það er NATO stöð þarna. Og þannig það er aðstafa, en það er ekki neina sýnilega varning, það er ekki flugher, það er ekki hermenn, en ég held að Bandaríkjamenn vilji ekki missa alla aðstöðu þarna. Hins vegar framkvæmd varnarsamningsins sem er ennþá í gildi, og hann er frá 51, en ég meina sáttmáli NATO er ennþá eldri 49, þannig að þó hann sé gamall þá er hann ennþá alveg í gildi, og hafur ítrekkað hvað eftir annað hans sé í gildi, að þá er það Bandaríkin sem skilgreina algjörlega hvað á að vera Keflavíkurflugvelli. Stjórnvöld vildu hafa miklu meira þar, vildu ekki að Ísland vera eina landi í NATO-ríki sem er ekki með loftvarnir, og við vildu að væri ykkur aðstæða þarna, en Bandaríkin skilgreina algjörlega hvað er öryggi landsins. Stoltenberg var og þau skilgreina bara út frá eigin hagsmunum, út frá öryggishagsmunum Bandaríkjanna, hvað aðstöðu þurfum við að hafa á Íslandi. Þau eru hérna fyrst og fremst út af sínu eigin þjóðaröryggi. Og þeir voru hérna út af mati þeirra á hagsmunum Bandaríkjanna, og þeir fóru út af breyttu mati á hagsmunum Bandaríkjanna, og þau munu kannski koma aftur út frá breyttu mati á hagsmunum Bandaríkjanna. Sko,
okkar hagsmunir hafa lengst að fara saman við Bandaríkin. Stoltenberg var spurður að þessu fundi sem ég var að þetta fyrir nokkrum árum. Hann kom hingað til Íslands og ég fór á hann að fund. Og þá var hann spurður þetta, það enga sýnilega varnir. Og þá sagði hann eitthvað á þá leið, það sem hann sagði, ég ekkert að segja það sem hann segir sér rétt eða rangt, ég ætla ekki að leggja með það, en hann sagði, varandi varnir landsins, þá ekkert endilega víst að það sem sá búnaður sem notað til að vera landi sé á Íslandi sjálfu. Hann getur verið í kringum landið, í nágrenni við landið, hann þarf ekki endilega að vera á Keflavíkurflugvelli. En hins vegar alveg ljótt auðvitað munu Bandaríkin fyrst og fremst hugsa sína hagsmuni og þau hugsa fyrst og fremst sitt þjóðaröryggi. Það er náttúrulega, það er bara eðlilegt. Já, og horfum á þetta aðeins frá Bandaríkjunum, að því að 2016 þegar Trump kemst til valda, að þá vill hann færa fókusinn að hinn raunverulegi keppinautur á heiminum sem Kína og hann vill snúa sig þangað og Evrópa verður svona meira að sjá sig sjálft, eða þú veist, taka allavega meiri þátt í. Síðan hefur það gerst að það er bæði stríð í Evrópu og við Miðausturlönd, kannski að Bandaríkin eiga kannski erfiðleikum með að fara til Kína. Ég meina það er verið að tala upp bara beinhernaðar átök á milli Kína og Bandaríkjanna, hvort sem það verður í gegnum Tævan eða einhverju svona deilur siglingaleiðir sem oft eru svona deilur einhverja eyjaklassa eða einhver sker til þess að hver ræður hvaða svæði og öðru slíku. Að eru líkur á því að Bandaríkjamenn skilgrinni stöðu sína þannig að þau verði að, ég segi ekki að sleppa Evrópu, en bara segja það að Úkraína er ekki Ísrael. Úkraína og Rússland er ekki í Kína og þannig að við getum ekkert staðið í þessu stríði að vera fjármagn eitthvað stríðin í Evrópu og við verðum bara að stoppa þetta. Ég held að Donald Trump sé orðið mjög þreyttur á Evrópu og hann er nú fullt með bara að verja sjálfa sig í réttarsölunum. Það er kannski hugsaður ekki mikið til Evrópu. Stjórnmálin í Bandaríkjunum eru orðin andstyggileg. Já. Og algjör anstík, ég búið í Bandaríkjunum samtidig í 10 ár og maður hlustar á umræðunar á þinginu núna með það sem var fyrir 30 árum, þá sem voru oft málefnar og góðar umræður. Nú er þetta umræðunar miklu litið bara svívirðingar. En svo fávitarnir hafi náð tekið yfir. Ég ætla ekki að... Nei, það er bara stundum yfirgengilegt að fylgjast með umræðinni. Ég meina, ég hafði óskaplega gaman að því ég bjóð í Washington í 6 ára að fylgjast með þinginu, sérstaklega öldungoldeinna voru frábæri ræðumenn þarna og góð umræða og menn báru virðingu hvor fyrir öðrum þó það veri ekki sama flokki og forsetarnir og þeir sem voru í forsetakostninga fóru svona fram á siðaðan hátt en núna er þetta bara algjör hörmung. En þannig að það er áhugjefni en sko fyrir ef að Trump metur að þannig að Kína sé aðal keppinautur Bandaríkjanna þá er það alveg rétt. Spurningin er hins vegar svo er rétt að lönd eins og Kína og Bandaríkin sé að reyna að drepa hvort annað og það er náttúrulega ekki fyrir okkur Íslendinga, þá er best að þessi lönd sé að vinna saman og við séum ykkur með heima sem er ykkur friður og ykkur stöðuleiki og uppgangur. En það er þessi stórvelda átök, þau fara út í þetta og Kínverjar náttúrulega eru með þetta beltanrótin í þessu, eru að hugsa samgönguleiðir, þeir eru hagkerfi sem hefur verið að vaksa lengi 7% ári, tvöfaldið stærra hverju ári, þeir hafa ofsalega miklar áhyggjur af flutningaleiðum, koma öllu sem þeir að framleiða annað og koma síðan sínu til Evrópu og Norður-Ameríku sem að fólk hefur náttúrulega kaupa það sem þeir eru að framleiða. Og þá er það túlkað sem að hernaðaruppbygging og því fylgi hernaður og það sé að breyta öllum þessum höfnum og draslis og flutningaleiðum þeirra í svona hernaðarinfrastruktúr. Það eru áhyggjur sem er alveg eðlilega áhyggjur sem er leiti en mikið að uppgangi Kína snýst bara hreinlega það samt að þeir þurfa að koma framleiðslunni frá sér því þeirra, sko í Bandaríkjunum, svona 85% af því sem kannski 85% sem Bandaríkjunum neita, vörur og þjónusta, eru framleitt í Bandaríkjunum. Þeir eru ekkert svo opið hagkerfi. En Kína er óbærslega opið hagkerfi. Þeir selja svo mikið af því sem þeir eru að framleiða. Framleiða það ódýrt. Þeir nota það sem er kallað economies of scale skala, gríðarlega mikið magn af vörum og þetta er svona með mjög lágum kostnaði, keyra kostnaði niður og flytja þetta út.
og þeir eru bara svo háðir útflutningi og líka þessi hugmynd sem hefur verið að við ætlum að keppa við Kína, við ætlum að skrúa Kína niður, það var ekkert með Sovétríkin, því að Sovétríkin voru lokað hagkerfi. Varandi Kína þá þurfa Vesturlönd að fara mjög varlega og Bandaríkin þurfa að fara mjög varlega með Kína að því leiti að ef þú skrúar Kína niður, þá skrúa sjálfa það niður líka. En hefur Evrópa og Bandaríkin sömu hagsmuni gagnvart Kína? Nei, þú sér það bara að þú horfir eins og Þýskaland. Þýskaland hafði gríðarlega mikla hagsmuni að vera að vesla við, sko, eiginlega helmingur af öllum utanríkisstjórnum Evrópu við Kína var Þýskaland. Held að virka svo þess. Og svo náttúrulega voru Þjóðverjar, samkeppnin samt í Þjóðverja byggðist á því, þeir náttúrulega eru sko með innríki og þeir eru að keppa við Japan og Suður Kóru og Kína innríki í og Þjóðverjar eru með svona velferðarkerfi, svona ekkit kannski svo ólíkt Norðurlöndum, borga hærri laun og þeir eru ekki samkeppnishæfir, en þeir gátu fengið ódýrt gas og olíu og hráefni frá Rússlandi. Nú það farið. Og þegar búið að loka fyrir leið, þá langt komið með að eyðileggja hagkerfi Þjóðverja. Og þetta mun hafa alvarlegar afleiðingar fyrir Evrópu, því að nú enginn sem hefur breytt baki í Evrópu til að bera uppi til dæmis þessi mið- og austur-Evrópu ríki og hjálpa til að hafa eitthvað heimil á efnahagslífi Evrópu. Stóru hagkerfin eru öll veik og Þýskaland var alltaf svona kletturinn, sko. En nú þessi klettur bara orðið mjög veikur og það ekki Norður-Evrópa sem oft gat stutt við svona félagslega og efnahagslega þróun í suðrinu, það er svona hugmyndir sem var þá og síðan sérstaklega í austrinu, að það kannski að bara falla Já, það er orðið kjarnin í Evrópu ekki orðið nógu sterkur til þess að breiða út stuðning við veikari lönd. Nei, sko, Frakkland getur ekki hjálpað neinum. Frakkland verður það bara, Ítalía getur stórskuldi getur farið í greiðsluþrot, hún er getur mjög... það að hjálpa sér sjálfur? Nei, og hvað þá eftir? Bretland farið út úr Evrópusambandinu, það ekki góð staða. Og þeir geta engum hjálpað lengur því að þeir eru bara spíral, þeir eru í einhverju óskup. Já, og svo Þýskaland ekki lengur samfélagsstað, það eru flótti frá einkafyrirtækjum út úr Þýskalandi. Þannig að sko, það búið að þetta Úkraínustríð að langt komið með að eyðileggja Þýskaland. Og þetta mun hafa afleiðingar á Evrópu og svo þegar þú horfir á Úkraínu þá segja aðilega við mig, já, heyrðu Úkraínu, þetta verður bara eins og Suður Kórea, þetta verður eins og Japan bara, Þýskaland eftir seinni heimsstyrjöldina. En sko, Þýskaland tek Marshall-aðstoð frá Bandaríkjunum. Bandaríkin þá var eftir seinni heimsstyrjöldina var allur gullforði heimsins komin til Bandaríkin og Bandaríkin áttu gríðarlega fjármuni og gátu moka peningum inn í Evrópu. Það engin aðeins sem getur moka peningum inn í Úkraínu. Fyrir utan þannig að Úkraínu búin að missa allt sitt svona verðmætasta fólk, hann bara slátraði á vývöllum eða það flúð og vill ekki koma tilbaka og þannig þeir hafi mannöðurinn ekki lengur til staðar. Og fyrir ekki að tapa Svartahafsströndinni fram sem horfir. Og fyrir utan það frá 1991 til 2021 á 30 ára tímabili þá var engin hagvöxtur í Úkraínu. Mér sá friðartímum þegar landið 91 til 2021 þá var það steindautt hagkerfi. Spilling, óstjórn og vitleysa í gangi. Þjófræði þar sem örfáir rændu öllum eigum samfélagsins. Já, og með þess að Rússland hefur verið líka, öll Sovétlýðveldin lentu einhverju leyti í þessu, líka Eystrasaltsríkin. En það var bara, þau höfðu, það sem Eystrasaltsríkin höfðu þau höfðu mentora og mentorarnir voru Norðurlöndin. Þau hjálpuðu þeim að komast á sporið, þau eru lítil og þau fengu aðstoð og þetta var svona viðráðanlegt verkefni, Úkraína náttúrulega miklu stærra, þannig að það var aldrei, þeir náðu sér aldrei á strik. Rússland samt sem áður, ef við tökum Rússland, auðvitað var það líka mikið spilling og allt það, en verklandframleiðsla í Rússlandi var þegar Úkraína sig hófst samt helmingi herri í Rússlandi að meðaltali heldur inn í Úkraínu. Þannig að sko, og þannig að rússneska hagkerfinu gekk sæmilega, en ég meina auðvitað hafa þeir orðið fyrir áfallum, en núna vegna Úkraínu samtidig Evrópa búin að skera á sambandi við Rússland. Kína búið að opna líflínu til Rússlands. Kínverjar sjá, fyrir Kínverjar þetta fínt sko, þess að þeir fá aðgang á auðlundum Rússlands, fá styrk Rússlands, aðgang á siglingaleiðum fyrir norðan, og fyrir þá, þó að þeir sé að leggja fram fyrir áætlanir, þá þetta fínt fyrir þá að þetta haldi áfram og þetta svo veikir náttúrulega Evrópu, en
af því að líflíðan opnast í aðleikenni Kína og svo BRICS-löndin, þannig að þetta er allt önnur heimsmynd orðin hjá okkur en þessu muni fylgja átök vegna þess að Vesturlönd muni halda áfram að segja af hverju eru þið ekki eins og við, af hverju eru þið ekki með lýðræði og mannréttindi og af hverju eru þið ekki sem stofnunum og við. En þá snýst þetta getu fyrst og fremst Bandaríkjanna til þess að þröngva sinni niðurstöðu upp á aðra og ef að Bandaríkjamenn eru fastir í stríði sem að bara grefur sér niður í miðri Evrópu eða Austur-Evrópu eru komin í mikil vandræði í Miðausturlöndum. Eru þar í eiginlega vonlausi, eru eiginlega fjármagna og styðja við þjóðamorð sem að grefur undan möguleika á nokkrum stuðningi við önnur lönd. Það er ekki mikil gleði með framferði Bandaríkja meðal almennings í Miðausturlöndum eða í Persaflóan. Sko, það sem að gerst á Miðausturlöndum, þar á með Ísrael, Írak 2003 og svona fleiri dæmi, það grefur undan trúverðuleika Vesturlanda og þá er það ekki bara Bandaríkja undir, það er við líka. Við erum að predika. Bætt við Afganistan, það sem var svona sneypuför. Það var 20 ára stríð. Lengsta stríð sem Bandaríkja það tekið ekki þátt, ég veit ekki hvað margar triljónir dollara sem fóru þar. Það voru viðbrögð við sprengingin á tvíburaturnum 2001 og það stóði til 2021 við fjármögnum vopnaflutninga þarna og með flugvélum og sem eru ákvarðanir sem eru teknar á þessu tímabiliði sem að heimurinn var einpóla þar sem að Bandaríkjamenn trúðu því að þau gætu þröngva sinni niðurstöðu raunverulega upp á hvert sem er. Gátu ráðist inn í Írak, gátu ráðist inn í Afganistan, gátu eiginlega gert hvað sem er. Gátu farið með NATO upp að landamærum Rússlands, þau voru bara drottnar heimsins og kæmist upp með hvað sem er. Síðan þú að tala að við lifum, eins og þú og fleiri náttúrulega, að við lifum í fjölpóla heimi í dag. En mér finnst utanríkisstefna Íslands ennþá vera eins og George Bush sé í Hvíta húsinu. Við getum bara sigrað Rússa í Úkraínu. Við getum þröngvað okkar niðurstöðu upp á ástandið þar. Við Þórdís Kolbrún var að endurtaka það enn og aftur að Ísraelsmenn hefðu ekki bara rétt á því, heldur bara skyldu til þess að verja sig og sem er svona óbytt stuðningur við það að Ísraelsmenn gangi takist að uppræta Hamas-liða með ofbeldi og annað slíkt. Þannig að ég er bara að velta fyrir mig hvort að umræða hér á landi utanríkismál og varnarmál og bara heimsmálin taki ekki mið að því að heimurinn hefur breyst síðan 2008 eða hvernig sem við viljum setja mörkin. Ekki ef að þú ert guðleg vera og ert æðri og öðrum, þá verður að láta alla fylgja þær. En með þess að ég skil ekki með þess að vestrænu leiðtoga að það hafi engar ágjur að því að geta verið kjarnorkustríð, þannig að það hugsa ekkert um það hvort það sé ekki hafi engar ágjur að því að það geti bara farið út úr kontról eða farið alveg úr stjórnlaust bara allt í einu og fyrir slysni eða eitthvað, þannig að það hafi engar ágjur að þessu. Til dæmis að þetta eru engum í hug í Asíu að ráðast á Norður Kóreu. Þeir eru með pínulítið kjarnorkuvopnprogram, mjög lítið. Rússar eru með það stærsta eða næststærsta í heiminum og mér skilst á bandaríski hersöðingi tala þessi með mun fullkomnara kjarnorkusafn heldur en Bandaríkin. Þeir eru með konur með kjarnorkuvopn, þeir eru að fara með kjarnorkuvopn í geiminn, í samvinnu við Kína sem að Bandaríkjamenn eru ekki með og Bandaríkjamenn og Japanar reynda að fá það bannað í öryggisráðinu en Rússar beittu neitunarvaldi. Hafa þeir engar áhyggjur að því þetta verið stjórnlaust. Meta er þetta það að sé hægt bara að keyra niður Rússland sem á þetta allt þetta kjarnorkusafn. Halda þeir það að leiðtogi Rússlands, hvort sem hann myndi heita Putin eða eitthvað annað, ég veit ekki hver verður fórsetið þarna í framtíðinni. Putin er þetta núna, nýkjörinn til 2030, hvernig það verður, að það muni aldrei vera gripið til róttækra aðgerða. Rússar hafa framleitt svo kallar tactical nuclear weapons, þeir eru með litlar kjarnorkusprengjur sem eru ekki þannig að það myndi velta gereyðingu nema Vesturlönd myndi bregðast við með einhverju takmarkalausir kjarnorkuárás á Rússland. Hafa þeir engar áhyggjur af því? Ég veit ekki, menn það er eins og menn hafa engar áhyggjur af því og hafa meina engar áhyggjur af því að ef það verður stjórnmálaupplaust í Rússlandi að þá muni til dæmis Íran sem komast yfir kjarnorkuvopn Rússlands hafa menn engar áhyggjur af því.
Ég bara skil þetta ekki. Stundum hljómar að þannig að já, ef að svo fer að við munum farast öll í kjarnorku stríði, að þá höfðu við allavega rétt fyrir okkur. Það eiginlega, manni finnst það stundum. Já, við munum bara alltaf kannski ekki heyra kvellin, sko, en ég meina... Við höfum rétt fyrir okkur. Já, en sko, ég veit þetta mjög svo, sko, ef þú tala kannski við utanríkisráðuneytið hérna á Rauðrástíg, ef þú fyrir að Rauðrástíg 25, sko, þá er ekki það sem það er, að þá kannski hafa þeir ekki ágjur þessu, en ég veit þetta, ef þú fer til Ungverjalands, það sem ég hef gert, eða til Slóvakíu, þeir eru hérna með landamæri, já, þeir hafa mjög miklar ágjur af þessu, því þeir meta stöðuna þannig að ef að Putin líti svo á að bara þjóðar öryggi sé í hættu hjá Rússlandi, þá sé hann með sprengjur sem hann geti auðveldlega farið með í Vestur-Úkraínu og þá er bara geislavirknin allt komið bara yfir þá, þeir eru bara hinum megin við, sko. Þannig að sko, það eru leiðtogar og Orbán til dæmis forsætisráðherra Ungverjalands sem er ekki vinsæll, sko, leiðtogi, hann er svona realisti og ég meina Trump til dæmis, þú varst að tala að Trump líti á Kína sem Trump og Orbán eru með mjög svipaða skoðanir, svona í alþjóðasamskiptum, mjög svipaða skoðanir og sem að ég held að séu, þó ég sé ósammála Orbán í mörgum málu, þá held ég að hann sé svona sumtaði sem hann segir er rétt og þeir hafa áhyggjur af þessu, en við kannski erum meiri fjarlægð, við höfum ekki áhyggjur af þessu, en sko þannig að komum aftur að því varandi NATO, þetta er orðið mjög ósamstæður hópur, ólíkir hagsmunir, sumir vilja hafa allsherjar herskyldu, sumir, og svo eru sumir sem vilja fara ekki bara í 2% til 4% og landsframleiðslu að verki landsframleiðslu og þannig að sko að eins og varst að benda þá vakna alls konar spurningar við þetta og það hlýtur að þurfa að fara fram á Íslandi ef þetta verður svona Úkraínustrið heldur áfram og við ætlum að fara í þessi gríðarlega fjárfestingu að þá þegar koma spurningar, grundvallarspurningar íslenska velferðarkerfi í þessu löndum og forgangsraðir og hvað erum við tilbúin að fórna okkar fólki sem er öryggissjónarmið líka því að ef að þú færir peninga út úr velferðarkerfunum yfir í hernað og varnarmál að þá skapast félagsleg óróleiki innan landana. Já, pólitískur óstöðuleiki. Sem að getur verið meiri ógn heldur en svo sem að ríkin telja sig verið að verja. Eins og ef við erum að láta eins og við sem að fara að verja okkur við innrás Rússlands á Austurði, ég veit ekki hvernig hugmyndin er. Nei, allavega. En ég ætla að spyrja Bandaríkin, því að nú eru forstakostingar, það eru bara furðulega stutt í þetta. Það er að koma sumar og svo bara í haust þá verður kosið. Kosið ekki 15. nóvember? Já, það er rosa stutt í þetta. Já. Hvað varðandi utanríkismál, er munur á Trump og Biden? Það hefur verið munur á demókratum og republikunum í innanríkismálum aðalega. Og það er kallað með þetta foreign establishment, foreign policy establishment í Bandaríkjunum. Það er mjög sterkt. Og til dæmis þessi hugmynd Trump það að hann talaði það sko, ég var í Bandaríkjunum þegar kosningarnar voru 2016, ég var í Berkeley, ég var gestaprófessor í Berkeley og ég mætti þetta var bara svo jarðaför að verið að grafa Bandaríkin það verið bara jarðaför þegar úrslitin lágu fyrir með Trump. Þá talaði hann hann talaði það að leggja NATO verið obsolít og allt þetta og hann vildi leggja niður alþjóðabankan og alþjóðagjaldi taka Bandaríkin út úr alþjóðaviðskiptastofnuninni. Þetta gerðist ekki. Þannig að sko að hann var ekki róttakur og svo átt hann mjög erfitt með að En hann segir það var lært, nú ætlar hann að vera einræðisherri í einn dag. Já, hann átti erfitt með að eiga samskipti við Putin eins og hann vildi gera og demokratar hata, það er eina ástæðan fyrir Úkraínu að demokratar hata Putin alveg ábáslega eins og Hillary Clinton. Hún trúir því, demokratar, að ástæðan fyrir því hún tapar kosningunum, það sé bara Kreml hafi stýrt þessu öllu saman, fjárstýrtu bara með einhverju fjárstýringu og hún, þess að hata demokratar og Biden og allt þetta lið, hatar Putin ábáslega ekki bara út af Úkraínu, heldur bara líka út af því að þeir töpuðu kosningunum til Trump vegna þess að Putin var að stjórna kosningunum í Bandaríkjunum. En sko þú leggur ekki trúna á þessa kenningu?
Hver? Þú leggur ekki trúna á þessa kenningu. Ég hef Þú enga heldur Hillary hafi tapað kosningunum. aðstæðu til þess að meta þetta, en mér fannst Hillary Clinton ekki vera mjög spennandi frambjóðandi, persónlega. En ég held hún hafi bara tapað því hún var ekkit nógu góðu frambjóðandi og ég heldur ekki hrifin af Trump, ég var svo svakalega heppin að ég þurfti ekki að kjósa. En sko, en ég hef herti mér svo John Bolton sem var þjóðaröryggisráðgjafi Bandaríkjanna, hann segir að Trump sé alltaf heimskur til að vera forseti, en hann sagði að hann tryði því að ég hef heyrt viðtal eftir hann teldi að ef að Trump yrði forseti aftur, þá væri hann mjög hættulegur og hann myndi gera allu að NATO. Auðvitað veit maður það ekki hvað hann mun gera. En þetta foreign policy establishment í Bandaríkjunum er samt öflugt þar að segja, sko, það hefur ekki verið mikill munur. Til dæmis, ef þú tekur Trump, hann er frá 2017, 2021 það ekki, svo tekur Biden við, að Biden hélt bara áfram með stefnu Trump, hann breytti ekki svo mikið. Sendir á því Jerúsalem með kröfuna að Evrópuþjóðurnar myndu borga, með áherslunni á Kína sem höfuðandstæðing. Já, ég vil ennþá harðar afstöðu ekki að Kína. Það varði ekki svo mikil breyting og þeir sem í kringum hann ráða miklu, en ég meina, mér finnst samt sem áður, sko, þegar maður horfir á fólki í kringum Biden, Blinken utanríkisráðherra og svo Sullivan þjóðaröryggisráðgjafa, mér finnst þetta ekki hafa gengið vel og fyrir okkur er þetta ekki gott því að við erum svo tengd Bandaríkjunum og það er ekki gott fyrir okkur og fyrir NATO ef að þeir sem er að stjórna þessu stærsta og öflugasta ríki. Það er ekki auðvitað stefnum sem að valdi ófriði og stríðsátökum og auki hættunar á stríðjöldum og kjarnorku. Það var náttúrulega, sko, það var Bill Clinton sem samfæriði Úkraínamenn með kjarnorkuvopna hendi og hann hefur viðurkennt í viðtali við Newsweek, ekki bara það hafa honum að kenna, hann veist að það sér að kenna að Úkraínstríði varð. Hann hefur bara sagt að beint. En hann er líklega að meina það að ef að Úkraínamenn hefðu haldið kjarnorkuvopnunum, þá hefðu þau getað gengið inn í NATO og Rússland ekki haft kjarkinn til þess að ryðjast þar inn. Annarkvort að þeir hefðu haldið einhverju kjarnorkuvopnum eftir eins og Norður-Kórea, bara nokkrum vopnum. Það er ekki víst að þau hefðu verið notæf. En Rússar myndu örugglega ekki vilja prófa það frekar en að Bandaríkjamenn vilja ekki prófa það hvort að kjarnorkuvopnin sem Norður-Kórea er notað eða hvað þið geta gert með þau. Geta þau bara sprengt Seúl eða geta þau sendt eldflug allalegina til Bandaríkjanna. Hann myndi ekki vilja prófa það. Þannig að sko það að kjarnorkuvopn eru þessi svona deterrent, eru fælingamáttur sem er svona fælingamáttur. Það sem er svo sorglegt í Úkraínustríði er það að fælingamáttur NATO, hann reyndist vera bara í engin. Sko, eftir fundi Putin með Biden, þá mat Putin stöðuna þannig, eins og ég lesi það, að NATO væri veikt og að Biden væri veikur leiðtogi og stjórn Bandaríkjanna væri veik stjórn og NATO væri veik stofnun og hann gerir árás. Svo er annað, þegar það var talað um það að hleypa Úkraínu inn í NATO, ef að þetta var í apríl 2008, Putin gerir innrás í Georgíu í ágúst, 4 mánuði seinna og svo tekur hann Krímskagan 2014 og svo gerir hann árás 2022 allsýr árás. Ef segjum NATO hefði bara sagt ok, við ætlum bara að standa við það sem við sögðum og við ætlum bara að hleypa Úkraínu eins og bara gett við Finnland bara eftir nokkra vikur og segjum bara í júní 2008 hefði Úkraína verið komin í NATO, þá hefði hugsanlega verið að koma í veg fyrir þetta stríð, þá hefði Úkraína komið article 5 garantí. Og reynslan er svo að varandi NATO, þá er þetta þá hafa Bandaríkjamenn aðalega ráðið þessu sem Eystrasaltsríkin, þá, ég veit að fyrir þau að komast inn í Evrópusambandið var margra ára að vinna á ströggl en að komast inn í NATO var bara hefur græntlega frá Bandaríkjunum. En þegar það kom á Úkraínu þá saði eins og ég saði við núna fórstjóri leyniþjónustu Bandaríkjanna sagði brightest of red lines, gerði þetta ekki. Bandaríkjamenn Condoleezza Rice ákvað að taka ekkert marka á þessu manni, hann var þá sendir í Moskvu. Þannig að sko það var ekki tekið marka á því en það voru leiðtogar í Evrópu sem áttu þessu á því þetta var stórhættulegt og það var og nú er sagt að þessi hafi bara verið minnloka en tölu þetta verið stórhættulegt og vildi ekki gera þetta og blokkuruðu aðild NATO og þetta var vitað fyrirfram. En ef að Vesturlönd hefðu hleypt Úkraínu inn þá vaknar spurningin hvað hefði gerst og ég held að hefði dregið úr líkonum
En það sem svo sorglegt við þetta það að það farið í gang með þetta, það búið að taka kjarnorkuvopn, hugsa hvað þetta ódrengilegt, taka kjarnorkuvopn að landinu og etja því landi með veika stjórnsýslu, veika stjórnendur, fátækt land, út í eitthvað svona forrað og skilja svo eftir bara í drullunni. Og það bara alveg furðulegt og Vesturlönd að tala mannréttindi og lýðræði og siðferð og allt þetta. Hver réttlætingin fyrir þessu? Já. Herðu, Hilmar, það eru mikla breytingar í heiminum og við þurfum að breyta afstöðu okkar til margra hluta. Ég ætla að reyna að finna eitthvað svona form á fara með þetta samtal okkar eitthvað lengra og þá að nota þína miklu reynslu og þekkingu til þess að fjalla hér ítarlegra heimsmálin við Rauðaborðið. Við sjáum til hvað okkur tekst að þróa það. Takk fyrir. En þú þarft að fara aftur heim til... Ég með prófi í gangi. Já. Herðu, kæra þakkir aftur. Takk. Herðu, ég þakka Hilmari kærlega fyrir komuna og öllum gestunum sem voru hérna í dag. Þetta búið að vera líflegur og skemmtilegur þáttur, fjallað mörg mikilvæg mál. Ég ætla að hvetja ykkur til þess að gerast áskrifendur að samstöðinni því að við erum í smá átaki núna, okkur langar að taka næstu skref og okkur grunar og við reyndar vitum að það eru mörg ykkar þarna úti sem hafa fyrir löngu ákveðið að slást í hópinn og styrkja samstöðina með því að vera áskrifendur, það kostar 2.500 krónur á mánuði. En hafi ekki látið verða að því. Það eiginlega vandamálið. Það annars vegar þarf að koma saman mikil vægi og áríðanleiki. Þannig ég hvet ykkur til þess að hífa upp áríðanleikan og skrá ykkur sem allra fyrst sem áskrifendur að samstöðinni. Það gert inn á samstöðum.is, það hnappur sem ástendur áskrift, þið getur skráð ykkur fyrir 2.500 krónum sem grunnáskriftið, þið megi borga meira ef þið viljið og þeir sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er tilraunaverkefni. Við erum að athuga það hvort okkur muni takast að byggja hér upp öflugan umræðuvettvang og fréttamiðil sem er í eigu áhorfenda, áheyrenda og lesenda. Endilega takk ég þátt í því. Ég trúi því að Ísland væri þessi betur sett með því að eiga öfluga samstöð en ekki. En þetta er nóg í bili, ég segi góða nótt, sjáumst aftur á morgun klukkan 8, þá hefst umræðan hér aftur við Rauðaborðið. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.